Já, komið sæl, Rauðaborðið hilsar á þessu ágætakvöldi. Ég er búin að fá til mig 4 gesti en áðurinn fyrir yfir það. Þá ætla ég að segja ykkur að eftir að við kvæðum þá koma þær hingað Helgi Seljan og Atli Kjartansson, hinir umdeildu blaðamenn á Heimildinni og svara spurningum varðandi þetta nýjasta hneykslismál í Sjálfstæðisflokknum. En þegar það er búið að þá er Jón Atli Gunnarsson í Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Sigurður Stefánsson í Aflvaka og Yngvi Ómar Sighvatsson leigjendasamtökunum og þeir ætla að ræða helstu áskorunum umbótum í húsnæðisóefni þjóðarinnar. Svo er það í lokin Hafdís Huld Eyfeldt Håkonsson, eftirlaunakona og hún er móðir fjölfatlara konu, Svanhvítu Eddu Jónsson. Og hún segir frá baráttu sinni fyrir að dóttirinn fái notið arfs sem hún fékk eftir föður sín. Ljótt er það, en þetta er seinni í þættinum. En núna á er það listamenn og stjórnmál. Ég fengi 4 listamenn til mín. Það er Hörður Torfason. Já. Þú ert söngskáld eða hvað er? Söngvarsskáld. Leikari. Já, hvað er þetta? Já. Guðmundur Andi, þú ert rithöfundur. Já. Auður Jónsdóttir. Rithöfundur líka. Ég líka. Ég segi ég líka söngvarsskáld. Já, er það ekki? Já. Ég get ekki sagt að ég laglaus, sko. En Jóna Hlíf Halldórsdóttir, þú ert hvað ekki forseti bandaríska listamanna? Jú. Já. Og myndlistarkona. Og myndlistarkona, já. Segðu mér, eru þið ekki bæði með bækur núna, Guðmundur og Auður? Nei, ég er að ritstýra bókablaði Heimildarinnar. Já. Og menningablaði, já. Já. En þú ert ekki sem sagt að senda frá þig bók? Nei, þú veist, ég get ekki sendt út bók þegar ég er með bókablaði, þá má ég ekki vera með bók. Nei. Og var það gott val hjá þér? Ég minnst alveg jafn skemmtilegt að gera bókablaði eins og bók, sko. Eins og að skera bók? Já. En þú ert að lesa þessar bækur allavega, hefur athugasemdir við þær? Þetta hefði ég aldrei sagt það. Ég má ekki heldur að bara svona gagnrýnendur með faglegan bakgrunn. Já. Annars er þetta allt vitlaust ef ég væri bara... Já. Þú mátt segja það sem sýnist mína bók. Já, en það myndi ekki kannski vera fagleg gagnrýni. Nei, það skiptir engum. En þú er með bók? Já. Hvað heitir hún? Hún heitir Synir himnasmiðs. Já. Og hún er komin út? Hún er komin út, já, bara nýlega, sko. Já, til hamingju með það. Ja, takk. En, hörður, þegar, það sem ég var að hugsa hérna, að væri hvort að listamenn gæti verið, þegar ég vil að óttast viðbrögð stjórnmálamanna, það er einhver ár síðan að formað fjárlaganefndar gerði Ríkisútvarpinu grein fyrir því að það veri hún sem réði, að hún héldi peningana og er það eitthvað þannig, í þinni listilan, þarft að taka tillit til einhvers annars en sjálfsins? Nei. Ef þú ætlar að óttast eitthvað þá gerir ekki neitt. Þá bara ertu tilbaka og passar að gera ekki. Nei, ég gerði þetta upp við mig sumari 77. Já. Þá merkti ég svo mikið landstöðu og varð fyrir stórum skell og ætlaði að drepa mig og ég veit ekki hvað og hætti við. Og tók sumar í það að fara vel í gegnum hvað ég ætla að gera með mitt líf. Byrja líf erlendis eða fara til Íslands og standa í baráttu. Og ég kaus það. Nú, ef maður ætlar að gera sér upp einhverja hugmyndir, það er fullt af fólk hérna sem er á móti í sér að gera, en það er bara til þess að maður að þessu. Já. Ekki til að fólki sé á móti, heldur halda áfram þrátt fyrir. Nei, bara sinna því sem ég er að reyna að segja. Einmitt. Og svo getur fólk valið hvort að villið er á móti eða með og það tekur tíma. En að eyða tíman sínum í því að vera hræddur, nei. Já, það er svona ýmislegt opinbert til, svona eins og sjóðir og vera Guðmundur Andri. Ertu að pæla í því eitthvað þú ert að skrifa? Sjóðum? Já, eða sem sagt að þú getur eignast andstæðinga eða óvilda fólk? Nei, ég hef aldrei velt neinu slíku, bara ég hef ekki eins og velti fyrir mér, sko. Og ég hef náttúrulega ekki þurft þess. Ég hef kannski verið í þannig stöðu, í einhvers konar forréttinda stöðu, hérna, og ég hef ekki þurft að berjast svona fyrir tilverum minni, svona eins og Hörður þurft að gera á sínum tíma. Já, ég ætla að fara betur það eins og eftir. En hérna, þú er samt skrifað fleiri 100 blaðagreinar. Já, ég skrifaði, ég held út í pislum, skrifaði pistla, vikulega pistla í alls konar blöð, eða öll blöð nema Morgunblaðið sem að bað mig aldrei það árum saman og ég
velti aldrei fyrir mér já, sko maður náttúrulega ritskoðar sjálfan sig alltaf og er einhvern vit í þessu að segja þetta svona og þarfram eftir göttunum en ég velti aldrei fyrir mér sko hvað valdhöfum eða einhverjum sjóðastjórum kynni að finnast það vegna þess að ég náttúrulega ég var ekkert upp á þá komin Það voru margir andstæðingar þessar píslaðina bara hægri pólitíkin á Íslandi Já, ætli það ekki ég var kannski ekkert svo mikið var við og var svo sem ekkert að hlusta eftir því ég var ekkert að leita að því ég var ekkert að leita að einhverju andstöðu til að magna mig upp á því Og hugsaðar aldrei sem að ef ég skrifi þetta svona þá Nei, gott við þér En Auður Þú fer bara þínu fram Nei, fyrir ekki með að skrifa Já, þú veist, ég skrifa alltaf bara einhvern veginn í flæði augnabliksins en ég náttúrulega ótrúlega dugleg við að koma mér í vandræði og oft nú bara að skrifa einhver einlægni og en já, ég, þú veist tapað vinum, verkefnum alls konar sko út á skrifa aðeins kannski að segja það ekkert alltaf þannig ég segja það fyrir Nei Og stundum, þú veist, kvíðir maður einhverju einu, svo enginn að kippa sér upp við það, en það eitthvað allt annað sem kemur í hnakkan á manni. Já, en Jóna, það eitthvað þínu félagsfólki sem að svona á mikið undir kannski að vera til friðs, að það sé friður það sem gerir? Nei, ég held sko að listamenn yfir höfuð eru frekar bara opnir að tjá sig sko og eru óhræddir og við erum alltaf svo heppir að búa í Íslandi þar sem tjáningafrelsi svona virt að nokkuð leyti en ég veit alveg að sumir hafa bara ekki orku eða tíma í að tjá sig ef við tölum bara pólitík eða vilja bara fá verið í friði í sinni sköpun og maður skilur það alveg en ég held samt allt sem hún segir og allt sem hún gerir listamaður þá þá eitthvað hátt pólitík en ég held að þessi óhræddir og ég veit ekki neitt dæmi að eitthvað listamaður hafi mist af einhverjum tækifærum eða ekki fengið einhverja styrki eða auðvitað eins og þú ert að segja, þú hefur lent í einhverju svona mótbýri en ég held samt sko það væri mjög ófaglegt ef að þú getur ekki tjáð skoðunum þína og fá eitthvað upp á móti mér finnst það að vera en sko ég held að við lifum ég gerði grein þetta ég held í fyrra og það að því það komið svolítið svona ósynleg krafa á listamenn að þeir eigi að vera með sko réttu afstöðuna í málum og þeir eigi að neita að vinna með þessu fyrirtæki eða koma fram ef þetta tengist þessu og þessu og þessu og þetta getur alveg verið flókið fyrir listamenn því að auðvitað sko skapar þetta meiri meðvitund fólk meira svona að hugsa hvað skilaboð ég að senda út ef ég í þessu samhengi en svo eru listamenn líka bara fólk með börn og buru og óöruggan fjárhag oft þannig að á sama tíma getur þetta orðið svolítið ranglát krafa á listamenn því þetta ekkert endilega á aðra þetta bara krafa jafnvel eins og gerð á stjórnmálamenn nema hún gerð á einhvern listamann út í bæ sem getur vissulega sko mist bara baklandið eða grunnstóðunar við eitt svona athæfi eða eina ranga umsögn eða eitthvað Já, mér svona sko í blaðamennskunni þetta svolítið svipað sko en ég var svona forsíðu blaðamaður var svona harður og kaldur og vann mikið og ég fekk allskins hótanir og sem átti að meira sér bankareikningi mínu loka bara allt í einu og eitthvað svona sko sem að á nokkur skammar að minni hálfu Það rifjast upp fyrir mér að einu sinni sko hafði samband við mig eftir að ég hafi skrifað tiltekinn viðskiptamann og einhver viðskipta hans sem að ég man nú ekki alveg út af hvað gekk en það hafði samband við mig einhver, náttúrulega ekki hann sjálfur hann var alltaf fínn maður til þessi maður heldur lét hann einhvern svona starfsmann sinn sem var einhver svona talsmaður eða hvað þetta hét nú á þessum útrásar árum hafa samband við mig og leiðrétta mig eða öllu heldur hann var ekkert að leiðrétta mig hann var bara að halda fram einhverjum fyrrum og reyna að telja mig trú það
það svona eina dæmi sem ég man eftir og kannski hitt dæmi sem að fór svolítið í töðan á mér var þegar að Jón Ásgeir sjálfur eigandi Fréttablaðsins ruddist í blásemi til þess að koma að einhverjum einhverjum sem að koma að en það einu svona afskiptin sem ég man eftir að hafa upplifað en svona var það ekki þegar ákærurnar voru gefnar út? Ég man það ekki. Það var eitthvað slys. Já, alltaf ekki öðrum málið eða eitthvað öllu þessum málum hans. En sko ég held að kannski alltilega horfa á þetta út frá hvert hlutverk listarinnar í okkar samfélagi. Ég held að við höfum flest svona ákveðnar hugmyndir það og ég held að það ríkir svona ákveðið samkomlega það að listamaðurinn sé svona sérleifis hafi út í móa til að fara út í móa eða fara út í geim eða fara upp í himinin eða fara bara eitthvað hans sé listamaðurinn sé á vegum ímyndunarafsins og hann þurfi ekki að hlýða neinu nema samvisku sinni og þetta svona eitthvað sem við höfum fyrir satt held ég flest og þessna líðist listamönnum að segja ýmislegt og gera ýmislegt sem að kannski blaðamönnum líðist síður og þetta snýst hlutverk listarinnar í samfélaginu, hvernig við svona lítum á það. En þetta líka skjótin, ég held að listamenn margir og oft séu allt og rægir við að fara út og segja sitt að því í rauninni eru þeir í svo briljant stöðu. Þeir hafa meiri svona túlkunarleyfi en aðrir og þeir hafa rosalega mikið frelsi og þeir svona oft veigra sér bara hættulega mikið við að Já, kannski svona út í raunveruleikanum en á sviði til dæmis. Já. Þú má segja hvað sem þú vilt. Já. Og maður gerir það. Sýtu og hugsa upphátt og lætur allt flakka. Já, meira sem fyrir dómstólum. Þetta kynna næsta lag. Já, bara með dettur eitthvað í hugulegt, bara flakka. Þú held ég meira sem svona aðeins meiri gildustóm, bara kakvar dómstólum, eða þú veist, þú hefur, listamærin hefur svolítið svona þetta, hann að listast og skáldast. Já, skoða umhverfið sitt og kannski ekki að fullir það neitt einhvern heldur að lýsa skoðunum upplifun sinni og skoðunum. Allir hafa skoðanir. En hörðu, förum í þetta, þú verður landflótta Íslandingur hvenær, 1970 og 75, en ég þrjóskaðist aðeins frá, það var reyndar 77 og en ég upplýði það það var loka á tónlistina minn, það var lokað leikhúsi, það var, ég bara fekk þau skilaboð, þú ferð hingað ekki inn aftur og af hverju ekki, þú er búin að lýsa yfir þessu Tommi og hvað, út með þig þú ferð bara ekki, og ég hef ekki fengið neitt síðan, það er bara, en þá fer ég bara bjó bara til mitt eigi leikhús. Það var ákvæmlega einfalt, einsmanns leikhús, gítarinn hennar mömmu og ég, fínt. En það var lokað og ég var oft var við þetta, útgefundur vildi ekki taka plötuna mín og svona, þá er bara að gefa út sjálf, það er ekkert. Og það er ég búin að gefa út 26 plötur. Það er útgefandina heima best, það er mjög falleg grein sem þú skrifar móðina. Hún var svona mamma. Já, mamma mín. Já, en þú skrifar að þannig samt að þeir hommarnir var alltaf velkomnir og... Já, heimil hennar var frægt í Kaupmannahöfn meðal samkynhneigðra og ég bara, svona hinsegin fólks. Og það var alltaf tróðfullt þar og sérstaklega helgar. Og gaman? Já, mjög gaman. Að þú komst heim? Já, ég kom hérna heim 91. Þá var orðið loksins svona óhætt fyrir mig að fara og ég þurfti bara, þá fann maður að þetta hefði skilað árangri. En þá afurðinnar, plöturnar og þetta, hvað? Voru einhverjir heldur ennþá í fíl út í þig eða óttuðust þig, fyrirlitið þig? Vistu, ég var ekki að pæla í því þá gerir maður ekki neitt, maður bara heldur áfram og vinnur sína vinnu. Ég hitti oft og varð fyrir því, ég fekk bara skilaboð út með því, farið frá og svona alls konar, en það er bara þeirra, ekki mitt.
og ég hélt þessu frá 75 byrjaði ég að fara þessar hringi stuttarferði fyrst og svo stækkaði það og vegakerfi batnaði og allt þetta. Já, það andstæð, en það líka þá það sem gaf mér allavega sko, ég hef eitthvað að segja og það fólkið að hlusta skilur á það sem ég að segja. En þú lifað að vera listamaður síðan? Já, ég segi það. Og ennað. Já, ennað. Já. Hjó eftir setningunni sko ég það gamall, ég man eftir því þegar þú kemur fram í þessu viðtali og kemur út. Já, 75. Já, og varstu fædd? Já, ég var orðin ég man ekki hvað ég var. Ég átti stutt í 20 þá. Og ég man bara skjálftan, jarðskjálftan sem að þetta framkallaði, bara bylgjureyfingarnar í samfélaginu sem að þetta framkallaði. En ég hjó eftir sko setningunni vegakerfi batnaði, þú varst þú varst svona veghefill. Þú í samfélaginu sko, þú opnaði svo marga vegi sko. Þú bara fórst landið og opnaði vegina þannig að það voru svo margir sem að gátu farið þá vegi eftir það. Ruddi brudina og með þessum hætti að vera aldrei að rífa kjafti en heldur bara spila og labba kurteis og kaupfélagi sín stöðuna en mótlægi getur verið svo ótrúlega mikil power eða svona orka að verða fyrir mótlæti. Það getur gefið mann svo mikla réttur úr manni og getur gefið mann svo ótrúlega miklan kraft í sköpunarkraft sem að ég held að það hefði svo sannarlega en maður sér það ekki sem verk heldur. En ég náttúrulega fædd 1978 og sem betur fyrir hefur þetta breyst mjög mikið og mér finnst einhvern veginn í dag að vera listamaður ég held að það sé auðveldara að tjá sig og auðveldara að koma fram en auðvitað það samt ákveðið hugrekki sem þú þarft að hafa og þora. Ég man bara þegar ég var að berjast fyrir að listamenn myndi fá greitt fyrir að sýna í listasöfnum. Það var alveg ekki tekið vel í það í byrjun og tók 4 ár. Ég var að endurtaka mig hverjum einsta degi. Var eins og biluð plata. Svo núna þetta bara sjálfsagt mál. En ég held sko að við myndlistamenn eða listamenn, við höfum, eins og þið voru að tala áðan, við höfum einhvern veginn sko þetta frelsi að geta sagt í rauninni hvað sem Sérstaklega í myndlistinni myndi ég segja og sviðslist. Kannski það eitthvað öðruvísi í ritlistinni. Því að orðin eru eitthvað svo að skrifa orð þau geta verið eitthvað svo. Svo erum við náttúrulega með máli hans Ódi núna sem á dæmi á morgun eða úrskurðaði á morgun og þá hann náttúrulega að leika með líka orð sem listamaður. Þannig að það tekist á tjáningafrelsið, tjáningafrelsi og list í máli Samherja og Ódís. Mjög gott mál. Já, það mjög forvitnilegt að fylgjast með því þegar svona lögmál lista og laga að takast á og líka vörumerkja Já. Og hvað list og hvað ekki, en þarna getur hann farið alveg flatur bara með við svona fjárkröfur og annað og kostnað af þessu, þannig að Samherji fer þarna fram af fullum þunga og ég var þetta flissa en sagði því það var verið að nota heimildina í einhverja svona dóma, þeim að dreift, þetta voru einhverju listamenn sem gerði einhverju dóma og þeir voru undir merkjum heimildarinnar með umbrotin okkar og ég hugsa að við hefum getað farið bara með þetta í Hæstarétt Bretlands. En þetta náttúrulega svakalegt mál og að Samherji gangi svona hart að honum finnst mér náttúrulega alveg fáránlegt en það samt búið ótrúlega fallegt að sjá hvernig listarsamfélagið hefur stutt Oddi og ekki bara á Íslandi, heldur bara á öllum Norðurlöndunum. Fullt sko, það bæði mjög mikið bara að samtökum út í heimi og lista, sem sagt, samtökum en líka bara eins og, ég veit ekki, 20 og eitthvað félög, sem sagt, fólk sem berst fyrir vernd fyrir uppljóstrara, sýndu stuðning, þannig að þarna blanda saman að því þar var lagt að jöfnu tjáningafrelsi listar og fjölmiðla eða sem sagt þetta geta stokkið fram og greint og tjáð.
En það sem ég held í upphafi eru þið eiginlega búin að drepa. Ég held að væri hérna svolítið svona ógnstundum að stjórnmálamönnum. Það er svona... Hún þá, að það getur verið, þú veist, sem skapastundum í kringu stjórnmálamanni mjög mikið svona félagsleg þægð. Þannig að... Meðal listamanna? Bara meðal fólks í litlu samfélagi. Þannig að því leitinu til, getur útilokað þig frá öðru fólki verkefnum með því að gagnrýna einhvern stjórnmálamann. Þetta líka í sjávarplásum og svona þetta sko, ég sé þetta á ferðalögum og gert söngvað þetta að ef þú makkar ekki rétt þá ferður og þá fer ekki að vinna. Já, það er kannski eitthvað svona vald sem að kannski aldrei alveg orðað og kannski ekki verið mikið að talum en þú veist þú veist af því og þú skynjar það og eins og þú segir í minni samfélögum þar sem að er svona mjög samþætt þetta útgerðarvald sem að veitir sem skaffar vinnuna skaffar öllum vinnu og allir eiga afkomu sína undir. Og svo aftur hitt pólitíska vald sem að þetta er algjörlega samansúrrað í ótal samfélögum eins og við vitum. En þetta er kannski ekki alveg svona á landsvísu ég nú að vona allavega það var, ég gæti ekki komið í mörg bæjarfélag sko, það var bara leið og ég kom og þegar vissi ég væri koma þá settur upp eitthvað þannig að þorpsbúa þurfti að fara þangað eða bara létu mig vita sko, það var bara bingo sem að allir þurfti að mæta þetta var oft svona sko, það fullt af svona sögur. Ég held samt þetta sé nú aðeins að lagast en ég veit til dæmis að BÍL hefur verið að vinna því í mörg ár að þessi staði faglega að úthlutun styrkja. Það er ekki allstaðar, það er ennþá sumstaðar þar sem pólitíkin er að úthluta peningum sem er náttúrulega algjörlega galið og ég held að leið og við náum að fá það faglega að þá myndi þessi ótti sem þú ert að tala allavega minnka sem að út af því auðvitað litlum plásum þetta allir þekkja alla og þú sem pólitíkus hefur ákveðið vald og hvernig ferð þú með það vald og það eru bara allt og margir á Íslandi sem kunni ekki að fara með vald og eru bara með eitthvað vald að losta og við höfum alveg fundið fyrir því en við megum samt ekki að láta það stoppa okkur og BÍL heldur áfram að vinna þessu að þessi faglega staðið Reykjavíkurborg stendur sig mjög vel og ríkið stendur sig mjög vel en ef ég horfi bara á nágrannasveitarfélögin ég veit að í Kópavogi er verið að úthluta peningum til listar og menningu ekki faglega, það er bara pólitísk ráð sem er að úthluta þessum peningum og við erum búin að vera að kalla eftir því að þið lagi það og svo en það má líka hrósa eins og bara á Austurlandi þau standa sig mjög vel, Austurbrún kallar það ekki það, þau eru standa sig mjög vel en það er ekki allir á landsvísu sem eru að úthluta peningum faglega, við viljum allan að laga það. Já, þetta er mjög mikilvægt sko en ég held samt að þetta hafi skánað sko fram eftir 20. öldinni þá var náttúrulega hið pólitíska vald og svona listræna vald skulum við segja mjög samtvinnað og það voru sumir listamenn sko sem að fylgdu að málum sjálfstæðisflokknum og aðrir fylgdu að málum Framsóknarflokknum og þeim var kannski þeim listamönnum var umbunað með einhverjum hætti með alls konar bæði framlögum og tækifærum og svo voru listamenn sem að fylgdu að málum sósíalistum, vinstri sósíalistum mál og menning til dæmis og svona allt í kring það og þeim listamönnum var líka umbunað þó kannski með svona óbeinni hætti, kannski ekki í peningum en fengum meira svona tækifæri. Nei, fengum kannski meira svona viðurkenningu, skulum við segja. Og kannski voru þeir bara betri, ég veit það ekki. En þetta var einhvern veginn svona niður njörfað, annarkvort varstu listamaður sem varst bara með íhaldinu eða þú varst með komunum. Og það var ekki komin einu vegheflar til að þarna á milli sko, það var. En svo kemur alls konar inn eins og til dæmis bara Eurovision og Ísrael
að senda þáttakanda í keppnina sem Ísraelar eru sama tíma eru íslenskir höfundar að gefa út bækur í Ísrael en það er kannski ekki verið að lýsa það fyrir undir radar það fyrir undir radar það kom bók eftir mig í Ísrael ég bara bara fatta það er svolítið það er líka bara þá er þetta bara virkilega eitthvað sem er hægt að beita sem er að boykotta og þegar það er ekki gert þá náttúrulega einhvern veginn getur listamaðurinn orðið með þáttakandi í meðvirkni með þjóðmálið eða eitthvað. Já, það gerist. En svo er það líka umsagnir eða segjum að ég hörður maður eitthvað svona svo kemur einhver svona líga þvæla yfir fólki og það kannski verið að skemma fyrir einmitt kannski út af pólitíkinu pólitíkin er svo sterk og við sjáum það bara núna að ég segja, auður hann ekki þið hljóta að verða fyrir þessu líka að bara eitthvað fólk sem að er jafnvel keppað ykkur eða vill ykkur ekki vel Það hefur aldrei verið talað illa mig. Ekki við þig, mig. Nei, vissulega, auðvitað er alls konar svona, eitthvað svona taut sem að þýðir nú lítið að vera velta fyrir sér. Hins vegar held ég að þetta sem auður tæpir á með í sambandi við svona boykott og annað, það svona leiðir hugan að öðru sem er að, ég held að margir listamenn, kannski ekki síst nú átum, óttist svolítið að lenda öfugum megin við svona hið rétta að vera kanselera og það er eiginlega eitt af versta sem getur hent listamenn sem að vill vera lifandi í sinni sköpun og í lifandi samtali við sína áhörendur og viðtakendur að vera kanselera vegna þess að þá allt í einu bara er bara rofinn vegurinn, svo ég haldi nú þessari líkingum minna vegurinn á milli listamannsins og Þetta listamann ánáttúrulega vera þú veist, ef það er til dæmis rithöfundar margir listamenn sem vinna svona það hluta þeirra identity að vera öðrandi en á sama tíma getur duga ein setning til að þitt lífsstarf sé bara horfið og það með listamannur er ætlað að vera ögrandi og vera og taka til skoðunar fyrirbæri í mannleg samskipti og mannleg tengsl og ástir og vald og dauðan og þetta saman sem að við er líf okkar mannana og auðvitað og þeim líka ætlað að skoða inn í sálarlíf mannana og draga alls konar fram þar sem er ekki allt fallegt og svo getur henda fólk rugli saman sjálfum þeim sem skapar viðkomandi listaverk og svo aftur því sem er sýnt í listaverkinu og þá getur þá getur viðkomandi listamanni verið úthýst. En svo er það líka hinliðin sem að því ég gert grein líkum þetta að þá sögðu margir að það þurfi ekki endilega að vera þannig að þurfi einhverja svona úthýsingu til heldur fólk bara svona missi sjálfkrafa áhugan á að hlusta eða horfa á þennan listamann eftir þetta bara svona fjari út. Já, það byrja einhver skylda til að hafa Nei, þú veist, það er ekkert alltaf eitthvað svona rosa afgerandi ákvörðun, heldur bara En samt getur mér orðið var við það ég var margóttir orðið fyrir því og ég man alltaf við nýttið aldrei við það var einhver listi yfir 10 hötuðustu menn Íslands Já, en hann lista eitthvað þetta blaðaklippa og þar var ég spyr, hvað er að þessu fólki að búa til svona lista Ég man ekki hverju voru á þessu lista en þetta ég man þegar eftir búshaldabyltinguna þá kom til mér fólk til að fá leyfi mitt til að fjarlæga allt moggasorpið það var svo yfirgengilegt ég las það ekki sjálfur en þetta er oft svona allavega í mínu tilfelli en það næsta ár, það eru 50 ár frá því að ég byrja það er komin tíma og þetta hefur breyst alveg gríðarlega en hlutinni breytast ekki ef við listamenn tökum ekki á þeim það er alveg búin að sjá það aftur og ég held að þú meir ekki lifa í ótta og ég held þá gerir ekki neitt og ef þú ert listamaður þá ertu bara að vinna listinni og stundum ef þú veist ekki hvenær bomban kemur ef hún kemur
En ég trúi því að ef það gerist, þá ert að hreyfa við einhverju. Já. Og þótt að það kannski sé ekki viðurkennt eða þakklætisvert á þeim tíma þá eftir einhver ár þegar fólk horfir tilbaka. Já. Eins og bara, þú ert svo gott dæmi. Já. Þannig að við megum ekki lifa í 8 og við megum ekki bara, ef ég gerir þetta, þú veist, hvað gerist þá? Missi vini mína eða mun ég ekki fá úthlutun listamannalauna eða veist, ef maður ætla að vera að eldast við það að reyna að vera ótrúlega vinsæll eða þá ertu bara einhverjum röngum veg. Það var tyrkneskur höfundur sem kom eitthvað bókmenntahátíð, hann heiti eitthvað Hakan Gundey, ég man ekki hvort ég fyrir rétt með nafnið, hann var og spurður út í, þú veist, ofsóknir, pólitískar ofsóknir og sagði, þú veist, ef ég verð hræddur þá get ég ekki skapað, þú veist, óttin andstæðan við sköpunina. En auðvitað erum við ótrúlega heppinin á Íslandi við annar staðar og við vitum alveg það eru listamennarna úti sem eru bara í fangelsi eða með hótanir og ég er ótrúlega og blaðamenn en við verðum svolítið að passa hvert við erum að fara sem samfélag við erum svolítið á skrýtnum stað finnst mér ef maður fyrir líka bara að horfa sem búið að gerast í Bandaríkjunum og þannig að ég held að listin sé bara ótrúlega mikilvæg akkurat núna. Við erum bara horfast á við einmannaleika og við erum að horfast á bara krakkar finna ekki fyrir samkennd og ég held að við verðum einhvern veginn að bregðast við með því að efla listur og menningu. Já. Á alla skólastigs, nú er ég komin í pólitíkina, en svona án gríns. Það er oft alveg pólitík í þessu húsi. Já, mitt með þetta í hug. Já, nei, einmitt. Veit ég hvert ég er að fara? Já. Ég sá, það var á samfélagsmiðlum fín status sem að margir voru að deila, margir listamenn voru að deila hver króna. Já, ég byrjaði. Ég verið að deila. Við byrjum á þessu. Já, hver króna verður að 3 krónum í hagkerfinu svona, sem að ég bara efa ekki að eru alveg réttir útreikningar á bakvið og eru alveg hárrétt en mér finnst þetta ekki vera gildi lista og menningar í samfélag. Nei, það er hintextin sem kemur. Já, það er að einmitt að list og menning er tóm bara sóun og borgar sig á engan hátt peningalega og er alveg óþörf þannig. Hún er óþarfinn í samfélaginu. Óþarfinn sem við verðum að hafa. Annars, ef við göngum bara fyrir því sem er einhvern veginn praktískt og þörfa, þá verður lífið svo leiðinlegt og litlöst. Þetta er líka þessi skapandi hugsun og í skapandi hugsun búa allar spurningarnar og gagnrýnin þannig að þetta er líka bara hreyfiaflið í listrænni hugsun. En við verðum samt að horfa á það að hver krónu sem er sett í listur og menningu þá koma 3 krónur tilbaka. Þetta er fjárfesting og þetta er langtíma fjárfesting. Og við þurfum ég er ekki að efast það. Já, nei, einmitt og mér langar að fá stjórnmálaflokk sem þorir að segja, ég ætla að setja auka 50 milljarða í nýsköpun, frumsköpun og listur og menningu og þannig munum við fá auka voru ekki allir til í það? Það er allir til í að gera allt en mér langar bara að einhver þorir að segja það opinberlega og mér langar líka að RÚV taki þetta á dagskrá. Mér finnst við aldrei fá dagskrá. Við fáum aldrei, listur og menning eru aldrei hluti af samtalinu og mér finnst það ótrúlega skrítið þegar við erum að horfa upp á það hagræn áhrif eru 3,4%, jafn mikið og bara sjávarútvegur. Að við skulum ekki fá meira pláss í umræðinni. Mér finnst það fáránlegt og ég vona að það breytist. Núna bara til dæmis nýja fréttir að það er búið að bara leggja af leikfélag Hafnarfjarðar sem að leikfélög hafa nú þróa það er ekki fyrsta sinn ég var leikstjóra leikfélags Hafnarfjarðar ég var leikhússtjóri það var 74 og svo hörfu við og það datt niður og dó í einhvern tíma og svo það bara þetta er svona upp og niður með þetta leikfélag í Hafnarfjarði greinilega en það er leiðilegt að lesa þessar fréttir Já, ég held að þetta sé mjög slæm þróun en það er komið upp í háskólabíó það er að verða rosa mikið leikhús þar
En fyrir þá sem búi í Hafnarfirði og geta sótt einhvern veginn, ég veit ekki, við erum núna að tala að eitt af mikilvægasta fyrir okkur sem samfélag að tilheyra og hvar gerist það best? Það gerist best í leikhúsinu. Fólk hægt að fara út úr húsi. Það er tæknin sko sem eyðir, og það ekki nógu gott og sér bara það sem að Facebook vill að sjáir og svona. En þetta mjög slæm þróun. Eina sögu sem að við þekkjum sama fólkið í Ólafsvík, ég og Hörður. Það kunni ekki fólk mitt gott, hann nú dáinn núna einhvernar. En konan hans, Gunnars, Ester, hún var formaður leikfélagsins í Ólafsvík og ég alveg viss það að hún var fyrst af öllum til að ráða Hörð sem leikstjóra eftir þú komst heim aftur. Það gerist 77, ég hringdi í leikfélag Ólafsvíkur og þau réðu mig og ég gerðist djarfur og setti upp leikrit sem fjallaði mann sem fór í klæðnað, Frankie Charles, skrifaði þetta aldrei og átti mjög skemmtileg samtal við heila skipshöfn hvað að vera hinsegin eða að vera hommi og spurningum var til þeirra hvað gerir þið ef að börnin ykkar eru hommi eða lesbía og við áttum heila kvöldstund og það var mjög fróðlegt og skemmtilegt að ræða við þessa stráka og þeir þökkuðu fyrir sig með að þeir komu í heimsótt til mín í janúar og sló upp matavíslu heima hjá mér og við fórum allir á ball. Það var æðislega með konunum öllu þetta var sko enda hefur margótt bent á það á leikfélag Ólafsvíkur og leikfélag Stykkishólms og svona þau sko ég hefði unnið fyrir þessi félög og þau þekktu mig að góðu og þorðu að ráða mig. Þannig gat ég fengið peninga til að geta haldið áfram baráttuna. Það leikstjórinn borgar alltaf baráttuna því að það kom enginn Ester var mjög stolt af þessu átti alla plötur með Herri Torfasyni. Þetta bara svo skrítin þróun þegar við erum að bara berjast fyrir lífi tungumálsins að það sé verið að loka leikhúsum. Mér finnst þetta bara eiginlega rosa skrítið og ég vona bara og þetta ákvörðun pólitíkusana í Hafnarfirði að gera þetta. Væntanlega. Ég veit ekki. Það er það. Eitthvað verið að spara. Ég veit það ekki. Já, það er einhver töluveri neyðuskurður búin að vera. En svo er annað sem er Gaflaraleikhúsið held ég sko. Það er annað. Það sýnir jafnvel í Reykjavík held ég. En það er rosa mikið vöntun á húsnæði, bæði fyrir sviðslist og tónlist. Það er vandinn. Og það þarf eitthvað að grípa inn í. Og ég veit að Reykjavíkurborg ætlar að kortleggja núna og það á að fara ykkur aðgerðir. En það virkilega vantar rými sem tekur á móti 100-200 manns. Og það er svo ótrúlega skrítið með Reykjavíkurborg. Við erum búin að vera að byggja svo mikið öll þessi ný hverfi, en það er aldrei gert ráð fyrir black box eða white box eða staður sem að fólk getur komið saman, bara kórastarfi eða leikhús. Þetta er saman á borgarskipulega, ég átti að tala um það, hvað eru torgin í Reykjavík? Já, vantar torg og rými. Og ef það er eitthvað rými þá kostar það alveg svakalega mikið pening og það þarf bara að vera með ótrúlega leigu fyrir grassrútina. Þetta er mjög mikilvægt. Og listamenn að leggja á sig að gera eitthvað og sitja upp í blankir. Þetta er alveg þekkt. Og það er mjög dýrt að búa á Íslandi og dýrt að lifa í Reykjavík sem myndlistamaður. Ég meina listamannalaun eru eitthvað 530.000 sem verktakagreiðsla. Þau eru ekki gerð fyrir einstæða foreldra. Nei. Hvað þá 300.000 eftir kannski? 340.000 og þú mátt bara vinna 30% með. Ég meina maður minn vinnur í Seðlabankunum, það er enginn að segja við hann, þú mátt ekki vinna með þessari vinnu, hann skrifar ekki undir. Fær hann ekki starfslokasamning? Fær hann ekki starfslokasamning? Jú, hann fer alls konar svoleiðis, en ég bara segja akkur við með þessara kvöð á listamannalaunum. Ég meina, get ekki treyst okkur fyrir þessari upphæðum og við ekki líka bara rást á okkar tíma. Ég meina, við erum bara að skila á okkur mörgum verkefnum. Sko, ég get rosa vel lifa á listamannalaunum sko þegar ég var í sambandi. Já. En það er ekki gerlegt eitt sko. Nei. En sem myndlistarmaður þátt að borga líka fyrir vinnustofu og vinnustofur eru ekki ódýrar. Það er cirka 50-100 krónur á mánuði. Hvað áttu þá eftir? 240 skall. Þetta þarf að laga og þetta er ekki alveg nógu góð þróun. Þurfum við kannski að snúa spurningunni við að sko, spurningin er óttast listamenn stjórnmálamennina þurfum við kannski að fara koma því
þannig að stjórnmálamenn fara að óttast listamenn? Kannski gera það. Hefur það ekki verið? Þeir eru sumir... Já, ekki nóg. Ég með að því hún að rekja hvernig kjör listamann. En það ekki gaman að hafa óttan inn í spilinu. Það eitthvað sem að... Við viljum bara samstarf og samtal og traust. Já. Og kannski fyrir eitthvað viðurkenningu af nauðsyn lista, kannski. Það er það. Við höfum alltaf verið að sækja meiri viðurkenningu af nauðsyn lista. Já, með mitt. Já, ég held það. Það vitnað í listamenn í hátíðaræðum og það í sjónvars viðtölum þá stilt sér upp við ykkur að mynd. Lilja við sagt að listamenn eru bestu sendiherrar þjóðarinnar. En svo getur maður líka bara, þú veist, ég myndi sér hvernig að sé bara að hafa enga tónlist, engar myndir, engar sögur. Þú veist, hvað alltaf maður, hvernig... Og ekki tungumál. Ekki tungumál, bara, já. Við erum bara endum einhverju apar. Fara alveg tilbaka. Það er algjörlega í frumsköpunina. En þetta, bókasöfnin, eru þau notuð ennþá? Já, veistu að bókasöfnin eru bara algjörlega hjarta held ég menningar og bókasöfnin eru búin að vera bara rosalega, myndi ég segja, frábær að þróa sjálfan sig. Og þetta er rosalega mikilvægur staður fyrir svona samfélagsvelferð. Það er fullt af fólki sem hittir ekki neitt, bara eldri borgarar hitta aldrei neitt en þau fara á bókasöfnin. Ekki bara til þess að ná sér í bók, til þess að lesa, til þess að líka bara segja góðan daginn og fá kaffi og hitta aðra. Og bókasöfnin eru með frábær dagskrá fyrir fyrir börn og unglinga og fyrir, og ég held að sé rosalega mikilvægur staður fyrir nýbúa. Og við þyrftum að auka fjárveitingu til allra bókasafna. Ég er alveg á því. En svo eru bókasafnspeningar bara til dæmis með Storytel-væðingunni. Það er náttúrulega að fá höfundar minni bókasafnspeningar líka. Það er ekki gott. Það er Grófarhúsa sem er nú höfuðstöð borgarbókasafnsins. Það var að fara að breyta húsinu og það er á vefnum mínum miðjan.is og tók ég og birti myndaði svo að vera. En sjálfstæðsmenn, þeir voru í borgarstjórn, þeir voru að finna því að bara hugmyndin væri búin að kosta 200 milljónir. En það er náttúrulega, þetta er ábyggilega mikið meira heldur en bara útlitið. Það er að gjörbreyta húsi og það er eflust að gera teikningar allar upp á nýtt og allt, lagnir og fleira, En þá fundur að því að þarna fyrir þann sem skapaði útlitið og annað, að það er búið að kosta 200 milljónir sem kannski er ekkert mikið. Nei, sérstaklega því þú spara annað. Þetta er stórt og mikið hús sem við það er ansi ljótt. Já, þetta er nýja. Nei, það er gamla. Núna. Já, hefur alltaf verið alveg sorglega. Það var ljótasta hús Reykjavík. Já, það verður það ekki fyrir þess að 200 milljónir. Ég er búin að sjá teikninguna. En við viljum líka átt okkur á því að það er verið að gera þetta upp á umhverfisvænan hátt. Það er verið að nota, því ég er búin að sjá kynningu á þessu, og það er verið að nota allan efni við, endurvinna. Þannig að það kemur sparnar á annan hátt, en þá er kannski hönnunarvinnan dýrari. En sjálfstæðisflokkurinn er á fullu að reyna að setja út á allt. Hjá Reykjavíkurborg. Það er bara þeirra hlutverk. En þetta mun vera glæsilegt og glæsilegt hús og ég hlakka svo til þegar þetta er komið og verður að veruleika og þetta verður held ég strax. Nei, tekur einhver ár en þetta verður og að líka þau taka Hafnarhúsið og gera það að lista miðstöð verður áfram ljósmyndarsafni þarna og það hefur verið að tala um að ég að flytja það í Hafnarhúsið. Já. Það eru svona alls konar pælingar í gangi en ég held að þegar þessi 2 hús fá það sem þau þurfa að fá bara styrkja þá verður þetta miðpunktur Reykjavíkur. Þetta verður bara suðupotturinn. Ég veit svo mikið af svona alls konar plönum að gera þetta eins og með listaháskólan flytja þarna og þarna og þarna. Þetta er svo mikið rugl og við sem listamenn, ég meina þetta er eitthvað sem að pólitíkustin er að gera og við höfum ekkert að segja í þetta. Ekki nótt skapanlegt og ef við erum að sitja og standa eins og þetta fólk vil, ég meina, við verum að vinna, við verum að gera, við verum að þora og fara fram og bara segja það sem okkur
býr í okkur og ég þora að gera það. Já, algjörlega. Því öll þessi, sko, ég er búin að hlusta svo mikið á svona þvælu fram og tilbaka og þá að gera þetta og svo lagðar 200 milljónir þarna og svo nokkur árið seinna þá er það farið að búið að henda þessu og búið að eitthvað tekur ákvörðun að breyta þessu öllu saman, gera eitthvað annað. Sjáu þið ferilinn á Listaháskólanum? Já, þetta er náttúrulega alveg til skammar. Við vorum að ræða það nokkuð listamennum daginn. Þetta er fáránlegt. Þetta er fáránlegt. Þetta er fáránlegt, ég er alveg sammála. En listin heldur áfram, sko, þrátt fyrir allt þetta. Já, hún fyrir ekki neitt. Það er ekki fyllt mannum frá Örofi. Já, við höldum áfram alveg. Hún er bara út allt þessu peningar. Og við megum ekki vera að trúa á þessa peningar, sko. Ef maður gerir það, þá gerir maður ekki neitt. Nei, en við þurfum samt líka aðeins meir en sól til þess að lifa. Við þurfum líka að geta borga reikninga. Ég veit að ég er búin að gera þetta síðan 1970 og ég bara gekk ágætlega hjá mér, stundum mjög erfið árin en að gefa út og milljónir og tapa milljónum og svona þetta til einhvern veginn svona, þá heldur maður bara áfram, byrja upp aftur. Já, en ég held sem mjög mikilvægt samt að tala hluti sem við viljum fá breytt og eins og listamenn þurfa meira starfsöryggi og við þurfum eitthvað sem grípur okkur á milli verkefna. Bara niðurlægjandi að þurfa að fara og sækja atvinnuleysisbætur, þú ert ekki atvinnuleit. En það eru margir listamenn sem eru tekjulausir kannski 4 mánuði á ári og það er ekkert sem grípur. Og við virkilega fundum fyrir þessu í COVID. Þetta er bara niðurlægjandi. Við erum ekki að biðja mikið, við erum bara að biðja eitthvað starfsöryggi, starfsumhverfi og eitthvað smá virðingu í leiðinni. Því að við erum ekki að biðja að fá svo mikið peninga, við bara eitthvað söfnum þessu saman undir kottan eins og eitthvað Jóakim. Við erum bara að biðja að fá að lifa eins og annað fólk og geta boðið börnunum okkar upp á sama og önnur börn. Kannski fætti Tenerife 2 ára fresti. Dugleg í því. Og ég segi sjálf að ef maður hefði ekki stéttarfélög eins og félag íslenska hljóðfæraleikara eða leikstjórafélagi eða leikarafélagi sem ég verið allir í að það er gríðalegur stuðningur þegar illa gengur. Samtakamátturinn er náttúrulega mjög mikilvæg sko. En þetta er alveg rétt og stjórnmálamenn þurfa að gera sig grein fyrir því sko, að það vilja allir að sé til list, vilja allir að hafa list í samfélaginu og gervigreindin er bara eins og hún er ekki komin nema þetta langt sem hún er og til þess að list sé til í samfélaginu þá þurfa að vera til listamenn og til þess að séu til listamenn þá þurfa þeir að geta dregið fram lífið þetta er ósköp einfalt. En gerðigreindin tekur ekkert við að listamannum? Já, það er stefnt að því. Ég held að það sé eitthvað bara páfagaukur segjum við þá. Já, ég held að kennunum að segja eitthvað ýmislegt en ég held að við getum notað gervigreindina á margan hátt en við þurfum bara að vera meira skapandi en við þurfum samt lög í kringum þetta. Þetta er mikið rætt innan stjórnbíl með gervigreindina því það er bara raunverulega blasir við að það eru listamenn að missa atvinnutækifæri. Hún er að reyðja út þýðendum. Hún er, til dæmis. Og líka tónlist. Já, mikið tónlist. Það er náttúrulega Spotify, með það allt, það tekur alveg grunni hjá mér, ég var að hætta það, ég gæti ekki framleitt plötur og selt. Það eru líka tæknibreytingarnar, bara Storytel og Spotify og allt það búið að taka svolítið svona lífsgrundvöldin. Já, við erum í lausu loft. Verkfræðingarnir tókuðu þetta yfir. Já, líka bara að hagnaðurinn er að fara annað. Það þarf bara að passa upp á að peningurinn fara á rétta staði. Þá er þetta ekkert mál. En við þurfum lög til þess að vernda hugverki. Og við þurfum að bregðast frekar hratt við því að tæknin er svo... Tæknin er á undan okkur og þú veist bara eins og bara áhrifin og Storytel eru gríðaleg fyrir rithöfunda og eins með og þá kemur bara hvernig samningar eru, hvað sem er rithöfundur eða tónlistarmaður og með bara þessa nýju veröld, áskriftarveitur og allt það sem... Las ég ekki daginn einhver kona sem var frá sér bók og gerði svona reikningin yfir sko, þá fyrir heila bók á fekk hún 1.050.000 skall eitthvað liðs.
Já, jú. Sem þá alveg öruglega ásverk. Já, þetta var höfundur sem hefur gengið vel og bækurinn hafa selst vel. Já, hún mjög vinsæl og fær 1 milljón á einu ári. Já, mjög vinsæl. Engi peningar. Skemmtilegast að ég fæ svona frá Spotify, það er einhverja krónur sem maður tekur all eftir. Ég fæ 5 krónur heldur síðan. Ég fæ nú aðeins meira, en hérna ég er með 25 plötur, ég er með 400 söngu þarna inn í texta og lag, en það er að lesa hvað tónlistin minni spilir í heiminum. Það finnst mér ómælega gaman. Í Kína, hver er í Kína? Þetta er svona skemmt efni, en peningarnir er ekki svona skemmt efni. Nei, Mér langar líka sem neytandi vita hvenar gervigreindin er nýtt, hvenar er hún hluti af ferlinu. Mér finnst það mjög mikilvægt. Er hún orðin það mikil? Nei, ég er bara að hugsa í framtíðinni, já, en hún er núna mjög hratt, ég meina eins og í kvikmyndageranum og í tónlist og fyrir rithöfunda, þá er þetta nýtt mjög mikið. Það eru komin forrið, þú getur sett lag, bara spilað með gítarnu þínum, bara svona inn á eitthvað og hérna svo slærðir hljómana inn og þá getur þú leikið að því að fá þetta út í lagið í ýmis konar útsetningu, bara í ýmis konar búning. Beethoven eða latínó eða calypso eða bara stjarsbúning eða hvað. Og það er mjög svona, og getur verið mjög flott og gott og kemur vel út og eiginlega það er óhugulegasta Þetta er líka áhyggjuefni bara fyrir auglýsingastofur. Nú veit ég að Reykjavíkurborg og ríkið hefur látið gervigreindina gera auglýsingar, þetta eru alltaf forljótar auglýsingar, en mér finnst það vera hættuleg þróun og mér finnst það vera skammalegt að þegar ríkið og Reykjavíkurborg sé að þetta er á flegi ferð Þetta er á flegi ferð, já. Og þróast alltaf kannski dag frá degi bara. Já, og allt snýst þetta að leysa mannsöndina af hólfum og mannshugan. En ég held samt að margt gott með gervigreindinni. En við verðum ég frekar jákvæð, ég held að sé hægt að nýta hana, en við þurfum samt að bregðast við. Já, þarna og það verður að læra nýta hana. Ég var núna málþingi bara daginn, fyrir 2 dögum síðan, sem var að tala gervigreindina, höfundarétt og listir. Og þar var rithöfundur Halldór og hann var að segja að hann nýtti gervigreindina mjög mikið sem ritstjóri. Lét hann að lesa við kafla og spurja hvernig hefurðu lesið þennan kafla áður eða er þetta of langur kafli, er hann of stuttur og hann var mjög mikið að velta fyrir sér í lokin hvort hann var með svona kreditlista í lokin, svona þakkir og hann bara ætti að setja gervigreindina með í þakkar. Og Halldór Eldjárn, hann var líka að tala hvernig hann var að nýta gervigreindina í sinni tónlist. Þeir voru mjög jákvæðir komir óvart. En auðvitað vilja samt að listamenn fá greitt fyrir vinnuna sína og eins og staðan í dag eru risa fyrirtæki þannig út í heimi sem að nýta sér gervigreindina sem þau eru að bara stela heilu lögunum. Og gervigreindin fær greitt. En það er verður svolítið leiðilegu ef að listamenn að fá laun til að lifa af og á það bara að vera óendalegt. Hver á að meta Ég veit bara til dæmis í Frakklandi er svolítið flott, þetta er svona svipa á kannski borgaralaun hugmyndin. Þegar þú ert búin að vera listamaður í eitthvað ákveðna ár, búin kannski að gefa út 3-4 bækur sem að hafa svona sleið kannski í gegn. Við erum að svona tala og sett búin að fá ákveðna viðurkenningu í samfélaginu fyrir þína list. Þá getur þú sótt eitthvað svona laun sem eru bara svona lágmarkslaun. Og það er ekkert kvaðir, þú mátt alveg vinna aðra vinnu með. Og þú getur fengið þetta með og ert að starfa sem listamaður. Ég held að við þyrftum að skoða eitthvað svona og þetta er líka í Hollandi, þú heyrst þetta. Og þetta er eitthvað sem ég held að við ættum að opna fyrir og skoða. Kannski er útsendar einhvers flokks að hlusta á okkur núna? Já, við höfum ekkert verið hrætt við að leggja mat á það hvort að listamenn hafi öðlast viðurkenningu eða ekki og einhver þarf að leggja þetta mat og það mat þarf að vera sem mest óháð öllum pólitískum flokkum og kenningum en það er alveg hægt að leggja þetta mat þó að þetta sé aldrei alveg óeigandi en það er alveg þess virði að gera það. Við gerum það í dag með listamannalaununum. Já, við gerum það, já, en
við gerum það ekki með nú markvissum hætti og við gerum það ekki þannig að fólk geti verið óhrætt lífsafkomu sinni eins og þú varst að lýsa á það. En svo reyndar með rithöfundar, mér finnst sko að rithöfundar megi alveg stundum bara fara út á vinnumarkaðin í smá tíma og koma aftur og fara að skrifa því að ég bara ætla að fá einhverja innsýn í samfélagum. Það eru alveg svolítið lokaður alltaf heimaður á starfslaunum, bara hvernig samfélagi fungerar. Já, er ekki flestir að vinna eitthvað með listinni? Ég þekki eiginlega ég er að segja allt reytum, þú veist að fara út í bara ólík svið og náður í hérna sín, eða þú veist og alls konar, ekki bara vera heima að taka einhver þýðingaverkefni eða eitthvað. Nei, einmitt. Algjörlega. Það var maður hjá Nóbels. Nú erum við að hleypa hérna rannsóknarblöðumönnunum að, Helgi Seljan og Alti Kjartansson sitja setna eftir augnablik. En ég þakka ykkur, Hörður, Guðmundur Andri, Auður og Jónas Líf. Já, takk fyrir mig. Og ykkur fyrir að hlusta á okkur. Sæla sinni. Takk fyrir mig. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Það komin tími til að breyta húsnæðiskerfinu. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið hætti að vera leikvöllur braskara. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Hafa listamenn einhverjar skyldur gagnvart almenningi? Þurfa þau að standa í flókinni greiningavinnu og pólitík og málefnum líðandi stundar? Eru þeir yfir höfuð pólitískir? Er þetta pólitískt? Er þetta list? Maður spyr sig, hvað er list? Stórt spurt. Nú er bara komið með hausverk, sko. Hvað er list? Hvað er lífið? Lífið er list. Þannig að þú ert ekki ósammála því að pólitísk skilaboð geti vel átt heima innan listarinnar? Pólitík er list. Eru pólitíkur svo listamenn? Já, þeir eru ákveðnir. Það er ekki allt eitthvað gjörningur. Er þetta list eða pólitík? Eða pólitísk list? Ég veit það ekki. Er þetta list? Já. Mikilvæg list. Hvers vegna? Þess vegna. Þurfa alltaf að vera pólitísk skilaboð í list? Það þarf ekki alltaf, en þegar ástandi er eins og það er með þjóðarmorðið niður í Gaza, þá er mikilvægt fyrir listamenn, finnst mér, að nota röddina sinna. Og það hefur sennilega gert. Eru allir hrifnir af þessari list? Nei, engan veginn. Nei, ekki allir. Margir, en langt frá allir, held ég, til miður. Og það er kannski bara eðli listarinnar að vera umdeild.
Já, það ekki. Já. Hvenær hættir pólitísk list að vera list og verður áróður? Er ekki öll list að einhverju leyti alltaf pólitísk? Af því að máli við listsköpun að hún sköpuð af einstaklingum sem öll hafa sín eigin hughrif, öll hafa sína eigin þætti og áhrif í eigin lífi sem að mótar það hver þau eru eða hvað þau fengu ekki að vera og að því leitinu til mætti segja öll list sé pólitísk. Þannig að ef fólk að fara að fiffa sig einhverjum skilgreiningum af því þá finnst mér þau vera að missa smá því að hlusta á það sem við erum að reyna að segja þeim. Er þetta list? Nei, ég get ekki séð það. Hvers vegna ekki? Mér finnst það bara að vera krass. Þarf alltaf að vera pólitík í list? Nei, ég held að list sé líka bara til þess að tjá tilfinningar sínar og ýmislegt. Þetta unnið margt úr list, en þetta gott að nota list sem einhver svona pólitísk afstæða vil koma ykkur á framfæri. Þannig að það þarf ekki alltaf að vera. Það helst í hendur þetta tvennt þá að þínu mati? Ég myndi alveg segja það. Þú getur nota list bara til þess að tjá þig persónulega, til þess að tjá líka hvernig þú sérð heiminn í kringu þig og bara allt sem í gangi, allt sem í fréttum og líka bara því að ég persónulega tilfinningar. Þannig að það bara svo misjafnt sem þú getur gert með list. En myndirðu skreyta heimilið með pólitískri list? Já, ég myndi gera það. En ekki allavega ekki, en ég myndi alveg hafa einhver pólitísk listaverk. Þannig að hér höfum við sannarlega málverk. Pólitískt málverk. Er pólitísk list eða áróður? Ég myndi fyrst og fremst kalla list. Sérstaklega svona meðan við erum að pæla í artistmann, úr pælandi í íslensku, bara svolítið svona komedi í gamla daga, við höfum alist upp í Spaugstofuna og mikið bara svona pólitískt í gangi með okkur. Og við finnum einmitt gaman í því, finnum áróður, en ég held sérstaklega sem íslensk þjóð þá við erum pólitísk og við sjáum líka listina í því og málverkina hjá okkur eru öll svolítið pólitísk. Þú veist svolítið með pólitíska fána líka hérna beint fyrir baka. En þau sjálfsögðu rosalega þunn lína þá til orðið pínu áróður. Fer rosalega mikið held ég bara eftir svona beauty is in the eye of the beholder, svolítið svona frasi í því. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið verði afmarkaðsvætt. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Það komin tími til að breyta Alþingi. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og verið velkomin eftir hér að Rauðaborðinu. Hjá mér góði gestir, Helgi Seljan og Aðalsteinn Kjartansson. Verið velkominir. Takk fyrir. Þið eru nú svolítið svona, man of the hour, ef ég sletti hérna svona. Það ýmislegt gengið á í ykkar lífum, svo sem, og í ykkar vinnu undanfarna daga. Það Hvað hefur að gerast í þínu lífi? Það hefur alveg, en það svona, við vorum að rifja upp í gær, ég var að tala Aðalsteinn á svona sunnudagskvöldi held ég vorum við eitthvað að ræða saman, því þá var ennþá svona ekki alveg,
já, það var ekki alveg klárt með hvernig við myndum svona fjalla þetta mál, það segja þetta mál hans Jóns Gunnarssonar og þetta með Sjálfstæðisflokkinn og svona þessi hrossakaup sem var lýst þarna af syni Jóns að þá einhvern veginn já þá átti maður eiginlega alveg eins vonaði þetta myndi spilast svona, þú veist. Við höfum reyndar aldrei verið mjög góðir í að spá fyrir viðbröð við því efni sem við höfum unnið saman. Við áttum samtal fyrir 5 árum og einhverjum 2 dögum varandi Samherjamálið. Já. Það sem við vorum eiginlega alveg samfærður að þetta var einhvern veginn svona út í tómið. Já. Og ekki viðbröð. Nei, og þú veist, og þetta auðvitað, þú veist, ekki fyrsta skipti sem að þú veist, atburðarásin verður svona þar sem við erum að spyrja einhverja spurninga og leita viðbragða við einhverju svona vegna einhverja svona fyrirhugarar umfjöllunar að það kemur eitthvað svona yfirlýsing. Þetta náttúrulega gerist í Vintrismálinu, þetta gerist líka í Samherjamálinu, þannig að og það svo sem alveg og það náði svo sem aldrei í gegn eða var aldrei rætt neitt sérstaklega þarna eftir að þessi yfirlýsing Jóns kom hversu í raun skrítið væri að menn væri að bregðast við umfjöllun og gagnrýnina þegar umfjöllunin hafði ekki birst sko. Jú, ég get alveg skilið að syni Jóns hafi brugðið þegar hann áttaði sig á því að það hafi verið spilað svona með hann en sko það hins vegar breytir því ekkert að það var ekkert verið að í samtalinu sem við áttum við hann og spurningunum sem við lögðum fyrir Jón og Bjarna var ekki verið að gera annað en að spurja það út í efnisatriði sem komið þarna fram. Ég meina, þetta eru nokkra klukkutíma upptökur og það eru þetta, þú veist, eitthvað alls konar í þessum upptökum sem að kemur þessu ekkert við, þú veist. Þannig að við erum þetta fyrst og fremst að taka það sem að klálega á erindi og spyrja það. Svo spyr fólk okkur á mánudaginn svolítið að þið bara, já, hvernig líður ykkur með þetta að vera, ég veit ekki, kannski erum við bara svona komið svona mikið sigg á okkur að við, þú veist, jú, manni bregður alveg, maður vaknar við það að komið einhvern veginn verið að, þú veist, kalla mann landráðamann og saka mann njósnir og eitthvað svona. Það var fangelsi, þetta heim í fangelsi og fá ekkert nema vatn og brauð. Akkurat. Sem að ég held að við báðir hefðum ekki gott að, það væri gott að fá, við höndlum ekki mjög mikið brauð sko. Nei, kólvetnir og Nei, en þetta var, og svo kannski þegar þetta var búið að gerast, þá kannski að versta við þetta að, ég veit ekki hvort að Aðalsteinn upplifði eins, að þá vissi maður nokkurn veginn hvernig atburðarásin yrði, þú veist, að fjölmiðlar fóru strax að hafa samband við okkur til þess að fá viðbröð okkar við þessum skrifum Jóns sem voru viðbröð hans við umfjöllun sem hafði ekki birst og auðvitað gátu við ekki farið að bregðast við einhverju sem hafði ekki gerst en þú veist, og þá vissi maður líka að umfjöllunin þann daginn myndi að stærstum hluta til snúast formið en ekki efnið og það ekki fyrsta skipti sem það gerist. Nei, það hefur bara verið gegnum gangandi þema bara lengi að það sko miklu meiri fókusettur á það sko hvernig við vitum heldur en hvað við vitum og það var bara nákvæmlega það sem að gerðist þarna á mánudaginn. Ég skil mjög vel að það og tek alveg undir það að það sko fréttapunktur í því að það hafi verið einhver mjög kostnaðarsöm og umfangsmikil rannsókn í gangi sem að leiðir þetta svo í ljós að hvernig þessi leyni upptaka verður til ég skil það mjög vel að það sé eftir fréttasöfning. Og samkvæmt einhverju sem ég las þannig á Vísi þá einhverju dýravendursamtök á bakveita og svo einhverju síónistasamtök. Já, sko, það sorry, grípið fram fyrir, það náttúrulega líka það sem svo athyglisvert við þetta að það einhvern veginn valla komið hádegi, þá eru fjölmiðlar farin að birta fréttir Vísir og RÚV þar sem að þeir segjast hafa heimildir fyrir því að eitthvað tiltekið fyrirtæki hafi framkvæmt þetta allt saman og við vitum náttúrulega að minnst að annar þessara fjölmiðla, hann hafði náttúrulega engar heimildir fyrir því, hann hafði bara hann hafði fengið einhverja meldingu
og staðið til boða þessi gögn en ekki og tekt sér eftir þeim en ekki fengið svo svar við því hvort sem að það var vegna þess að það gögnin voru komin eitthvað annað í umferð eða hvað, ég veit það ekki. Þannig að það er líka ekkert mjög heiðarlegt af fjölmiðli að fara svona einhvern veginn að ákveða þá að fyrst að þeir fjölluðu ekki efnislegum málið og að þá geti þeir farið á einhvern vandlætingavagn yfir því mögulega hver stóð að þessari upptöku. Að því það getur alveg verið frétt út af fyrir sig en það hins vegar breytir því ekkert hver efnisatriðin eru og það er náttúrulega ótrúlega barnalegt að láta eins og þetta sé í sjálfum sér eitthvað öðruvísi heldur en lekar eru almennt að það eru þetta þannig að það bara eðli málsins samkvæmt þá eru lekar oft hvatinn á bakvið eru þetta oft annar heldur en bara eitthvað svona þrá fólks til að upplýsa eitthvað skandala og við getum ekkert verið svo barnalega að láta eins og það sé ekki þannig en þess vegna reynir líka á fjölmiðla einhvern veginn að sikta út úr því hvort að það sé yfir höfuð eitthvað efni í því og í annars það hvað af því eigi erindi og sé þess eðlis að það sé ekki bara verið einhvern veginn að velta fólk upp úr einhverjum vandræðalegum hlutum eða einhverju að það sé verið að einblína á efnisatriðin. Það er náttúrulega aldrei markmið að velta einhverjum upp úr einhverjum vandræðalegum hlutum en náttúrulega liður í þessu ferli sem að Helgi að byrja að lýsa náttúrulega það að fara og leita viðbragða og reyna að fá svör staðfesta hvort að þarna sé bara raunveruleg upptak á ferð hvort að þetta sé sannarlega það fólk sem að virðist vera á upptökunni og það sem talað og það virðist vera uppsprettara þessara miklu gagnrýni sem að kemur hérna á mánudagsmorgun sú staðreynd að við höfum unnið vinnun okkar og leita viðbragða hjá þeim sem að fjalla var á þessari upptöku. Já, og líka eitt í þessu það er náttúrulega þessi færsla hans Jóns sem að þetta ekki sett fram í hún augljóslega ekki trist fram úr erminni á einhverjum 5 mínútum að hún auðvitað beinist að stórum hluta að okkur ég heldur það hafi ekki verið með ráðum gert alveg örugglega svona drepa á málinu og dreif fyrsta setningin snýstum ég velti fyrir mér ákvaða vegferð svo kvöldu rannsóknar blaðamennska og ég meina það beinist auðvitað væntanlega fyrst og fremst gegn okkur fyrir það að við erum nefndir sérstaklega og svo reynda að gera það tortryggilegt við höfum hringt og leita viðbragða og hann segir til þess að við höfum hringt með 1 mínútu eða sömu mínútu sem heldur ekki rétt Nei, það bara ekki þannig og einhvern veginn svona gefið í skyn að þetta hafi verið og við séum einhvern veginn og svo náttúrulega að fara að blanda inn í þetta einhverju pólitík að við höfum unnið með einhverjum sem eru í framboði fyrir samfylkingana sem við höfum reyndar ekki gert í báðum þessum tilfellum sem við verðum að vísi við höfum líka unnið með fólki sem hefur verið í framboði fyrir Sjálfstæðisflokkinn fólki sem hefur verið í framboði fyrir Framsóknarflokkinn og þetta verður óbúslega aumt og þess vegna maður svona vonsvikinn þó að kom man ekkert óvart að það hafi að aðri fjölmiðlar hafi einhvern veginn verið svona viljugir til að stökkva á þennan vagn áður en í raun og veru það birtist eitthvað efnislega í málinu. Ég meina það er náttúrulega, og það er svo sem ekki, það er svolítið athyglisvert að það er auðvitað ekki fyrsta skipti sem það gerist að eins og þarna, ég meina bítið á bylgjunni er ekki að hringi Jón og boða hann í þáttinn vegna þess að sjá Facebook-statusinn á morgunin. Hann er augljóslega búinn að tryggja sér eitthvað slott til að koma og ræða þetta í þættinum þannig morgunin og það er aftur ekki fyrsta skipti sem það gerist sama gerist í Samherjamálinu við höfum hvorki þá né núna heyrt eitthvað frá umsjónarmönnum þess þáttar þar sem þeir óska eftir því að fá að ræða við okkur eða hvað þá einhvern veginn að ræða þetta eitthvað efnislega. Nei, og það vakti náttúrulega athygli á þessum nótum að þegar að Facebook yfirlýsingin kemur og við erum sakaðir að vera landráðamenn og eigum heim í fangelsi og ýmislegt á þeim nótum að þá náttúrulega hringi síminn stanslaust og ég svara bara öllum símtólum sem að mér berast frá fjölmiðlum og útskýri það að ég get ekki tjáð mig frétt sem að ekki hefur verið sögð. Ég sé bara á fullu í vinnunni og bara ef að það birti síðan einhver frétt þá er bara síminn opinn og ég skal tjá mig um þetta efnislega fram og tilbaka eins og hver og einn vill.
það var enginn sem hringdi þá, sko, af því að þetta snýst ekki efnið heldur einmitt hvernig við vitum. Það er fyrst og fremst þú og þá Björn Þorláksson í gær sem óskaði eftir að við ræðum þetta, en það búið að ræða hins vegar þetta, eins og segir, formið og einhver vinnubrögð og eitthvað svona alveg bara margoft síðan og menn eins og á RÚV þetta byrt fréttandi morgunin upp úr þessum Facebook status, síðan byrt viðtal við Jón bara upp úr hádegi og í hádegisréttunum held ég, þar sem að hann einhvern veginn bara veður á súðum og talar bara þetta sé árás gegn æðstu stjórn ríkisins og þetta bara í því felst bara einhvern veginn að hann að saka auðvitað okkur þó hann reyna að halda því fram að það sé ekki landráð og maður hugsa með sér býtu og það virðist ekki vera neitt viðnám við þessu fyrir utan að það ekkert einu sinni hvorki þá né seinna hefur einhvern veginn verið leitað eitthvað eftir því að einhverjum viðbröðum við því? Já, RÚV leitaði eftir viðbröðum mínum sem voru síðan afþökkuð eftir að fréttin hafi sem sagt birst. Já, og það var sama með mig, reyndar bara það er áður en að fréttin birtist, en eftir það var það ekki, en ég meina bara þannig að það sé á hreinu, þú veist, og kannski ættu við að vera það, en maður er einhvern veginn, þú veist, jú, alveg hissa og finnst þetta skrítið og allt það, en einhvern veginn, þú veist, maður minna móðgæður og eina gæðsalapa sár yfir þessu, þú veist, hvernig þetta spilast, að því maður síðan hefur auðvitað málið smám saman þá einhvern veginn, þú veist, næstu auðvitað eðlilega eitthvað fókus og ég meina, þá viðtali við Jón Ólafsson í Kastljósinu, þar sem að, þú veist, hann auðvitað fór bara yfir það hver væru aðalatriðin í þessu máli og þannig að þá svona auðvitað, þú veist, nær þetta einhverju svona... Já, og aðalatriðin eru alls ekki það að einhver hafi ekki hringt í okkur, sko. Það er svona meira lýsing á því hvernig þetta spilast. Af því að, já, þannig að þetta er, þú veist, að því svo einhvern veginn er kallað á eitthvað sélið til að mæta í Silfur Egils á mánudagskvöldinu og það er einhvern veginn bara, þú veist, fer öll umræðin í það að tala þú veist, og þetta narratív með að þetta hafi verið einhverja njóstnir, þú veist, sem ég miklar efasemdur að sé hægt að kalla þetta það og eitthvað svona áfram haldið með narratífið að þetta séu börn stjórnmálamanna. Ég var svolítið áhugavert ég held að sonur Jóns sé eldri en ég. Hann er á 50-aldri nú er ég ekki barn og er ekki bara einhver maður út í bæ. Ég get alveg skilið það ef að þú veist, manni finnst vegið afkvæmi sínu sko, alveg saman hversu gammalt það er. Já, ég skil alveg að Jón en samt ekki gleyma því sko að Gunnar Bergmann er hinn hvalveiði mógullin á Íslandi. Það er einmitt máli. Það er ekki alveg úr lausu lofti gripið að fara að ætla að reyna að ná það upp úr honum hver pólitísk tengsl hvalveiðibransans eru á Íslandi af því að hann er fyrrverandi formaður félags hrefnuveiðimanna, hann hefur verið tengdur ýmist sem starfsmaður eða í gegnum eignarhald á 3 mismunandi ef maður þetta rétt hrefnuveiði fyrirtækjum þannig að þetta er ekki alveg bara svona verið að fara á eftir einhverjum menntaskólanema í hádegisli í MR þetta er alls ekki þannig en þetta hefur verið fært í þann búning sko. Og ég meina það hefur auðvitað líka komið fram áður gagnrýni á það að Jón Gunnarsson hafi sem sagt bara tekið mjög svona já, beitt sér í málum sem var það bara beinlínis þessa útgerð Gunnars. Það var 2017 þegar var gerð breyting á svæðinu sem maður mátti veiða á versus það sem maður mátti skoða hvali á Faxaflóðunum. Ég meina þá tók hann það sérstaklega upp á ríkisstjórnarfundi að þáverandi sjávarútvegsráðherra hefði gert þessa breytingu og lét svo bara eins og það að sonur hans væri beinn hagsmunaaðili bara kæmi málun ekkert við af því að Jón hefði svo lengi haft þær skoðanir á hvalveiðum að við ættum að veiða hvali. Þannig að, þú veist, þetta er auðvitað ekki alveg boðlegt. Ég skil alveg Jón og fjölskyldu hans og ég meina, þú veist, ég heldur sem ekkert að, þú veist, blaðraninu, ég meina, þú veist, Hvað voru þetta marga klukkustundir af efni? Hvernig, þú veist, hvað tekur það langan tíma að fara í gegnum svona marga klukkustundir af efni? Á 4. klukkustund, ef maður er rétt. Samanlagt. Þú veist, þannig að, en eins og við ræddum við
Gunnar þegar við hringdum hérna á föstudaginn, auðvitað hefur maður skilning á því að honum sé brugðið og að þú skulle alltaf áttað á því að þú sést búin að einhvern veginn vera í samskiptum við einhvern sem að leggur þetta á sig til þess einhvern veginn að fá fram þessar upplýsingar. Við höfum alveg skilning á því og þess vegna líka útskýrðum við líka fyrir honum að það sem við værum fyrst og fremst á höttunum eftir væru ekki það endilega að birta þessar upptökur einhvern veginn til þess að láta að keyra á einhverja svona, ég veit ekki hvað að kalla það, einhverja tilfinningasemi eða einhverju ílsku eða eitthvað, heldur bara það komu þarna fram upplýsingar sem eru þannig að það krefjast þess að það séu fengnar frekari skýringar á þeim. Og þetta eru líka upplýsingar sem eru settar fram af töluverðir í nákvæmni, í löngu máli, ég myndi segja í svona yfirveguðu máli, það bara verið að fara með ítalega yfir hvernig eitthvað samkomulag hafi verið gert og það sem þau viðbröð sem hafa verið, þannig að það sem nú líka sagt að Bjarni Benediktsson forsætisráðherra hefur alveg þvert ekki fyrir það að hafa gert svona samkomulag. Það hefur Jón gert við aðra miðla heldur en heimildina, hann svaraði ekki efnislega þeim spurningu sem við beindum til hans helgina. En ef við tökum þær skýringargildar og segjum bara að Gunnar Bergmann hafi skáldað þetta allt á staðnum, þá var það ekki gert bara út í loftið, þá var það gert í þeim tilgangi að afla milljarða viðskipta fyrir sig og fasteignasölu sína með því að draga upp í það minnst ásýnd einhverja pólitískra áhrifa og tenginga sem að eiga þá að ganga í augun á einhverjum erlendum fjárfesti. Þannig að hvort sem auðvitað misjafnlega, þetta bara fréttamál. Já, ég alveg samlega því. Það sem að mér þótti einmitt svona stærsti fréttapunkturinn í þessu var þetta að sonur Jóns Gunnarssonar teldi sig vera í einhverjum milljarða viðskiptum við erlenda fjárfesti fasteignir á Íslandi. Svona þegar að fasteignamarkaðurinn hér í bara mólum, ekki bara segja svo. Jú, ég meina. Sem að, ég hugsaði með mér, er spilling í Sjálfstæðisflokknum, já, eða veit ekki, en fyrir mér allavega, sem nú ég bara einstakmóður á leigumarkaði og ég sá fyrir mig bara, ok, það svona sem að við erum að fara með fasteignir og við erum að fara með það sem til og svona fyrir almenning, og viljið til þess að nota ásýnd pólitískra tengsla og ítaka til þess að tryggja þessi viðskipti. Og það liggur í orðum Jóns bæði í þessari yfirlýsingar saman morgunin og svo í viðtalinu sem hann kemur í svo seinna að hann bara útskýringin hans á því sem hann vill meina að sonur hans hafi bara skáldað þetta upp úr sér að hún hafi bara verið liður í því að hann hafi verið að tryggja sér viðskipti og hann gerir í svona engar athugasemdir við það eins og það sé bara eðlilegt sem auðvitað, líka mjög sérstakt og hefur heldur einhvern veginn ekkert náði inn í þessu umræðu að jafnvel þó að Jón og Bjarni sé að segja satt að þetta hafi bara, að þessi maður hafi bara ákveðið einhvern veginn að skálda upp úr sjálfum sér alveg ótrúlega nákvæma atburðarás alveg svona ótrúlega afmarkað mál sem að maður velti fyrir sér hvernig á að virka sem eitthvað sel. Svo verðist atburðarásin einmitt hafa verið svolítið á þennan veg, samkvæmt Bjarna Benediktssyni allavega í gærkvöldi, að hann átti vissulega þetta sama samtal, þar sem hann einhvern veginn svona í sömu andrá hvetur Jón til þess að taka 5. sætið og býður honum svo að kíkja með sér í matvælaráðuneytinu. Algjörlega, og það vaktir með mitt svolítið athygli mín að hvernig Bjarni lýsir þessu, að þetta í sama samtali, þar sem hann að biðja hann að taka þetta sæti og sem sagt að bjóða honum svo í leiðinni að verða eitthvað svona fulltrúi sinni í ráðuneytinu þannig að það í sjálfum sér óumdeilt en spurningin Jón ætlaði ekki að gera þetta hann ætlaði ekki að taka sæti á listanum og hann ætlaði að hætta hann lýsti því yfir þegar hann rauk út af fundinum í Valhöll og hann kláraðist þegar hann ljóst að hann hefði tapað fyrir Þórdísi Kolbrúnu, hann ætlaði ekki að vera með það auðvitað skapaði eðlilega áhyggjur hjá Bjarna. Jón hefur verið öflugur
bara hann hefur verið með mikið svona persónu stuðning, hann hefur verið duglegur svona að smala og haft hóp í kringu sig og Bjarni má ekkert við því að það verði eitthvað klofningur í hans eigin kjördæmi, hvað þá hættan á því að Jón fari mögulega eitthvað annað í frambóð sem að ég held að sé nú ekkert leyndamál að hafi verið reynt og honum hafi boðist. Já, hann hefur talað um það sjálfur. Þannig að sko það alveg hafið yfir allan vafa, kannski skrýtnasta líka, það líka svona mjög sérstakt og ég hef heyrt það viðhorf, ein viðbröðin við þessu öllu saman, að meiri segja ef þetta skoða efnislega og séð nákvæmlega hverju verið að lýsa þarna, þá séð það eitthvað sem að fólk hafi bara vitað, veist, en þá velti maður líka fyrir sér býtu, ok, það getur vel verið að fólk hafi vitað þetta, grunað þetta, einhvern veginn séð þetta blasa við, eitthvað svona, en erum við þá orðin svona ónæm fyrir því sem að klárlega ekki eðlilegt og það alltaf bara felst í viðbröðunum frá mönnunum sem eru sakaðir þetta. Það ekki eins og þeir hafi verið að reyna afsaka þetta eða viðurkenna þetta og einhvern veginn láta eins og þetta að hefði þetta gerst að þeirra mati, að þá hefði þetta verið í lagi. Það ástæðan fyrir því að fara í vörn að þá einhvern veginn sé þá eru kröfunar okkar til stjórnmálamanna þá þröskuldurinn orðin svo lár að jafnvel þó eitthvað svona að við séum bara farin að reikna með því að það sé alltaf eitthvað plott og hrossakaup í gangi gagnvart öllum hlutum, vinagreiðar séu bara svona sjálfsagður hlutur og fólk sé bara hreinlega einhvern veginn að skilja almannahagsmuni eftir eitthvað staði fyrir utan einhverjar flokksskrifstofur að þá sé það í sjálfsög engin frétt þegar það koma fram mjög skýrar frásagnir af því frá innanbúðafólki. Það finnst mér líka ótrúlega skrítið viðhorf en kannski kemur það ekkert á óvart heldur sko að því að við erum alveg ótrúlega cynical gagnvart hlutum eins og Jón Ólafsson var að segja í gær, bara bæði gagnvart svona óeðlilegu svona hagsmunapoti og bara spillingu eins bara eru stjórnvöld sem veldur því líka stjórnvöld bregðast ekki við þú veist, gagnrýni eins og þessari til þess þá einhvern veginn að reyna að hugsa með sér, ok, þetta verklag einhvern veginn að minnsta kosti þannig að það mjög auðvelt að vantreysta því hvernig það fyrir fram þú veist, það tortryggni bara þetta býður upp á hana þannig að þá spurningin, þurfum við ekki einhvern veginn að gera þá annars vegar hreint fyrir okkar dyrum og hins vegar að ganga úr skuggum það að þetta verði bara ekki hægt og bara sýna fólki fram á það að það sé ekki ykkur óeðlileg tengsl á milli bara að Kristján Loftsson sé ekki valsandi sjávarútvegsráðuneytið eða matvælaráðuneytið eins og honum finnst og hann geti bara, hann sé ennþá í þeirri stöðu að gera það sem hann nótabene gerði fyrir nokkrum mánuðum síðan sem hann bara senda þáverandi sjávarútvegsráðherra uppkasta breytingu á reglugerð sem að sparaði honum bæði fullt af peningum og tíma og var síðan bara breytt á nóinu þú veist hvernig getur þetta verið bara í lagi og svo náttúrulega athyglisvert að sko bera saman það sem að sagt áður en þetta mál kemur upp og greint frá það sem að Jón Gunnarsson lýsir því bara að hvalveiðar sé eitthvað sem að komi á hans borð og það sé skildar á þeirra að vinna því og Bjarni kynir hann sem aðstofamaður hann hafi verið ráðinn inn og Bjarni kynir það eins að hann hafi ráðið Jón í þetta starf til að undirbúa fyrir sig mál og hjálpa við ákvarðanatöku svo eftir að þessar upptökur koma fram eða við vitnum í þær að því að eins og Helgi bendur á þá tekin ákvörðun að birta þær ekki í það minnsta heild sinni að þá farið að gera lítið úr því að Jón hafi yfir höfuð átt að koma eitthvað að en það þurfi það ekki og hann hafi engar og það hafi verið ákveðið í síðustu viku einmitt, það var svona síðasta sem að ég sá frá Bjarna daginn sem að þessar upptökur komast í umferð með það sem Bjarni segir að þá allt í einu hringir hann í ráðuneytisstjóran og segir að það fari best á því að Jón komi ekkert að undirbúningi eða við afgreiðslu eða neitt varðandi þetta mál og þá hugsa maður með þessi býtu það verður það sama dag? Já, Bjarni segir við fjölmiðla í gær að það hafi verið fyrir svo litlu síðan að hann hafi tekið þess ákvörðun Já, hann talaði í síðustu viku Við beindum bara fyrirspurn til ráðuneytisstjóra og spurðum hvenær þetta samtal hafa átt sér stað, hvenær þau tilmæli eða fyrirmæli hafi borist frá ráðherra að halda Jóni fyrir utan þetta mál og
samkvæmt svari sem við fengum frá ráðuneytinu, þá var það 7. sem sagt á 5. daginn í síðustu viku, sem einmitt dagurinn þar sem að þessar upptökur eru komnar í umferð. Það dagurinn þar sem að við fáum þær úr 2 ólíkum áttum og höfum greint frá því og að því virðist vera sami dagur og öðrum fjölmiðlum hafi verið gert viðvart tilvist þessari leynu upptöku. Ég auðvitað ekki að halda því fram að Bjarni hafi vitað af þessum upptökum eða þeim lýsingum sem á þeim eru á þeim tímabúndi, en það samt þetta ótrúleg tilviljun. Athyglisverð tilviljun að umsókn Hvals send ráðuneytinu 23. október og síðan líða 15 dagar þegar Bjarni finnur það hjá sér að hafa samband við ráðuneytisstjórann og láta vita að Jón, sem að þó eigi ekkert að hafa með þetta að gera því þetta sé stjórnsýslulegt og hann hafi engin völd, eigi að vera haldið alveg utan við afgreiðslu þessar umsóknar, að það skuli gerast þarna á 50 dag. En það líka einmitt í þessari atburðarás að þetta mjög athyglisverð tímalín allt saman, að hvorki í svarinu hans Jóns til okkar, svo mikið efnislegt sem það var þannig helgina, eða í skriflega svarinu hans Bjarna helgina, minnst á það að það sé búið að taka einhver ákvörðun það að stíga Jón eitthvað sérstaklega út úr þessu ferli. Þannig að og Jón segir heldur ekki frá því í öllum þessum viðtölum. Og það ekki, ef maður hugsa það bara, það ekki svolítið undarleg ákvörðun líka að fá þannig inn aðstoðarmann til þess að sinna því sem sannarlega á borði ráðuneytisins. Þetta eina efnislega máli sem hann talar En ætla svo að taka fyrir það að hann afgreiði öll mál. Það hlýtur að vera svolítið skært. Þetta eina svona einstaka málið sem til umfjöllunar í matvælaráðuneytinu sem að Jón nefnir sem einhvers konar forgangsatriði í tengslum við það að hann að taka við þessari aðstoðarmannshlutverki eða sem sérstakur fulltrúi Bjarna eins og að kalla sem síðar kemur í ljós að aðstoðarmaður. Það náttúrulega ekki kynnt þannig. Nei. Og ég meina, af hverju nefna Bjarni og Jón það ekki fyrir að Bjarni nefnir það fyrst í gær að það hefur verið tekin ákvörðun það í síðustu viku að Jón ætti ekkert að koma að þessum málum. Þetta nefnir Jón aldrei einum af þessum viðtölum sem að fer í núna í byrjun vikunar eða þessari yfirlýsingu sinni, þannig að það þetta fullt af einhverjum hólum í þessu en þú veist og það þarf frekari skýringar og það bara nákvæmlega eins og Jón Ólafsson benti á þessu viðtali í Kastljósinu í gær að það kannski ágætt að það verður þetta bara farið í það að reyna að afla eins mikill skýringa á þessu og hægt þannig að við væntum þess bara að allir fjölmiðlar sé að því. Já, það vonandi. Þetta, þeir myndust hérna á mál Samherja í Namibíu, það var eitthvað detta hérna úti, heyrst það örgla, 5 ár síðan, 2019. 12. nóvember þá fer af stað 12. held ég 12. já fer af stað þetta heilmiklu mál sem hefur auðvitað haft afleiðingar bæði fyrir ykkur persónulega sem blaðmenn og en engar að því virðist fyrir þá sem rætt rannsóknin stendur en þá máli hefur náttúrulega haft heilmiklar afleiðingar fyrir mjög marga sem voru þarna til umfjöllunar að tengjast málinu fyrst og síðast náttúrulega fyrir uppljóstrarinn í málinu, Jóni Stefánsson, sem hefur mátt þola og búa við ótrúlegar árásir á sig og sína persónu fyrir það að hafa stigið fram og bæði gengist við að hafa í störfum sínum greitt mútur fyrir hönd Samherja og leggur öll spil á borðið gagnvart almenningi í gegnum fjölmiðla og gagnvart yfirvöldum með því að afhenda öllu gögn sem voru í hans fórum til héraðssaksóknara. Svo hefur þetta náttúrulega haft töluverðar og ég veit ekki hvernig ég get orðað bara svona þungar afleiðingar fyrir fjölda fólks í Namibíu þar sem á annan tug hefur setið í varðhaldi bara í fangaklefar hreinlega alveg frá því að þessi uppljóstrun átti sér stað. Hún er náttúrulega unnin í samstarfi okkar við Wikileaks sem var líka í samstarfi við namibíska fjölmiðlinn Namibian og Stundina og fleiri Al Jazeera þannig að þetta hefur vissulega haft töluverðar afleiðingar fyrir fólk. Já, þar hefur þetta klálega gert það og það sem
það líka svona að því við vorum að tala áðan hvernig við svona samtalið okkar hann dagana áður en að þessi þáttur fór í loftið og þetta svona byrjaði eftir að við höfum verið búin að vera þarna hálft ár eða meira sitjandi yfir þessu öllu saman. Já, að þá einhvern veginn voru við svona en einhvern veginn hvarflaði enn síður af manni að afleiðingarnir eru miklar í Namibíu þó maður vissi að þar væri rannsókn í gangi. Þar stóðu menn þetta fram fyrir því að embættið sem var að rannsaka málið það var í raun að rannsaka yfirmann embættisins sem var dómsmálaráðherrann. Það var líka að rannsaka sjávarútvegsráðherra og þetta voru báðir háttsettir menn í ríkisstjórninni í Namibíu og trúnaðarmenn og vinir forsetans og flest allt bendir til þess að málið tengist í það minnsta öðru fólki í kringum hann og að hann hafi haft að minnsta hvort einhverja vitneskju það því hann naut sannarlega góðs af þessum greiðslum frá Samherja. Þannig að það einhvern veginn að standa svo fram fyrir því í fyrsta lagi náttúrulega að það sé gengi miklu fastar til verks, þetta kannski fast með það sem að við svona okkar mælikvarða menn skuli vera svona lengi í varðhaldi og allt það en það gert af samkvæmt þessu kerfi þeirra sem nú bara byggt á einhverjum svona breskum hefðum og það eins og það en að bara að öllu leyti og að það sé bara það sé miklu meira gagnsæi þar í varðandi rannsóknina það líka einhvern veginn hefur bara verið miklu meiri pólitísku umræða afleiðingarnar það hvernig málið svona hvernig hægt mögulega að koma í veg fyrir að þetta gerist aftur og allt þetta á meðan einhvern veginn það heyrist bara í ykkur svona, það svona eins og þessi bara hálfgert engisbrettur hljóð á Íslandi að minnstakosti, ef við tölum bara yfirvöld, hér fá þeir einhvern veginn, fær Samherji risastórt skattamál sem fyrir í gang síðan lögunum breytt í miðju kafið þannig að þeir fá í raun og veru að gera svona sátt bara án þess að það sé neitt upplýst hver hún þannig að þeir fá að afgreiða hana hægt og hljótt það er ekkert upplýst hana síðan þessi rannsókn í gangi og héraðssaksóknara og það fréttist svona lítið af henni nema í gegnum svona leka sem hafa komið þar í gegn þannig að og öll umræðan á Íslandi þetta mál hefur verið alveg bara fyrst og fremst ótrúlega lítil en líka einkennst á alveg svakalega mikilli eitthvað svona vandræðagangi og því að stjórnmálamenn einhvern veginn að bera fyrir sig að þetta mál nú til rannsóknar hjá yfirvöldum og það ekki eðlilegt fyrir okkur að fjalla það þegar einhvað síður það alls konar hlutir sem liggja fyrir í þessu máli burtséð frá sekt og sakleysi eða lögbrotum að þá auðvitað koma fram alls konar upplýsingar það hvernig fyrirtæki gekk fram burtséð frá því hvort það síðan sé hægt að staðfesta einhver tiltekin lögbrot Já framferði fyrirtækisins það náttúrulega ekki deilt það að peningagreiðslur sem við köllum mútur áttu sér stað það var verið að greiða fyrir aðgengi að fiskveiðikvóta sjávarútvegsauðlind Namibíu það ekkert deilt það hefur ekki verið neitt efnislegur ágreiningur neitt af því sem við höfum sagt nema þá helst hver fór með stjórn eða ítök í einhverju starfsmannalegu sem var rekin þarna til hliðar og er algjört aukaatriði í þessu en hefur þó eftir því sem við komumst næst leitt til sektargreiðslna hjá skattinum þar sem raunveruleg stjórn og eignarhald þótti sannast hafa verið hjá Samherja það hefur náttúrulega ekki verið fjallað mikið opinberlega því að þessar upplýsingar ekki opinberar Ég saknaðist líka það sem ég hef lært á þessum 5 árum sem liðin eru að við eigum ekki nógu sterka stjórnmálastétt til þess að taka umræðu hvernig við viljum hafa hlutina, hvernig við teljum eðlilegt að hafa hlutina því við hljótum þegar þetta dregið saman og bara þegar uppi staðið sama hvort að þarna séu sönnuð einhver lögbrot sem að leiða til dóms og fangelsisvistar við hljótum ekki að vera sammála að þetta séu ekki eðlilegir viðskiptahættir og
það þá hlutverk stjórnmálamannana sem að setja okkur lög, setja það reglur sem að gilda, að skoða hvort að það þurfi þá að breyta lögum, hvort að lögin virki eins og þau eiga að gera og það sem að við höfum heyrt í 5 ár eru stjórnmálamenn að segja, já, ef að rétt reynist, er þetta mjög alvarlegt. Algjörlega skauta frem hjá því sem að þegar liggur fyrir er algjörlega óumdeilt og fyrirtæki sjálft hefur gengist við að hafa greitt og gert. Og þessi rannsókn sem að hefur verið í gangi í 5 ár alveg frá þeirri viku þegar Jóni Stefánsson bara gengur á fund rannsakenda og leggur fram öll spil, gögn og sjálfan sig, að þá horfum við náttúrulega upp á embætti sem er sko í engan veginn stakk búinn til að rannsaka öllum mál sem þarf að rannsaka. Það er fjöldin allur af öðrum málum sem að fjalla mútubrot eða einhvers konar óeðlilegar fyrirgreiðslur sem að bíða bara á borði rannsakenda. Það hefur ekki gefist tími til þess að hreinlega opna sum þessara mála sem að eru sko miklu minni og miklu auðveldari og einfaldari. Það er fullt af rannsóknum þarna sem að taka sko bara út úr korti langan tíma að klára og það er bara kjánalegt að ætla að fara að reyna að halda öðru fram heldur en að þarna sé sko fjársvelt stofnun sem að hefur ekki þá burði sem hún þarf til þess að sinna sínu hlutverki. En núna, og það er annað líka fyrir Marílei, í þessu hefur rétt reynist að það er náttúrulega líka ótrúlegt hvernig fyrirtækið hefur einhvern veginn náð eða þeir hafa svona þyrlað upp einhverjum svona alveg ótrúlegu ríki varandi það alltaf að þessi metsekt sem að þessi norski banki sem er auðvitað stærsti banki í Noreg sem er að stórum hluta í ríkiseigu, hann þurfti að greiða metsekt fyrir slakarvarnir gagnvart peningaþvætti. Sú rannsókn fór í gang af einu tilefni. Það var vegna þess sem að kom í ljós varandi Samherja. Það kom í ljós við þá rannsókn að þau brot voru faktisk séð fyrnd, en það breyti því ekki að fjármálaeftirliti norska ákvað vegna þess að þeir kölluðu þetta Samherjamálið að gefa út sérstaka skýrslu varandi það hversu slök tök voru á viðskiptum Samherja. Samherji presenterar þetta svo hérna á Íslandi eins og þetta hafi ekkert með fyrirtæki að gera og það er tekið upp af stjórnmálamönnum, Brynjari Níelsinni sem er þá aðstofamaður dómsmálaráðherra, Björn Bjarnason hefur gerði það líka held ég og hann hefur líka með þess að haldið því fram að dómsmálið sem er í gangi út í Namibíu hafi ekkert með Samherja að gera. Heldur snúist það fyrst og fremst svona einhver skattsvik og möguleg fjársvik þessara manna sem eru þar sem það nú reyndar ekkert að koma svo óvart og Björn svona átti sig ekki alveg á sakarefnum. Hann skrifaði náttúrulega heila bók Baugsmálið fyrir utan náttúrulega að vera með á heilanum í mörg ár. Þegar hann skrifaði bókina þá gat hann ekki sko, þá endaði með því að hann þurfti að draga tilbaka hluti í bókinu vegna þess að hann gat ekki farið rétt með það sem þó var dæmt fyrir. En þetta, þú veist, þegar út með svona þegar þú færð að því þetta er í raun og veru eina umræðan sem að stjórnmálamenn hafa treyst sér í, það er að taka einhvern veginn upp algjörlega gagnrýnislaust fullyrðingar fyrirtækisins og halda þeim svona á lofti. Af því þetta er, þú veist, ég trúi ekki öðru en þess að menn séu læsir og geti lesið sér til gagns það hvernig hlutinir eru raun og veru. En þetta hafa þessi gæjar til dæmis leyft sér. Og ég meina og attitútið þeirra gagnvart þessu hefur náttúrulega verið fáránlegt. Ég meina hér kemur ríkissaksóknari í Namibíu í heimsókn, hann óskar eftir fundi með dómsmálaráðherra sem þá er titnefndur Jón Gunnarsson. Jón ákveður ekki að taka þennan fund með saksóknaranum, heldur sendir Brynjar Níelsson á fundin og ég held ekki að kjafta neinu leyndamáli þegar við heyrðum í fólki sem var viðstatt þennan fund sem bara Namibíumönnum sem höfðu bara aldrei lent í öðru eins við viðtökurnar, þú veist, það var bara svona, þú veist, hnussaði í Brynjari og ég meina hann saði eftir hennar fund að það hefði nú verið sérstakur fundur, þú veist, það er nú líka kannski komið til bara því að samskiptin hefur verið sérstak því þetta fólk talaði nú kannski ekki sérstaka ensku. Enska er sko opinbert tungumál í Namibíu. Sko, nú var ég eitthvað svona aðeins að rifja upp þetta mál bara í morgun og ég rak augun þarna í að þetta fólk sem er í varðhaldi í Namibíu, það sé í varðhaldi ennþá vegna þess að það sé ekki hægt að klára
þeirra mál fyrr en það hafi eitthvað átt sér stað hérna á Íslandi. Þessi rannsókninni sé lokið hérna og það vanti ennþá okkur gögn á milli landa. Nei, það var Því hefur verið lokið sko. Það er alveg strandar ekki á því. Þeir sem eru undir í því máli hafa leitað bókstaflega allra leiða til að fresta því að þetta mál komi til kasta dómstóla, sem sagt efnislega. Það er oft verið tekist á það hvort þeir eigi að vera í varðhaldi og einhverja eignafristingu og því háttar. Hvort þeir eigi að komast á fá svona laust gegn tryggingu og svo bara alveg ótrúlegt hvað þeir eru að láta reyna og vanhæfi dómara, þeir eru að reyna, það er bara öll triksin í bókinni sem manni finnst þetta svolítið sérstætt þegar þú ert lokaður inni allan innan tíma. En svo þetta hefur gríðarlega áhrif á það góða fólk sem að vann fyrir Samherja og hafði ekkert með mútur að gera. Það kom út skýrsla í gær. Þetta er önnur skýrsla af 3, unnin af fjölmiðlafólki. Já, unnin sérst af fjölmiðlafólki og fólki sem er að vinna hjá félagasamtökum í Namibíu sem að í gegnum Transparency International og Transparency á Íslandi og svona svipuð samtök í Namibíu ákváðu sem sagt að fara að kanna svona raunverulega áhrif á bara bæði fólk og efnahag þjóðarinnar áhrifin af þessu máli. Og akkurat fyrir þá sem að vilja halda því fram að þetta mál komi Samherja ekkert við, þá held ég sé mjög forvitnilegt fyrir þá að horfa á þennan kynningafund sem var í gær, þar sem að í fyrsta lagi náttúrulega þessir sjómenn sem hafðu tapað lífsviðurværi sínu ýmist vegna þess að útgerðirna sem þeir voru að vinna hjá lögðu upp laupana einfallega vegna þess að allt í einu kom hann eitthvað fyrirtæki frá Íslandi sem fór að fá kvóta eftir að lögum var breytt sem að Samherji tók nú verið þátt í eins og ótrúlega það hljómar að svona undirbúa finna röksemdir fyrir ráðherrann til að gera það. Þar er bara beinlis megin krafan og sem er hluti af þessari skýrslugerð er einhvern veginn að vekja athygli íslenskra stjórnvalda og annara á því að jafnvel þó að það verði engir Samherjamenn dregnir fyrir dóm í Namibíu og það sé engar eignir til að ganga að í Namibíu vegna þess að þeir eru ekki dregnir fyrir dóm vegna þess að þeir mæti ekki þangað sko. Það er ekki vegna þess að það eigi ekki þeir vilja ekki ákæra þá Namibíumennir nema það er einfallega verið bara fara fram á það að Samherji komið að borðinu og greiði þessum mönnum skaðabætur og greiði og svona, þú veist, leiðrétti þetta ránglæti. Já, bara inn í samfélögin. Já, og til þessara manna. Sem að bara þarna, í rauninni heilu byggðarlögin hafi bara svolítið lagst í eyði og ég meina þarna er fólk sem að strögglar við lífið. Þetta er frekar sláandi tölur í mig, þetta hérna fyrir fram með mig. Það er hérna talað þú veist, hæp 90% eru eða farin að þekka eitthvað sem er farin að misnota áfengi eftir að hafa mist vinnuna í kjölfar þessa máls og það er hérna, ég sá viðtali í gær við eina fréttakonunum sem að vann þessari skýrslu og hún talar að konur, það sé konur sem að lýsi yfir að þær búi við ekki ofbeldi, heimilsofbeldi og það, þú veist, þannig að það eru óbærslega margar hliðar á þessu. Þetta hafði hræðilega áhrif bara eins og hefur verið lýst, þú veist, á fólk vegna þess að menn með ekki gleyma því sko að atvinnuleysi í Namibíu sérstaklega fyrir ákveðna hópa, sérstaklega aldurshópa hefur verið upp undir sko 50%, þannig að það að missa vinnuna bæði þeir sem mistu vinnuna vegna þess að það var verið að taka kvóta fyrirtækjum og eins menn sem voru að vinna hjá Samherja sem mistu skyndilega vinnuna þegar fyrirtækið ákvaðaltína að með litlum fyrirvara að fara í burtu og bara stímti skipánu sínum í burtu að sko áhrifin á þetta verða mjög skelfilega því að þú ert líka, þú býrði allt þessi innviði, ég meina stór hluti af mönnunum til dæmis sem að vera að vinna hjá Samherja þó að þeir væru til þess að gera ágætis jobbum og að þeir búa samt í sko kofabyggð þú veist, einhverjir af þeim voru búin að fjárfesta í svona húsnæði sem var orðið bara fínt og komið börnunum sínum í skóla sem við erum bara að tala um sko bara basic nám
þeir eru búin að missa þessar eignir, þú veist, þeir eru bara... Og börnunum keypt úr skólum og Fjölskyldurnar sundrast vegna þess að menn þurfa að fara annað til að vinna og það þarf að koma börnunum fyrir, þú veist. Já, og margir veist, hafa þessa sömu sögu að segja og það var einmitt mjög hátt prósentu hlutfall. Þeirra sem höfðu unnið hjá Samherja, það væri svona eins og þeir væri brennumertir. Það hefði engin annar áhuga á að fá þá í vinnu. Þetta væri svona smánarblettur einhvern veginn að hafa verið og tekið þátt í þessu stóra máli. Ég, Helgi Seljan og Aðalsteinn Kjartason, ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig, takk fyrir okkur. Og bara gangi ykkur vel með framhaldi. Takk. Og dokkið við, því að hér höldum við áfram eftir nokkur skilaboð. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Það komin tími til að breyta húsnæðiskerfinu. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið hætti að vera leikvellur braskara. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu í svona málefnalega umræðu sem við ætlum að reyna að ástunda fyrir kosningarnar, þar sem við erum að reyna að setja málefni á dagskrá og kannski leyfa hlustendum og áhorfendum að kíkja svona svolítið bak við tjöldin í þessum þungu stóru málaflokkum sem talað að séu kannski aðal málaflokkarnir núna fyrir kosningar. Í dag ætlum við að ræða svokölluð húsnæðismál og húsnæðismálavandann hugsanlega. Og til mín eru komnir tölverðir þungavíktar menn á þessu sviði. Það Yngvi Ómar Sighvatsson, starfandi formaður leigjendasamtakanna. Hæ. Sigurður Stefánsson, framkvæmdastjóri Aflvaka. Komið sæl. Og Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá HMS sem skammstöfun fyrir húsnæðis og mannvirkjastofnun. Og ég heiti Oddný Eir og verið velkomnir. Takk fyrir. Takk. Takk fyrir að stökkva borði í samræðuskipið og kannski setja ykkur svolítið í aðra stellingar en þið eru ekki mitt. Því svo í næstu viku ætlum við að tala við pólitíkusa og reyna að vera komin með dálítið innsýn í málaflokkinn. Það svolítið kannski mikið á ykkur lagt að ætla að fara eitthvað svona taka 5 háskólakúrsa í húsnæðismálum á einum tíma eða svo en kannski langar við bara að byrja á því að heyra svona hvort þið séu sammála persónulega þá og sem fagmenn sammála því að þetta sé eitt stærsta kosningamál fyrir þessar kosningar. Já, og ég byrja? Já. Ég sammála því að þetta sé langstæðsta kosningamálið og líka bara ef við horfum á hver orsök verðbólgunnar í 10 ár. Það húsnæðisliðurinn. Þannig að auðvitað þetta langstæðsta málið. Og ég kem svolítið til þess að ræða akkurat það, húsnæðisverð og leiguverð og hvernig þróun hefur verið. Þú ert forsvarsmaður leigjenda. Já. Og það náttúrulega rödd leigjenda sem heyrist kannski svona, já, heyrist nú ekkert mjög hátt í henni en með leigjendasamtökunum og svona aukinni meðvitund og samvitund leigjenda þá hefur þessi rödd heyrt herra núna bara og annara í kring sem tala hvað ófremdar ástand á leigumarkaðnum. Já,
klárlega, og við erum svona, já, við erum stjórnmálamenn alveg sérstaklega móttækilegir núna fyrir kosningar, þetta er bara allt bara með blóma og við erum til í allt sem við leggjum til og allt, en við erum svona að leggja áherslu á verðlagningu og leiguhúsnæði og hvernig það tengist engum kostnaði, hvernig það raun og veru tengist bara neyði leigjandans, og það hefur skapað ákveð ástand, og við förum bara betur yfir þá eftir þegar við förum svona hringinn og spjöllum og við erum réttastöðu leigjanda og bara réttin á að hafa þak yfir höfuð á Íslandi. Það svona það sem ég myndi vilja fara út í, og svo erum við með náttúrulega tölfræði og HMS hérna með okkur, þannig að þetta verður skemmtilegu þáttur. Já, við erum bara vonum það. En Sigurður, þú ert hjá fyrir framkvæmdastjóri hjá Aflvaka. Getur kannski bara byrjað að segja okkur hvað Aflvaki og svo þessari spurningu hvort þetta hvort þú telur þetta að vera kosningamál? Já, og bara hver Siggi, og ég sérst kem inn í húsnæðismarkaði núna fyrir 2,5 ári síðan, og í bakgrunnin ég löggildur endurskoðandi og með masterspróf í fjármálum og stefnumótun, og hef svolítið verið í hugverka fyrirtækjum eins og CCP var þar í 7 ár og þar áður hjá Latabæ, en það sem kom mér alveg verulega óvart því ég kem inn í þennan geira og að stýra verkefni sem þá inn í þessum geira, og það leiðandi svona hagsmunaaðili, en það sem var mjög áberandi, mjög hratt það að gögnin, upplýsingarnar og bara svona öll óreiðan í kringum það, og þannig að það fór alveg heilangur tími í að ná utan þetta, og ég verið alveg svakalega duglegur í að hitta bara fólk, ræða, deila, og svona útkoman alltaf að teiknast betur og betur, og það sem við erum svolítið að ná utan núna og langar að tala við ykkur að það svolítið hægt að einfalda myndina, og ég hef verið að skoða sérstaklega svona hluti sem að vera lítið teknir inn í, sem líðfræðin. Því við höfum alltaf verið að tala mannfjölda aukningu, en það svo sannarlega það sem drífur þörfin eftir íbúðum, en ekki síður líðfræðin, og það alveg ótrúlega hvað það hefur einhvern veginn ekkert verið inn í umræðinni, og ef við til dæmis bara skoða gögn eins og frá Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, rýni gögnin 10 ár jafnvel aftur í tíman og lengur, að þá nánast ekkert samfélagið, hvernig það þróast. Við vitum það að við erum þjóð sem við erum að eldast, heldur en eingöngu allar pælingar í kringum samgöngur, og það svona, fær alla viktina en ekki þessi þróun sem við erum að sjá, og ég svona aðeins til að stikla á stóru, og þetta er maður ekki með gögn eða kynningar núna, heldur eru að tala við fólk sem bara hlusta útvarpið, að við nefnum bara sem dæmi að Ingvi fæddur 1969, og í rauninni síðan þá hefur börnum á Íslandi ekkert fjölgað, og öll mannfjöldaaukningin síðan þá eru fullorðnir, og og það síðan upp á 2010 að þá erum við að sjá töluvert mikla aukningu í fullorðnum eldri en 65 ára. Þannig þið sjáu það í hendi ykkur að fjölskyldustærðin, hún búin að breytast allverulega, og að breytast alveg svakalega hratt, og svo það staðreynd að árið 2035 munu fæddir og dánir verða sama talan, og eftir það áruna eftir munu dánir verða fleiri eldri fæddir, sem þýðir það eftir 10 ár héðan byrjar fæddum Íslendingum, okkur, ef við værum ekki með nýja Íslendinga, að fækka. Og þannig að þá, hvað áhrif hefur þetta alltaf á húsnæðisstörfina, og því við vitum það að öll fjölgunin sem eiga sér stað núna, það eru nýjir Íslendingar, á vinnumarkaðsaldri, 90% cirka, og það koma svona 10-12% börn með þeim. Þannig að þegar við tökum þetta inn í, þá bara svakalega mikill ávinningur af því að við erum aðeins og eftir hinu Norðurlandaþjóðunum, og við erum með svipaða velmegun, og ég hef verið að skoða rosalega mikið hvernig þróunin þar til þess að sjá bara hvar við endum. Við ávinningur af því við séum á eftir? Já, að því að við höfum verið 2,9 meðaltali í íbúð, ekkert svo langt frá, erum í kringum 2,5 sem fjölskyldustærðin á Íslandi, og við erum að fara að stefna niður 2, sem þýðir það í stuttu máli að fyrir nokkrum árum þegar við vorum með 3 íbúðir
og samsetta fjölskyldu kannski sem voru 14 einstaklingar. Ef við horfum fram á við fyrir sama fjölda, þá þurfum við ekki sko 3 íbúðir, þá þurfum við 7. Þannig að það er svo rosalega munur í þessu sem ekki verið að taka nægilega vel til og inn í allri umræðinni, og þetta kalla ég svolítið að greina lýðfræðina, samfélagið, þróun og svo framvegis. Það eru þá færri sem búa saman raunverulega? Já, bara fjölskylda á einföldu máli. Fjölskyldan, hún er að minnka. Og við sjáum það bara það sem gerðist með innrás Breta og Bandaríkjamanna 1940 þá voru bara 120.000 Íslendingar og 55.000 hermenn og svaka fjármagn. Að upp úr þessum árum Marshall-aðstoðin og svo náttúrulega herinn, að það kom á núleitnin á næst svakaleg fjármunir inn í Íslands samfélag sem þýddi það að við vorum bara svona tiltölulega fátækt bændasamfélag og á mjög skömmun tíma urðu við ríkasta velferðaríki í Evrópu sem þýddi það að fæðingatíðnin hún rauk upp úr öllu valdi og við sjáum að fæðingatíðnin hún hámarkar í kringum 1960 að þá var fæðingatíðnin 4,5 til samanburður er hann 1,5 í dag sem þýðir það að meðal fjölskyldan var svo rosalega stór 1960 þá var 40% Íslendinga börn og svo síðan þá, út af því börnum við getum verið að fjölga heldur fullorðnum verið að fjölga þannig að samsetningin er að breytast og við erum orðin núna 22% börn og þetta heldur bara áfram að lækka hlutfall barna heldur áfram að lækka og aftur eins og það er svo gaman að spá fyrir framtíðina hvenær og hvaða áhrif hefur þetta til dæmis eins og bara 15 ár héðan að þá munum við ná því hlutfalli eins og er á Norðurlöndunum núna að börn og þeir sem eru eldri en 65 ára verða jafn margir og eftir það verða eldri en 65 ára fleiri í okkar samfélagi heldur en börn og þetta er rosaleg breyting muni ekki þegar að eldra fólki segir við okkur þegar ég var í gamla daga þá voru alltaf börnin út að leika og það voru bara, ég fætti 1976 það voru bara miklu meiri af börnum í dag eru jafn mörg börn en þau eru dreifð miklu meira svæði eins og höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það er svo margt í samfélaginu fleira sem er bara gjörbreytt en stuttaútgáfan til að tengja inn í húsnæði sem við erum að ræða núna að það sjá það allir það út frá þessu að með sama mannfjölda þá eru fjölskyldurnar minni sem þýðir við þurfum fleiri íbúðir og bara ef við horfum fram á við að þá hef ég verið svona að greina það að svo skuld sem er í dag íbúðaskuldin pluss þessar samfélagsbreytingar þær eru náttúrulega bara 1 af hverjum 3 íbúðum sem þurfa næstu 15 árin. Það er það mikil áhrif sem þetta er að hafa og þetta skiptir þetta máli þegar við komum eins og inn á Ingunn mun koma eftir eins og að leigumarkaðinn að eftirspurnin hún er orðin svo mikil fyrir minni íbúðunar af því að til dæmis bara búseta 65 ára eldri að þá er að meðaltali 1,4 sem býr í íbúð sem þýðir það en er því önnu hver íbúð er einmennis íbúð. Afsakið ekki, verðst að segja sem sagt að það sé bara byggt 30% af því sem þarf að byggja rétt áðan? Nei, það sem ég er að segja að því sem að ef við horfum ef ég met það og fyrir maður betur í það eftir ég met það á höfuðborgarsvæðinu þurfum við að byggja 4.700 íbúðir miðað við það að við erum með svipaða mannfjölda aukningu á hverju ári eins og við höfum verið með síðustu bara árin síðan 2012 þá er 1,8% aukning að meðaltali á ári 1,8% aukning á ári þýðir og mér finnst svolítið gaman að setja þetta öðruvísi fram það þýðir það að við þurfum 5.000 nýja Íslendinga á hverju ári og þeir taka með sér svona 500 börn og það er þessi svona 1,8% aukning sem ég er að tala það mun verða þörf fyrir þessa auka hendur á vinnumarkaðnum því að 65 ára eldri munið 4,5 fæðingatíðnina það var 1960 og við erum að fá risa árgangan okkar að fara út af vinnumarkaðnum. En þú þá kannski bara teknum upp mynd þar sem að innflytjendur og jáfnvel hælisleitendur eru bara happafengur ef allir eru börn eða fólk á vinnualdri sem getur
eða hvað, það ekki hægt að... Sko það sem ég að segja við munum þurfa á 5.000, já, en... Laustir túlkunni á mér svona. Já, en það skiptir náttúrulega máli, sko, ef við horfum aðeins yfir, hvar mun okkur vanda vinnuafl og svo náttúrulega skiptir ótrúlega miklu máli að og það rosalega munur á umræðin í Íslandi versus í Norðurlöndin. Sjáum bara sem dæmi svo Finnar alltaf vera besti heimi í hugverkaiðnaði. Þannig þeir eru bara mjög fókusir að reyna að draga alla sérfræðingarna til sín. Það eru öll önnur lönd komið langt á undan okkur að reyna að skapa umgjörð þannig að fólk vill koma til landsins. Og ég sá þetta svo svakalega vel því ég var að vinna hjá CCP og ég var þar í 7 ár að húsnæðisliðurinn skiptir svo miklu máli því að þegar maður að keppa og þú ert að keppa við önnur lönd á heimsvísu þú ert að bjóða fólki að koma hingað þá spyr fólk, hvað hef ég laun? Mínus skatta mínus húsnæðislið og það það sem fólk horfir á og þess vegna þegar húsnæðisliðurinn er svona mikil að þá það íþyngjandi fyrir orðið bara meðal fyrirtæki í landinu líka sérstaklega sem þarf á innflutningi að halda og tala nú ekki við horfum bara á öldrun þjóðarinnar þá mun okkur vanta mikið magna hjúkrunarfræðingum okkur vantar mjög mikið þeim í dag sjáðu bara og svo ætlum við að fara að keppa og við þurfum að laða að hjúkrunarfræðinga til að koma hingað þá verður rosalega erfitt að ná að koma og bjóða þeim samkynhneigt umhverfi því Danir, Finnar, Noregur, Svíþjóð, það allir að keppa það því að það vantar hjúkrunarfræðing alls staðar. Þannig bara sem dæmi að þá skiptir þessu ótrúlega miklu máli að vera með húsnæði og það sé ekki íþyngjandi og mjög hátt og dýrt að bara borga húsalög hér. En það vantar samt ekki bara hjúkrunarfræðing, það vantar húsnæði undir og líka. Já, ég er að segja það þegar það kemur. En svo vantar ekki líka bara, ég var komið það að það væri bara happafengur allir eru vel að hælisleitendur og innflytjendur. Mér fannst það svo fallegt í þessari mynd okkur vantaði, en þú ert kannski meira, svo sá ég þetta alveg sunka niður, þessa kenningu þegar þú ert komið að það voru starfsmenn fyrir svona fyrirtæki eins og CCP sem vantaði bara húsnæði, en það eru líka hjúkrunarfræðingar og það eru ýmsir, en þetta er svona kannski pólitískt mál sem við förum að... Já, og kannski eina sem mér langar að segja þessu tengt, að er svona lífsgæði, svona sjálfsagði hlutir sem okkur finnst í dag til þess að bara halda því uppi og ég meina það er alveg ekkert launungamála til dæmis útgjöld til heilbrigðismála við erum að borga minna heldur en nágrannaríkin okkar að því við erum aðeins yngri það mun verða meira og náttúrulega til að halda því uppi að þá þurfum við að gera skapa virðisauka til að standa undir lífsgæðunum þannig að þetta svona við erum rosalega aftarlega þegar kemur að því bara ræða bara mjög blöndli hvernig ætlum við að laða að fólk sem að mun hjálpa okkur að reyni halda áfram að halda upp í lífsgæðunum okkar. Og þannig að ef þú svarar spurningur hvort húsnæðismál séu kosningamál, þá finnst þér það vera... Mér finnst bara, þetta er orðið svo mikill skortur á húsnæðinu og þegar við skoðum efnahagsmálin að drifkrafti verðbólgu eins og við skoðum bara frá aldamótum hefur verið 37% og við sjáum það að núna undanfarið ár sem Ingo var að koma inn á þetta er stæðsti og langstæðsti drifkraftur verðbólgunar sem að keyrir það upp vextina og þetta er orðið bara risastórt hagsmunamál fyrir heimilin í landinu að ná svolítið tökum á þetta og geta svolítið skapa fyrirsjáanleika því að þegar með þessa ígjur það verður ekki bara heimilin því við þurfum líka fyrirtæki til að byggja og þegar það er svona sveiflukent upp og niður fjármögnun og aðgengi að fjármagni það hefur bara áhrif á alla virðiskeiðina Þannig svarið er já. Svarið er já. Já. Og svo er önnur spurning sem við kannski svara eftir hvort ykkur finnst pólitíkusar vera nógu meðvitaðir markvissarlausnir og þannig eða hvort þetta er svona meira bara kosningalofvörð. Við verðum bara að vona að það sé verið leita alvöru lausna. En Jónas Atli, þú ert hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Það er nú svona dálítið voldugt heiti, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, það er bara, er ekki svolítið ábyrgð sem hvílir á ykkur þá? Heldur betur. Þið eru opinber stofnun. Já, við erum opinber stofnun sem sjáum allt sem tengist húsnæðismálum eiginlega. Og, samt ekki hægt að kenna ykkur hvernig staðan er eða hvað? Við erum náttúrulega hluti af stjórnvöldum og má kenna stjórnvöld náttúrulega bera ábyrgð á því sem gerist í þessu landi. En við erum búin að vera til núna í 4 ár og okkar svona helsta markmið hefur verið bara að reyna að safna gögnum húsnæðismarkaðinn og reyna að stuðla að stöðuleika á húsnæðismarkaðnum og að því að húsnæðiskostnaður sé
viðráðanlegur hjá leigjendum og þeim sem að kaupa þér á eignamarkaði og ég tel að við höfum gert margt gott í því. Við erum búin að stórbæta gagnaöflun hana en við erum ekki hafin yfir gagnrýni. En hafið þið líka hafið eitthvað umboð eins og hafið þið svona eins og vald, umboð eða vald til þess að vera með eftirlit eða setja reglur eða slíkt, eða þið svona bara frekar eins og rannsóknarstofnun? Við erum ráðgefandi, við tökum þátt í starfshópum og við veitum ráðgjöf og við segjum hvað okkur finnst, allir þessi sérfræðingar, hvort sem eru hagfræðingar í minni deild eða í annarri deild sem verkfræðingar sem eru sérfræðingar í kannski uppbyggingu mannvirkja eða sérfræðingar í eldvarnamálum, þá segjum við okkar skoðun og við tjáum stjórnvöldum þær en það er náttúrulega bara Alþingis að setja lögin og reglunar og Þannig að þið fylgið eftir því sem bara sett lög. Við gerum það, já. En eru þið ekki líka þá með einhvers konar, ekki svolítið vítt svið, ekki maður hefur heyrt talað við ykkur ekki að það eru miklu mál og í skólum með opinberum, það ekki með aðeins svona, þeir eru með margt sem varðar húsnæði, ekki sjálfa húsnæðistefnuna. Nei, einmitt, við erum afleiðing af sameiningu margra ríkisstofnana og það eru mjög marga núna, það voru enn fleiri áður og svona eina afleiðingum þessa sameininga það svo að við erum að okkar viðfangsefni er mjög vítt, við erum bæði að sjá einmitt öll húsnæðismál og líka fólk sé öruggt í sínu húsnæði í sínum víðasta skilningi í rauninni að það sé ekki skemmdir að byggingin húsnæði sé byggt með öruggum hætti og stuðla ekki og vegi ekki að heilsu fólk sem býr í henni og svo einmitt og hvort að það sé eldhætta í húsum eða hvort að það eru nægilega miklar eldvarnir, það er líka stór hluti af þessu. Þannig að já, þetta er stórt og mikið og viðamikið og náttúrulega bara undirstrika það hversu flókin húsnæðismál eru. Þetta er ekki bara spurning að jafna af framboð eftirspurn með einhverjum einföldum aðgerðum. Þetta er risastórt mál sem það þarf að horfa á með heildstæðum hætti. En þú sem kannski ert á sem hagfræðingur og embættismaður en ef þú líka sem svona borgari eða einstaklingur svarar þessu með hversu brýnt er að ræða þetta eða breyta einhverju raunverulega núna? Já, ég get sagt það sem hagfræðingur að húsnæðismálin eru það er víða pottubrotin þar. Ég bara frábær ræða hjá Sigga og hann bara kemur svona vel inn á það hvað hefur verið stóri þátturinn núna á síðustu áratugum. Við höfum verið að breyta sem þjóð og við höfum ekki verið að byggja nógu mikið til þess að svona bregðast við þeirri breytingu og það er held ég svona eitt stærsta langtíma vandamála sem við stöndum frammi fyrir á húsnæðismarkaði vegna þess að húsnæði er alltaf það er náttúrulega líka svo ég sagði spurninguna áðan hvort þetta verði stærsta kosningamálið. Ég er algjörlega sammála því og ég ætla að gefa í og ég ætla að segja að þetta verði eitt stærsta kosningamál flestra kosninga vegna þess að húsnæði er sá útgjaldaliður sem að heimilin borga mest í. Fólk eyðir hvort sem er á leigumarkaði eða eignamarkaði, þá er annað hvort að borga upp húsnæðislánin sitt eða borga leiguna sína og það er það sem þorrinn af öllum peningum okkar fara í yfir ævina. Og til þess að þetta sé viðráðanlegt þá þarftu að kosturinn við að gera húsnæði viðráðanlegt er svo mikil kjarabót fyrir alla og ef ég svona súmra upp hver svona helsta leiðin er til að gera húsnæði viðráðanlegt, það er náttúrulega bara að jafna út framboðið við þessa húsnæði störf sem er til. Það er að segja að það eru mjög marga vantar heimili og við þurfum að byggja þessi heimili fyrir þetta fólk og svo er að útfærsla atriði hvað gerist síðan. Ok, þannig að það er byrja á því sem maður sér nú að það eru svolítið margir byggingakranar svona í borginni og sumir sögðu nú og það væri svona myndið á árið fyrir hrun, það hefði verið svo margir byggingakranar og það væri líka svona, einmitt ekki endilega
Bara það að segja að það væri auðvitað gott í sjálfu sér að byggja, það væri þessi stóra spurninga mitt fyrir hverju verið að byggja og einhvern veginn hvernig farið að því svona sem þá lítur að vera mjög stór pólitísk spurning, sko. Já, það voru náttúrulega ekki byggingakrannir sem ollu hruninu, en það voru kannski skuldsetningarnar þarna, en það sem er rétt, og það er mjög mikið af byggingakrunum, það hefur eiginlega aldrei verið jafn mikið af byggingakrunum eða jafn mikið verið byggt og síðustu 5 árum. En þetta satt á meðan það líka satt að við erum ekki nærðið að byggja í takt við þörf. Við höfum alltaf séð því líka sprengingu í mannfjölgun núna á síðustu árum og fjölgun ferðamanna og allt reynir þetta rosalega mikið á innviði landsins og húsnæði bara eitt hluti af innviði landsins sem að finna nú fyrir pressunni og við finnum öll fyrir því í hækkandi húsnæðiskostnaði hvort sem í leigu eða kaup á húsnæði. En ef þetta væri svona einfalt, ef það væri svona einfalt að við þyrftum bara að reisa fleiri krana og byggja meira, það getur varla verið svo einfalt, lausnin getur varla verið svo einfalt eða hvað? Hún er einföld en erfið í framkvæmd, myndi ég segja. Hún er alltaf að taka ábyrgð á ástandinu. Spyrjum þessa spurningu aftur þegar við erum komið aðeins seinni í þáttinn. Ég tökum byggingakranana þá aftur fyrir. Aðeins að koma inn í aftur eins og segja, ég er mikill tölumaður og allt sem ég svona, þú veist, því á við vinnulega séð, það hefur raunni alltaf verið úrslita svona ráði úrslitin verið einhvern veginn gengið í þeim verkefni sem ég er komið nálagt með því að hafa góða innsýn yfir gögnin sem þýðir ég með mælaborðu og veit hvar við erum og hvert við erum að fara og hvernig gengur okkur. Og það sem ég langar að koma inn á þegar heyrðu Jónas sagði að HMS er ekkert gamalt. Það er rosalega mikil breyting sem hefur orðið sér stað á stuttum tíma til að sjá bara hvar við erum. Og áður en að HMS var stofnað þá fóru menn bæinn, hafði ekki hugmyndum að hvað voru margar íbúðir í byggingu, menn voru að telja krana og áætla og það er ekki fyrir svona rúma 4 árum síðan og það verður alveg straumhverð þegar ég horfa á gögnin hvað þetta að sjá þústurinn og HMS er að taka saman. Ég lít svolítið á HMS sem stórt hlutverk í gagnamiðlun að þá sjáum við bara svart á hvítu og hvar erum við og ekki nóg með það heldur bara hvar erum við. HMS er orðin mjög góður í því að spá fyrir hvað munu koma margar íbúður út á markað í ár. Út af því ferill húsnæðisuppbyggingar er mjög langur, þá geta það líka sagt okkur hvað koma margar íbúður 2025. Þetta er nokkuð flókið, þarf ekki að fá leyfi fyrir íbúð og geta ekki bara leitið þá að Já, bara þegar við steipum uppsteipa bara á íbúð, það tekur svona 2,5 ár, þannig að ef þú ekki byrjar að það núna, þá er mjög ólíklegt að þú klárir ekki fyrir 2027, þannig að og þessar upplýsingar lágu ekki eins og lausu á Nei, voru svolítið á áriðu en er komið núna á eitt stað. Mér langar að koma aðeins inn á þetta með uppbygginguna. Ég satt nú og fundi með hann og Jóhanni Páli, þingmaður Samfylkingarinnar í ágúst og við vorum akkurat að ræða og hann segir við mig einhvern veginn svona það tekur nú alltaf 2-4 ára að byggja og við vorum þá búin að ræða það að það væri neyðarástand. Það er allir sammála það að fullt af fólki í algerri neyð. Og ég segi bara við hann, nei, stoppum aðeins, er þetta ekki ábyrgð þingsins, Alþingi Íslendinga að skaffa fólki á Íslandi sem heild húsnæði? Og þá er ég að meina, þegar eins og þegar eldgosi var í Vestmannaeyjum sem dæmi, þá voru bara reist hús og fólki var bjargað húsnæði. Þú veist, það var bara stíð inn og hlutunum lagað, eða þegar það var mikil þörf áður, þá byggðu bara með heilt Breiðholt, skiljiði. Í dag, þá þarf að hætta að benda á borg, benda á ríki. Ríki ber bara ábyrgðina, búið mál. Og ef þeir vilja breyta skipulagslögum þá gera þeir það, en þeir þurfa allavega að sjá til þess að við höfum aðgang á húsnæði á landinu. Við fæddust við höfum rétt á því, búið mál. Og ég rætti þetta bara við á þeim nótunum og mér finnst að við þurfum að skilja á þeim nótunum að ábyrgðin liggur hjá þeim kjörnu fulltrúum Alþingis, finnst mér fyrst og fremst, að því að annars er alltaf verið að benda okkur annan. Að það bara fara að skýra þetta betur, finnst mér. Já, við þurfum bara að auka, við þurfum bara svolítið að ná okkur þann stað við sem öll sammála hvar við erum og hvað þarf að gera og partur af því sem ég svolítið ítrykkað að horfa upp á að það er verið að draga fram alls konar gögn sem tala út og suður og það er bara mínu mati ábyrgðar hluti að gera það og það eru fjölmargar greinar bara núna nýlega sem að vera að koma út og segja þú veist, við erum sammálum mannfjöldan sem á að vera en í staðin fyrir að þú veist
taka til fjölskyldustærðar þá vera að nota allt aðrar upplýsingar stærð fjölskyldu og þetta skiptir alveg ótrúlega miklu máli ef við erum öll sammála til dæmis mannfjöldaaukningunum næstu 15 árin en við erum ekki sammála það hvað munur margir búa að þá munar himinn og haf og við erum kannski að tala tvöfaldan mun sem munar á milli að þú tekur ekki tillit til þess að fjölskyldundar að vera minni og þurfum fleiri og það þetta sem að ennþá og þarf aðeins að laga að það eru upplýsingar og gagnaóreiða sem að við eigum bara að gera kröfur og sérstaklega þegar við erum að tala kjörna fulltrúa að þeir noti gögnin rétt. Svo getur pólitíkin alveg verið ósammála eða sammála það hvernig ná að gera það en bara grunnstaðan notum staðreyndina rétt og tökum alla umræðina þaðan. Þar erum við ekki ennþá. Og þess vegna sjáum við þess að gagna upplýsinga óreiðin sem myndast þegar við heyrum pólitíkstala það vantar ekki íbúðir, það vantar íbúðir og það er ekki nema að vona að fólk sé aðeins ringlað í því hvað er rétt en ef við skoðum gögnin þá eru gögnin mjög skýr. Þannig að þetta er ekki einmitt bara að fólk eru ósammála það hvernig ég túlka gögnin og hvernig ég raunverulega eigi að þetta er ekki bara spá fyrir framtíðin eins og framtíðin sé örlag eins og svona völva að segja hvernig hún verður heldur ákveða líka. Þetta er alltaf pólitísk ákveðun hvernig á að hvers konar samfélag að byggja en þú ert meira að tala það að þetta er ung stofnun, þessi nýja húsnæðis- og mannvirkjastofnun og að það sé bara ekki, það er svolítið löng hefð fyrir kannski hroka valdafólks gagnvart upplýsingum sem er safnað saman. Sko, við tölum oft að fólk eru svolítið úrvinda yfir öllum þessum skýrslum sem eru búnar til. Bæði eru það einhverja skýrslu sem eru kannski bara einhverja fróðu skýrslur en oft er þetta bara mjög vandaðar skýrslur þar sem að fagfólk hefur safnað eða lagt mikið á sig en mjög margir kvart yfir því að það sé ekki beinlínis hlustað á eða ekki það sé ekki lesnar og einmitt að upplýsingar einhvern veginn úr þessum skýrslum nái bara ekki yfir til stjórnvalda. Já, nú er náttúrulega ríkisstarfsmaður og þykir því mikið til þeirra að koma nei, mér finnst það mikilvægt að það sé til traust uppspretta gagna og sem fólk getur treyst og að umræðinni sé ekki stýrt af hagsmunahópum eða hagsmunaöflum sem hafa kannski pólitísk mótiv og hafa þann hag að snúa upp á umræðina til þess að skapa sér sögu sem sér í hag og það er náttúrulega mjög erfitt að byggja svona traust og að vera og svona HMS reynir að vera ópólitísk stofnun og reynir að bara að miðla sínum gögnum á sem svona bestan hátt og sem aðgengilegastan hátt og reyna að og við reynum samt að hafa skoðun þess að það er náttúrulega fólk sem hefur þekkingu þarna en að leyfa svo stjórnmálafólki að ákveða hvernig þau ætla að framkvæða og hvernig þau ætla að leysa vandamálið en allavega að fólk sé meðvitað hvert vandamálið er Mér langaði að koma inn á vegna þess að ég held að mér finnst mikilvægt að aðskilja tvennt sem sagt þú talar neyðarástand í húsnæðismálum og svo er það sem við höfum verið að tala sem er þetta langtíma trend með breytti lýðfræðum og slíkt trend skapar ekki brátt neyðarástand en þetta er langtíma vandi sem þarf langtíma lausnir og síðan er neyðarástand sem þarf krefst skammtíma lausna og þetta er eiginlega tvennt ólíkt við getum séð að húsnæðisverð hreyfist bara frekar svona kvikt þú fer upp og svo fer það niður og fer eftir eftirspurnamarkaði það hefur farið niður? Það fer niður, já, sem hagfræðingur þá segi ég alltaf að það fer niður ef að hækka minni en verðbólgan. Þannig að þú þarft að vera hagfræðingur til þess að sjá það fara niður. Ég hef ekki séð það fara niður allavega. Það þarf að setja á sig ykkur mjög skrítin gleru. Okay, við ætlum að vera kurteisi við og byggjum að gefa okkur ekki dæmi. Ég hef sagt það að húsnæðisverð hafði lækkað í fyrra vegna þess að það hækkaði ekki í takt við verðbólgu og laun hækkaði í takt við verðbólgu þannig að húsnæðisverð varð léttari byrði á einstaklinga. Núna er það að byrja að hækka aftur og við vitum það að þegar eftirspurn eftir húsnæði eykst þá hækka verði og það er hægt að stýra þessari eftirspurn með margs konar aðgerðum. Seðlabankinn gerir það með sínum stýrivöxtum og er þannig að reyna að ná einhverju svona stöðuleika þar en það sem að skiptir máli þarna er það að þessar
aðgerir, hvort sem eru frá Seðlabankanum eða frá stjórnvöldum að reyna hafa heimil og eftirspurn, það breyta því ekki hver þörfin það breyta því ekki hversu marga vantar heimili og það eitthvað langtíma meðaltal sem við þurfum að stefna alltaf að. Allt í lagi við náðum ekki í 1 ár eða við förum yfir fram úr okkur á einhverju öðru ári, en við þurfum bara, ef við horfum mörg ár fram í tíman, þá þurfum við að snúast í kringum eitt svona ákveðið meðaltal og það það sem að ég vil svona sem ég held að sé svona stærsta áskorun sem við stöndum frammi fyrir og ég held að það sé yrði mesta kjarabótin fyrir heimili í landinu að við myndum ná að byggja í takt við þetta meðaltal. Þetta ótrúlega mikilvægt og ég má stetta svona þegar maður náði þessari hugsun sem að Jónas að segja að sko við þessi samfélagi erum að þróast eins og segja aftur fjölskyldustærðir að minnka, það eru færri íbúð, það eru fleiri sem búa einir og einir, þannig sami mannfjöldi fleiri íbúðir og það ekki endilega sama og eftirspurnin í dag, því að eftirspurnin í dag bara háð einum faktor og hver hann? Hann aðgangur af fjármagni. Þannig ef þú hefur ekki aðgang af fjármagni þá getur ekki keypt og það að leiðandi eins og til dæmis Seðlabankinn nota greiningarna svolítið það að horfa á eftirspurnina, það bara eftirspurnin háð fjármagni. Því ef við myndum lækka vexti í dag, hvað myndi gerast? Eftirspurnin eftir íbúðum myndi fara upp á öllu valdi, því þá hefði fólk aðganga fjármagni, greiðslu skilirinn sem eru sett munið í fyrra og það sem Jónas var að koma inn á, þú veist að íbúðverð hafa ekki hækkað skoðurinni eins mikið í fyrra, það auðvitað munið í Seðlabankinn bæði hækkaði vexti og jók þau skilirði til þess að fara í gegnum fyrir greiðslumatið. Þannig að það voru færri og færri sem stóðust það. Þannig til skamstíma þá aðgengi að fjármagni erfitt sem hefur áhrif á það eftirspurnin eftir íbúðum verðingins mikil. Sama tíma að króla upp undirliggjandi eftirspurnin, þannig að við mátt tala svona hálfgerða snjóhengju, það sem að gerast á undir niðri, að það svo mikil undirliggjandi íbúðaþörf sem ekkert annað en bara magna fjölskyldin sem vantar heimili að leið og aðgengi að fjármagni eykst, að þá mun koma að pressa strax aftur sem mun hafa áhrif á þessi hagfræði hugtök eins og hagfræðingarinn okkar að tala eftirspurnina og það svo mikilvægt átt að segja á þessu að til skamstíma erum við ofta að tala eftirspurn, hvað margar íbúð til sölu og svo framvegis, ef við skoðum bara núna á fasteignasölum þá bara ansi margar íbúð til sölu. Hvernig stendur á því það vantar íbúðir? Að því að fólk hefur ekki aðgang að fjármagni til að kaupa þeim. Það ekkert íslenskt heimil sem getur staðgreitt íbúð. Við þurfum alltaf á fólk bara býr hjá fólkinu sínum miklu lengur og vinir og fjölskyldur eru að búa saman sem gætu þetta bara rústað öllum líkindaspám og fólk bara allt í fílar það verið í svona gamaldags sambýli. Nákvæmlega og það svo bara umræðan fyrir okkur sem samfélag. Sko ef við erum ekki að byggja í takt við þörfina og eigum við þá bara að segja það er bara í mínum huga að partur af lífsgæðum að fá að búa í eigin húsnæði og þá ég að tala leiguhúsnæði, eigin húsnæði. Ef við þessi samfélag ætlum að breyta því og segja nú byrja bara allir að deila íbúð, það bara allt annað önnur lífsgæði í mínum huga heldur en við viljum bjóða upp á og gangi okkur vel þá að fá auka vinnandi hendur ef við segjum þú getur komin, þú ert velkomin þú ert að deila íbúð með 3 öðrum það bara allt annað önnur lífsgæði sem við erum að bjóða upp á bæði fyrir okkur og nýja Íslendinga og við viljum það væri svona nett forræðishyggja bara ákveða það þetta sé mjög góður lífstíll og umhverfisvænn þannig að ég tala núna restina þá ég alltaf að miða við að við sem að reyna að skapa heimili, halda þeim lífsgæðum að fjölskylda og fjölskylda getur verið einstæðingur, getur verið 2 án barna eða barnafjölskylda fái tækifæri til að búa sér ekki að deila íbúð með öðrum. Já, mér langar aðeins að grípa boltan þarna því þú talar að það sé fjármagn sé aðgangurinn að húsnæði og nú búið að herða þessi skilyrði og svo sjáum við líka að flesta nýjar íbúðir fara til fjárfesta í dag en þeir kaupa jafnvel 10 íbúðir í kippum eins og þetta grandum daginn og hvað að fara að gera við þar? Þeir eru að fara að leigja þær út og þessna ég svolítið og þegar við síðan skoðum fylgni leiguverðs samhliða þróun húsnæðisverð í Evrópu og hérna það var svolítið ólíkur saman að jafna. Í Evrópu, erum við með 2-falt meiri fylgni á milli leiguverðs og húsnæðisverð.
sem bendir til þess ásamt þessu staðreyndum sem við vorum að tala hérna rétt á hana, það sé raun og veru bara að fara að byggja nýjar íbúðir fyrir leigumarkaðinn eins og staðan akkurat núna. Og hvað gerir síðan þegar að vextir lækka? Þá hefst aftur ákveðið kapphlaup íbúðir. Við sjáum þetta ég vil rekja þetta til 2016. Það svona ákveðin punktur sem ég nota oft. Þá sem sagt sendir eldri stjórnsamtakaleiðenda erindi til Samkeppniseftirlitsins og bendir á að leigufélög sé að kaupa upp húsnæði til þess að hækka húsnæðisverð og hækka síðan leiguverð í kjölfarið. Skilur mig. Og við sjáum bara alltaf meira og meira hlutfall íbúð að fara til fjárfesta og fleiri að fara að leigja af því að það fólk, það þarf ekki greiðslumat fyrir leigunni. Það þarf bara að borga allt sem það getur og það það sem við heyrum að því að aðeins að tala fólk líka, ekki bara tölur Við heyrum þetta svo mikið á leiðinsamtökum að fólk það bara að neita sér mat síðustu vikuna í mánuðunum, þú veist, og það neiti sér allt og ef við síðan skoðum þetta líka og mér finnst bara, ég ætla að taka hennan punkt núna að ég búin að tala frekar lítið og ætla aðeins að ræða þetta. Félagslegt húsnæði sem að ef við gefum okkur og eigum öll rétt á því að hafa þak yfir höfuð í þessu landi, félagslegt húsnæði árið 2000 var 11% húsnæðislandinu. Þá teljum við með verkamannabústaðina, auðvitað. Það félagslegt úrræði. Sem þýddi þá að 281.000 manna þjóð var 30.900 félagsleg úrræði í boði. Spólum til 2023. Þá eru konið 3% félagslegt húsnæði. Ef við myndum taka með öll óhagnaðardrifnu þá væru kannski nálægt 6%, en það samt lítið. Við getum borðað saman við Danmörku sem 20%, sem dæmi. Algjörlega. En bara félagslega pæling sem þess að ríki og sveitafélög eru að bjarga fólki húsnæði, það komin í 3%. Það staðan í dag. Sem því 11.400 manns hafa aðgang að félagslega lausn í staðin fyrir 30.900 aldamótin. Það þýðir það kannski 19-20.000 manns sem hefðu átt að falla undir þau mörk að þurfa félagslega aðstoð við húsnæðisöflun, en fá hann ekki. Skiljiði mig. Og mér finnst þetta svo alvarlegt mál varðandi réttindum okkar til þess að hafa húsnæði. Og það má líka eins og ég segi, ég var að tala með leigufélögum, hvernig eru búin að hækka veð og setja fólk inn á leigumarkaðinn. Og það eitthvað sem við getum skoðað í samhengi við Heimavelli. Það kemur inn erlendur auðmaður frá Noregi, var það ekki? Kaupir upp Heimavelli og breytir í Heimstaðinn og fer að stunda þetta kaupíbúður og bæta við safnið og hækka leigu og fá meira og meira. Svo selur hann þetta eftir 3-4 ára markaðanum, ég held að sé svona ára 1,5 síðan að selur þetta og fer til Noregs með 40 milljarða af hagnaði af íslenskum húsnæðisbraski. Og þess vegna slær það mig alveg sérstaklega með fréttirnar sem hafa verið í gangi varðandi Jón Gunnarsson og hvalveiðismáli. Af því hvað undir niðri þar? Það einhver strákur miðaldra maður sem fastnaðsala og ætlar að fara að græða á íslensku braski og hann gleymir sér í græðkinu og selur bara ríkisleyndarmál í leiðinni. Þú veist, það gott að það ekki nuclear codes. Þú veist hvað hefur gerst þá? Hann bara svona ákæfin í að selja og græða og setjum þetta þá í samhengi eins og ég segi við Heimavelli. Viljum við svona inn á þetta ástand í dag? Mér finnst þetta absúrt og mér finnst við þurfum að átta okkur á því þegar braskið beint fyrir framan okkur. Má ég taka aðeins öðru sín nálgun á þetta og það alveg staðrind að heimilum hefur fjölgað meira heldur en íbúður uppbyggingin og það veldur skorti og það veldur húsnæðishækkunum sem húsnæðishækkun veldur verðbólgu og svo þarf að bregðast við verðbólgunum með því að hægja á hagkerfinu og eina tæki Seðlabanks að hækka vexti. Og hvað gerist, þú ert að tala um það, svona hvernig leigumarkaðurinn þróast. Hvað gerist þegar við þurfum að hækka vexti? Þá erum við að minnka tækifæri almennings til að kaupa. Og svo bætum við greiðsluskirðin núna á. Og við sjáum það bara að samhliða, og ég skrifaði grein þetta núna í sumar almenningu tekin og leik, að þá sjáum við bara, það verður alltaf erfiðara fyrir fjölskyldur að kaupa út af það að ekki aðganga fjármagni. En á sama tíma, út af því að skorturinn þá svo fyrirsjáanlegt að húsnæðisverð mun hækka, menn sjá það að fjölskyldunar eru miklu fleiri, bæði sem vantar húsnæði í dag, það sem kallum íbúðaskuld, og fjölgunin á þeim áfram mun verða miklu meira heldur en byggt. Hvað gerist þá? Þá ójafnvægi á milli þessu húsnæði sem verður að byggja og það sem vantar. Og þegar við lendum í því að heimilin get ekki keypt, það verið að byggja allar þessar íbúðir og þá kemur þeir sem hafa aðgang að fjármagni eru þá oft einkaaðilar
og þá þeir bara með tækifæri til að kaupa nánast ekki samkeppni við fjölskyldunar og það það sem að gerist í þessum aðstæðum við erum að horfa upp á og við sjáum það bara nánast allar nýja byggingar eru keyptar af aðilum sem leigja þær út þannig að það sem ég að segja skorturinn að við sem samfélag séum ekki að byggja nægilega mikið á móti þörfinni hefur alltaf ákveðna afleiðingar. Það fer allt úr jafnvægi og þess vegna skiptir svo miklu máli að vita hvar erum við, hvað þurfum við að gera til að mæta þörfinni. En þú ert sko engaðali, ekki Aflvaki enga Jú, við erum að fara í verkefni sem við erum að byggja. Já, en er þið ekki raunverulega að reyna að mæta þessari þörf sem að ríkið kannski, samkvæmt allavega mörgum, ríkið ætti að mæta þessari sem að ríki, sveitafélögum við þurfum þessi félagslega þörf svolítið. Já, það hefur bara áhrif á alla hópa. Það hefur bara áhrif á alla hópa ef við erum ekki að byggja nema kannski 3 íbúðir en þurfum að byggja 10. Þá sjálfsögðu hefur það áhrif á alla. Og ef við notum okkar sameiginlegu sjóð og segjum, við ætlum að styðja svolítið vel við þá sem að minna mega sín og þeir fá bara alltaf, segjum bara 100 íbúðir, miðað við það hlutfall að vera byggt 1000, svo bara byggjum við 200. Ef þú keyrir með sameiginlegu sjóðinu og kaupir þessu 100, þá verður svolítið að mynda svaka erfiða stöðu hjá hinum. Þannig alveg sama hvernig við spilum dæmið, ef við náum ekki að byggja nægilega vel, þá er alltaf einhver sem lendir í því og rauninni, skorturinn svo mikill að það lenda allir bara illa í því. Þetta miklu dýpra heldur þá, nú ætla ég að svara okkur mér finnst þetta eiga að vera aðalmál kosningana. Því að það sem við sjáum eftirfarandi. Eini möguleiki almennings og eini raunverulegu möguleiki almennings á Íslandi til að eignast einhvað á efri árunum ef viðkomandi á húsnæði. Og ef við skoðum meira segja bara aldurinn 25 ára til 50 ára, elsti strákur minn 25 ára og ég fyrir bara með að vera 50 að 91% og ef við segjum þessi 10 milljónir þá 9,1 milljónir hverjum 10 milljónum sem að þessi hópur allir landsmenn eiga það sem þeir eiga í húsinu sínu. Þannig möguleikinn til að safna upp sjóðum eða sparnað í Íslandi hann engin nema eigið húsnæði. Og núna erum við búin að keyra í nokkuð mörg ár þar sem að yngra fólk kemst ekki inn á húsnæðismarkaðinn langt í frá og þannig við erum búin að taka svolítið bara nánast heilu kynslóðirnar tækifærin fyrir þetta fólk til að eignast raunveruleika á Íslandi. Og ekki nóg með það, ef þú kemst ekki inn á markaðinn, sumir eru bara það heppnir þeir hafa bakland til að hjálpa sér. Þú veit með kannski 2 bekkjabræður og þeir leggja af stað og annar fær smá hjálp í upp og kemst inn á húsnæðismarkaðinn hinn ekki. Meira sér sá aðili sem inn á leigumarkaðnum, hann borgar kannski meira því hann að borga meðaltali 45% afsláttatekjum sínum bara í leigu og samkvæmt Hagstofan á bara húsnæðiskostnaðurinn að vera 30%. Svo hann eftir að borga hita og rafmagn og svo framvegis. Og hann nær ekkert í endan því húsnæðisverð hækka svo mikið, útborgunin hækka svo hratt að þegar hann er að leggja fyrir þá hækkar alltaf útborgunin og fasteignin verið hraðar heldur en hann nær að leggja fyrir og ekki nóg með það að ef hann ætlar að leggja fyrir og fá einhverja vexti því hann í erfiðleikum því verðbólgan svo há hann þarf að viðhalda peningunum ár frá ári að þá þarf hann að borga skatta á innistæðinu því það fjármagnstekjur. Þannig að þú sjáu hvað þetta rosalega ójafn leikur og þú kemst ekki inn á markaðinn, þú veist að það skal segja það og rauninni húsnæði bara þegar við erum orðin 65 ára þá bara húsnæði nánast allt það bara eigið féð okkar. En er það ekki upphaflega hugsunin fjárfestingu, það að segja fjárfesta í að húsnæði sé þá fjárfesting? Það svona segjum við það er reynið að koma til þess að koma almenningur fái þak yfir höfuð. Ég skil það, en ég bara pæli að því maður er bara hægt, það líka að það sé eitthvað svona núna alveg róttækt að einstaklingar geti fjárfest eða fest fésitt í húsnæði en svo bara að tala náttúrulega fjárfestingar eru náttúrulega bara þessi eignarhaldsfélög sem fjárfesta þannig að þetta búið spil svolítið með einstaklingarna og fjárfestinguna. Mér langaði að botna þetta og þú veist nú kemur að kjarnamálsins sem ég segi af hverju þetta á að vera kosningamálið. Því hvað gerist? Við höfum alltaf sagt að við sem svona samfélag með tiltölulega góðan jöfnuð að við erum að horfa á það að samfélagið er að skiptast í tvennt.
það þeir sem eiga fasteignir og sem eru þá, þú veist, í þeirri stöðu að eiga einhvað og svo eru hinir sem eiga ekki einhvað. Þannig að misskiptingin og ójöfnurinn, hann er að aukast og mun aukast alveg svakalega hratt út af þessu og það sem ég áttaði mig bara ekki á því ég byrjaði þessu verkefni, ég er búin að greina töluna mjög mikið, ég áttaði mig ekki á því, þú veist, skildi ekki almennilega húsnæði frumþörf, nú skilji ég það bara miklu betur og það hefur bara miklu dýpri áhrif á allt samfélagið okkar heldur ég gerði mig grein fyrir í upphafi að ef við erum ekki að mæta húsnæðistörfinni og við erum að hérna skal segja mismuna svona svakalega, þá eru við bara fundamentilega að breyta samfélaginu og það er engin okkar sem er að biðja það. Við kjósum okkur fulltrúa sem eiga að sjá þessa hluti og þeir eru bara ekki á góðum stað í dag. Já. Takk, þannig að það þarf virkilega kjósa, sko, virkilega meðvita þá einhverja flokka og geta þá kannski lagt almennilega spurningar fyrir flokkana til að vita hvort þeir séu, sko, meðan nótunum hversu alvarlegt ástandið er, sko, í alvörunni. Ég er ekki, sko, þú veist, allir geta þess að fara að tala kostningarnar og fleira, en mér finnst bara mjög áhugavert því ég hlusta á, það er bara mismunandi skilaboð. Það er eins og aftur eins og út af því að það er bara, og ég meina það ekki dýlt, það er út af því að það er einhvern veginn svona upplýsingagagna óreiða. Sumir segir bara sér nóg til að húsnæði og nóg til að lóðum og bara ekkert mál og þetta bara leysist alltaf sjálfu sér. Men aðri segja að þetta er bara djúpt vandamál og við þurfum virkilega að bretta með ermarnar sem sameinast öll. Og hvað er rétt? Ef við skoðum bara gögnin þá eru þau mjög skýr. Þetta er eiginlega stór merkildi. Mér finnst sko fleiri, ég var að tala hérna líka heilbrigðismál, það er svolítið mörg mál núna á okkar tímum einhvern veginn, þar sem að ríkir einhvers konar svona upplýsing og óreiða, sem að bara fólk á mjög erfitt með að finna gögn og vinna úr gögnum, þannig að bara til þess að vita hvað við erum að ræða þegar við erum að ræða húsnæðismál eða heilbrigðismál, hver vandin er, það einhvern veginn er þetta orðið svolítið svona, þetta er frekar flókið. Sjáðu bara eins og við ræðum bara núna aftur eins í, þetta er, og mér finnst þetta ekki fá mikla athygli og ég bara skil ekki að hvernig þetta fær ekki meiri athygli í kosningunum. Ef það fyrir fram sem horfir og við vitum það, til dæmis eins og landsvísu að HMS er að tala það að vanti 4.000-5.000 íbúður og ég reyndar með aðeins hærri tölu 6.600 í mínu tölum að því að þú veist íbúðaskuldin ég met hana að vera hærri og samsetningin á fjölskyldunum er að fara svo hratt inn út af því börnum er að fækka svo mikið að þau eru fleiri íbúður. Látum það að liggja á milli hluta. Skiptir ekki máli hvaða áætlunum við horfum á að raun uppbyggingin hún er svo langt frá því og hún er jafnvel, sko, þú veist 35% af því sem við þurfum sem við erum að tala það að samkvæmt mínum greiningum þá munum við ekki vera með íbúður ef við trendum og breytum ekki öllu eins og fram, horfið sem hver sem horfir, já, hver sem horfir að þá erum við einungis með íbúður fyrir 2 af hverjum 5 fjölskyldum. Þetta er bara svolítið mikið. Þrátt fyrir alla byggingakranana, sem sagt. Já, en við erum samt ekki að byggja með 2400 á landsvísu þegar við þyrftum að vera að byggja 4.000-5.000 og svona hefur bara vantað í langan tíma. Við erum alltaf að tala um að það vanti þetta magn, en við erum svo bara að byggja allt annað. Meðaltalið til dæmis síðustu 10 ára hefur 2400 og ef við skoðum höfuðborgarsvæðið þá er meðaltalið 1600 íbúður sem öll 6 sveitarfélögin er að byggja og það er svolítið partur af vandamálinu að við tölum eins og höfuðborgarsvæði því höfuðborgarsvæði er 65-70% eftir hvernig við horfum á það af öllu svæðinu og þar hef ég svolítið verið að fókusera á. Ef þú ræðum öll 6 sveitarfélögin þá er þau vola ána með sitt framtak en svo þú skoða samfélagsþörfina þá er hún bara allt önnur og þetta er svolítið það sem við sem samfélag þurfum að koma okkur saman hvernig hjálpum við þá sveitafélagunum að fá hvata og taka tillit til þarfir samfélagsins í heild sinni ekki bara einstaka sveitafélag því þeim er svolítið sjálfval sett hvernig þau keyra á það og hver er afleiðingi til dæmis eins og bara verið höfuðborgarsvæðið við erum að sjá það að barnafólk og fólk bara yfir höfu sem er að vinna í höfuðborgarsvæðinni. Það er því miður bara að flytja stað lengst í burtu og þarf að keyra langar leiði til að fara á vinnu.
hvað áhrif hefur það? Til dæmis hjón sem að sko búa einhvers staðar og bæði hámenntuð á þá annað er að bara fá að sækja vinnu því hitt að sækja leikskólan í því þorpið sem það er í út fyrir jaðarinn. Þetta er svo rosalega stórt og mikið, sko miklu dýpra heldur en umræðan einhvern veginn nær. En Húsnæðis- og mannvirkjastofnun getur hún, nú erum við bara að greina og við þurftum greinilega að að þessum eru tímabundum við kannski getum ekki verið alveg of lengi að sko það væri freistandi með ykkur þrjá, það væri freistandi að búa bara til plan, sem þetta ekki bara að greina vandan, heldur bara hvernig við eigum að eiginlega komast út á rónum, þegar þið eru svona fulltrúar eiginlega fulltrúar ólíkra heilda. En ég hugsa að við komumst ekki lengra en allavega að reyna að greina vandan. Hvað segir svona Húsnæðis- og mannvirkjastofnun þessar upplýsingar sem að einstaklingur sem er með einkafyrirtæki þú ert raunverulega bara að greina, það er ekki að biðja þig það sem sagt, en þú ert bara á fullu að greina tölur og þú ert hagsmunaaðili, þar að segja að þú ert að selja fólki húsnæði sko, við erum að undirbúa þróun og uppbyggingu á húsnæði. Já, en ég er að meina sko, þú veist, ætti ekki, ég er ekki að segja að þetta verður einhver aðskilnaður, það er bara gott að allir gera það, en hefur sem sagt þessi nýja stofnun, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, hefur hún einhvern veginn bolmagn til þess að fara út í alla þessa þætti eins og lýðfræðina, skoða allt þetta, þú veist, er bara nógu mikið af fólki að vinna og er beiðnin svo, að þið séu virkilega bara að kortleggja þetta og pæla leiðunum og gera aðgerðaáætlun og... Já, við teljum það. Við erum með bolmagn bæði innan stofnunarinnar og svo erum við líka að treysta sveitarfélögum á að, sko, við erum búin að vera láta þau gera sínar húsnæðisáætlanir, hvert og eitt af þessum 62 sveitarfélögum sem eru á Íslandi, að meta hvað þið halda að telja íbúðaþörfin þeirra sé, svo tökum við það saman og við metum þá íbúðaþörfin í öllu landinu út frá því, þannig að við erum svona að dreifa þekkingunni, þú veist, og svo tökum við þetta saman og niðurstaðan er bara svo, eins og Siggi var að segja, þetta eru 4.000 til 5.000 íbúður sem þarf að byggja og við vitum líka hvað virkar. Við erum með fullt af aðgerðum sem að hið opinbera hefur ráðist í og það hafa virkað misvel og sumar betur en aðrar og það sem við sjáum er að þessar aðgerðir sem að stuðla að aukinu uppbyggingu og þá er að tala stofnframlög sem eru til með lögum almenna íbúðir sem var frá 2016 og fyrst að tala 2016 hér og þá var svona tekin pólitísk ákvörðun að endurreisa félagslega íbúðakerfið í einhverju mynd. Þetta er svona kannski óhagnaðardrifna segi ég en það, þú veist, fólk sá það að leiguíbúðir á viðráðanlegu verði það er mjög mikilvægt að þær séu til og við höfum verið að veita stofnframlög, það er að segja við erum að veita fólki styrk til þess að byggja slíkar íbúðir. Þetta geta verið sveitarfélög, þetta geta líka bara verið einkaaðilar sem eiga sjálfsegna stofnanir, bara búa til sitt félagaform, þau bara mega ekki hafa hagnað af þessum íbúðum að leigja þessar íbúðir út. Og þetta hefur bara virkað mjög vel. Þessi leiga í þessum íbúðum er miklu lægri heldur en leiga á þessum hagnaðardrifna markaði. Klárlega. Og við bara mælum með því, okkar svona ráð til stjórnvalda er bara að nýta sér þetta úrræði, að stuðla að aukinu uppbyggingu og hagnaðardrifna vegna þess að sérstaklega á landsbyggðinni þá getur hún verið svona ákveðin stökkpallur í að byggja alls konar íbúðir. Við ímyndið ykkur bara lítið sveitafélag og það er verktæki að byggja heina blokk. Ef að 2 af þessum íbúðum í blokkinni eru óhagnaðardrifnar og hann fær styrk frá ríkinu til þess að byggja þessar 2 íbúður, þá er hann komið með einhvern styrk til þess að klára grunninn fyrir hinar 9 íbúður eða hvað sem þær eru þarna í blokkinni líka. Þannig þetta getur stuðlað aukin uppbyggingu á alls konar íbúðum. Við erum líka búin að tala hlutdeildarlán sem eru mjög vinsæl og við erum að veita sem eru skilyrt á svona nýjar byggingar, þannig að fyrir hvern sem sækir hlutdeildarlán þá þarf að byggja eina íbúð og hún þarf að vera með viðráðanlegan kostnað, þarf að vera hagkvæm og við höfum hvatið þess að þessi lán séu veitt út á framkvæmdatíma, það er að segja þegar byggingaraðalarnar, þegar þá vantar sem mestan pening til þess að klára þessa uppbyggingu.
þannig að það eru margar lausnir til þarna. En ég heyri að það svona 2016 hefur orðið einhver vendupútur, þá hefur orðið ljóst að þetta svona vilda vestri og hérna láta markaðin bara kannski húsnæðismálin að mestu að þá hefur það ekki alveg, ég bara ekki sammála því bara langt frá því því að sko ef við aðeins bökkum tilbaka og aftur ég svolítið mikið alltaf fókusar á höfuðborgarsvæði, þú veist að það stórt en það ávið ég er að meina hann er að mæla fyrir ekki félagslegur uppbyggingu aðhlut, óhagnaðardrifnum samfélagslegum óhagnaðardrifnum en aðeins þú veist hafið huga þegar ég svara núna að meðganga okkar barna er 9 mánuðir vitið hvað meðganga húsnæðisuppbyggingar það er 18 ár Þú veist, ef við tökum bara að reyna hvað íbúður eru, þú veist, að meðaltali lengi deiliskipulaginu, þá er það 15 ár og svo tekur 2,5 til kannski 5 ára að byggja, en gefum okkur bara í kringum 2, þá er þetta að tala um 18 ár og af því að lóðaframboðið á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki verið í takt við það sem þarf að byggja. Þannig að það hefur ekki verið nægilega mikið í undirbúningi til þess að mæta þessu. Og partur af lausninni við þurfum að vera með miklu meira undir, þetta eru 6 sveitafélög, til þess að ná að rampa þessu upp. Þetta er ekki auðveldlega bara rampað upp, þetta þarf mjög langan tíma og samsett átak. En er það þá að sveitafélögin og ríkið hefur selt undan okkur landi þar að segja? Það sem það er bara ekki nægilega mikið í gangi og það þú veist, því að skal segja, það er mismunandi sín hvort við eigum að þétta eða brjóta nýtt land eða bæði. Það er bara heilt yfir. Við erum bara ekki búin að vera og þarna koma sveitafélögin inn. Sveitafélögin eru að stjórna lóðaframboðinu. Hlutverk sveitafélaga þegar við komum á húsnæðismarkaðnum, þá hefur við þessi samfélag setta svolítið á sveitafélögin að stuðla að jafnaði húsnæðismarkaði. Hagkvæmri uppbyggingu og húsnæðisöryggi. Hagkvæm uppbygging er ekkert endilega bara niðurgreitt húsnæði eða félagslegt húsnæði, það er bara heilt yfir. Og hagkvæmt húsnæði er erfitt að ná þegar svona mikill skortur á húsnæði ójafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. Þannig að þetta sem að svona mér finnst vera brotalömin við höfum ekki verið nægilega að horfa á þörfina og undirbúa okkur nægilega vel með nægu magni af lóðum sem þurfum að vera með til En ég skil samt ekki akkur ósamál honum þá að það sé ég vel jákvætt að stuðla að óhagnaðardrifnu Ég var ekki ósammála því þá bara miskildi ég ég er alls ekki ósammála því við þurfum að huga að öllum hópum og til dæmis við þurfum ekki bara ein lausn við þurfum að huga að öllum hópum og En við þurfum heildarsýn, þú ert að meina það þarf miklu meiri framsýni Já, miklu meiri framsýni og við þurfum að undirbúa okkur þetta er ekki einhvern veginn bara hlutir sem að getur hrist fram á ermina á núleitni og þess vegna skiptir svo rosalega miklu máli lesum gögnin skiljum gögnin og þess vegna skiptir svo ótrúlega miklu máli í allri umræðu að hún sé byggð á gögnum og gögnum þá mest megnins frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun og er það ekki fjársvelt stofnun er það svona bara, fær hún alveg bara Hún er náttúrulega bara undir aðhaldi eins og allar aðra stofnanir og við erum með fólk sem bæði er það mjög gott í því sem það gerir og svo er það hefur það líka ástríði fyrir því sem það gerir og ef við fengjum meira fjármagn þá getum við gert meira en hvort séum fjársvelt ég veit ekki, það verður einhver annar við erum allavega undir miklu aðhaldi eins og allar aðra ríkisstofnanir sérstaklega núna þegar ríkisstofnanir eru að reyna að skera á fjárlagahalla þannig að við þurfum bara að haga vindum eftir segli og seglum eftir vindi segi ég og reyna að fókusera á það sem er bara okkar megin markmið en við allavega höfum náð að gera finnst mér ansi margt við þannig pening sem við höfum fengið á síðustu 4 árum og ég vona bara að við getum gert ennþá meira á næstu árum. En greinlegt að þörfin er fyrir hendi þetta er einhver grundvöllur ykkar starf þannig fyrir þessa framtíðarsýn og gagnaskoðurinn miðlunin sem að HMS er að gera hún er bara góð það geta allir séð það að við erum langt frá því að ná að byggja upp í það sem vantar við erum langt frá því að ná því á næsta ári við erum langt frá því að ná því á þar næsta ári þeir geta spáð fyrir okkur fram í tíman
Þannig að skal segja, við erum bara ekki nægilega vel að horfa á þetta og það bara verulega mikið sem vantar upp á. Þetta snýst svolítið kannski að fara að fá stjórnmálamenn sem fara eftir gögnunum og actually byggja eins og þörfur á þetta ekki. Við erum með gögn sem sýna að þurfa að gera ákveðna hluti mörg ár en þeir eru ekki gerðir. Þannig að þetta snýst kannski svolítið bara það. Mér langar svolítið Yngvi Ómar til þess að biðja þig að segja svona hvar þú sérð fyrst við erum í greiningunni eða bara hvort kannski ef þú byrjar að tala lausnina en ég var að hugsa Jónas, þarf þú ekki að fara? Jú, tímabundin. Já, tímabundin. Þá langaði mig bara til að vita ef þú vilt fara og ég má þakka þig fyrir og ef þið viljið sitja bara við höfum 7 mínútur í viðbót gera það? Jú, takk fyrir mig bara. Þá segi ég bara kærar þakkir Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Takk fyrir að koma til okkar og greina vandan og svo leysum við hann, eða þið leysið hann svo í framhaldinu. Takk fyrir. En við höldum áfram inn í smástund fyrir Rauðaborðið og það hjá mér eru Yngvi Ómar Sighvatsson, starfandi formaður Leigjendasamtakanna og Sigurður Stefánsson, framkvæmdastjóri Aflvaka og þið hafið nú bara látið í mig stór orðfalla náttúrulega hversu mikilvægur þessi málaflokkur og kannski hefur nú komið fram fyrst mér í þessu spjalli hann eiginlega ennþá mikilvægur en mann hefur skilist svona núna fyrir, ef maður ætti bara ekkert að hafa fylgst með og koma inn í það sem búið af kosningabaráttunni þá heyrir maður auðvitað marga að tala um húsnæðismálin en þau eru ekki beitt sett í samhengi. Það þarf að tala um þróun húsnæðisverðs líka. Hann sendir nú bara sjálfur tíminn hann Jónas bara í gær staðfesta tölur um þróun húsnæðisverð frá þeim en ég sé líka bara í dagblöðum frá aldamótum að 2 herbergja íbúð kostaði 4-6 milljónir. Tölur frá HMS sína 6-7-8 milljónir, svona meðalverð á 2 herbergja íbúð frá 60 til 80-95 metrar. Í dag kostaði þessar íbúður 60 milljónir. Þannig að þetta tíföldun á verði frá aldamótum. Ég miða svolítið á aldamótuna því að þá fæddist barnið mitt og þetta er svona tími sem að ég keypti eigin íbúð og ég ætla að taka hana sem dæmi því þetta er svo gott dæmi. Ég og basmóðu mín, við byggum vorum að leigja niður í Skipasundi og vorum búin að fá okkur svona sýningar sefurhund og var gaman. Nema hvað allt í hennu tekur eigandinn sem var búin að samþykkja við fengum okkur hundin sem við keyptum dýrum dómum. Hann segir við megum ekki vera þarna lengur en hann vill ekki hund. Þá allt í hennu segi ég við kærustura, eða konuna mína, ef ekki bara kaupa okkur íbúð. Bara dettur það í hug. Jú, gerum það bara. Og það var bara minnsta mál í heimi. Ég átti engan pening. Ég fór til Lindu Frænkum, hún lánaði mig 500.000 kall í víxil, skrifa upp á víxil, ekkert mál, borgaði það út og keypti á Langholti 178. Ég ætla að taka fram númerið þannig að fólk getur bara að sé þetta sjálft. Keypti þess að neðri sérhæð í tvíbýli, voru 4 svefnherbergi, 1 frekar lítið en 3 mjög góð, stofa og hún var cirka 120 fermetrar. Ég keypti hana á 4,9 milljónir, skiljiði mig. Svona íbúð kostar 80 milljónir í dag, skiljiði. Þannig að, og ef við síðan skoðum líka bara lágmarkslaunum aldamótin voru samkvæmt allavega Jóhanna Sigurðardóttir lagði fram þingskjal eða ályktun eða frumvarp til laga á Alþingi 2000 þar sem hún leggur til að veri lögfest lágmarkslaun í 112.000. Þannig við getum gefið okkur að lágmarkslaun hafi verið kringum það. Í dag eru lágmarkslaunum 450.000 kall og af þeim tekin 65.000 krónur í skattur. Þannig að þið sjáum gríðarlega mun á milli húsnæðisverðs og launaþróunar. Og síðan þegar við sjáum að allar þessar íbúður voru bara byggðar á leigumarka og sjáum að séreigna hlutfallið fari úr 60% aldamótin upp í niður í eitthvað úr 90% fyrir niður í 60-70% núna, skiljið, og að íbúður eru ákveðin byggðar sem svona bara leigutækir þá þetta eitthvað mikið farið úrskeiðis, skiljiði mig. Og ég vil segja að vandamáli sé það og ég spyr ykkur bara einhver vara sem þið vitið á markaði almennt sem seld án þess að tengjast á neitt nátt kostnaði við hana. Þú ert að leigja út húsnæði og eina viðmiðið við leiguverðið hversu mikið getur leigjandi borgað. Og þá ég að tala um leigjandi sem kemur og býður best. Þannig að þetta fara að hafa áhrif á fólk sem hefur ekki góða tekjur. Og mér finnst þetta bara svo alvarlegt mál að það sé búið að raun og veru að því eins og ég sagði á hann, samfylgnin á milli leiguverðs og húsnæðisverð, hún tvöföld hérna á annars staðar. Sem sýnir það bara að vera að græða á neyði leigjanda og þannig vera að hækka. Að því ég veit alveg ekki að skorturinn aðalmálið, en þetta líka stórt mál, þú veist. En já, líka bara hvað á að gera það, því nú eru svona ýmsar kannski lausnir nefndar í
varandi leiguhúsnæði sko, bara út af fyrir sig, fyrir leigjendur burtséð frá þeirri hugsun að þeir eignast sjálfur, en það er svona leiguþak og það eru leigubætur og það hefur verið svona, þetta bara plástra svona? Sko við erum búin að leggja tillausn sem að leysir nokkur mál, við erum búin að birta hana, sko ég er náttúrulega tölvuleikjahönnur og vinn mikið við gervigreind og ég vann þetta með gervigreindinu og út frá ákveðnum hugmyndum sem hafa verið í Leigjendasamtökunum smá tíma og notaði til þess lög frá Alþingi 1992 sem raun og veru gerir það sama á Alþingi Íslendinga gerði á þeir ári. Það ákveður sem sagt að við höfum fullt af leiguíbúðum og við viljum leigja þær út á þess að sé misnotkun á því. Þannig að þeir skapa ákveðin grundvöll sem miðað við brunabótamat íbúðanna, hvað kostar að byggja hana. Og það er kerfi sem við raun og veru við viljum fá kostnaðartengingu leigu. Það sé ekki bara einhver sjálftaka að því eins og ég segi, ég meina ef við getum komið dæmi einhverja vörumarkaði sem er bara enga tengingu við kostnað auk þess ríkisstyrkt, við erum að tala 9,6 milljarða fyrir venjulega leigjendur, ekki félagslegt í fyrra. Veist, þetta er eitthvað alvörsambandi, skiljið mig, það er bara að vera að græða á mikið á fólki og við erum að skjóta okkur í fótinn, þú veist. Þannig að, og svo bara skoðum og hvað er það að gera? Er það hægt að setja lög bara? Já, það er bara að hemja leiguverð, búið mál. Það bara þarf að festa niður hámarklegu. Það þarf að miðana við kostnað og ef að þessi leigusalar, því að það eins og við segjum, langflestir eru að kaupa íbúð til að leigja núna, þá þurfa bara að leiga fólki að kaupa íbúð til að búið mál, þú veist. Já, ég nú er komin inn hálf pólitíska braut. Algjörlega. Og ég ætla bara að vekja athygli á því að þegar það er svona mikið ójafnvægi á milli framboðs eftirspurnar og gefum okkur bara það, þú veist, að við undum allt í einu, við þurfum 1 milljón bleiur á mánuði sem samfélag og allt í einu bara byrjum að flytja inn 100 bleiur. Hvað gerist á? Bleiur verður ríkur upp á öllu valdi. Punkturinn er þessi að lausnin felst í því að mæta þörfum samfélagsins og það er alveg mjög skýrt. Við erum ekki smá frá því, við erum ekki langt frá því, við erum lengst frá því og þegar við sjáum bara tölurnar núna og vandamálið er bara safnast upp á fleygiferð, það er ekki eins og að verði bara svona, við sjáum það bara á næsta ári, þá erum við bara framlega 2400 og HMS er að tala 4-5.000 án þess að borga skuldina og svo árið þar á eftir. Þannig við sjáum þetta bara, þú veist, að þetta heldur bara áfram að vera að hlaðast upp. En við höfum verið að mæta kannski þá hugsanlega þörfum markaðarins en ekki þörfum samfélagsins eða hvað. Það sem við erum bara að fara fram á að það verið tengt, sko, eins og ég segi, það verið tengt kostnara sem geta græða endalaust. Af því þegar við getum grætt endalaust einhverjum öðrum og þegar við sjáum Facebook-hópana, fjármálatips og hvert sem við fyrir bankar, næst í bankarákja, hann mun segja þér eða pening fyrir til þess að leggja inn á bók, hann er ráðlegur frekar að kaupa íbúður en að græða á leigjendum. Þannig að þetta er búið að vera kapplaup og þeir eru að keppa að kaupa íbúður fjárfestarnir til að leigja og nú er ég bara að tala svona almennt, þú veist, og fólk getur ekki keypt. Og þetta er bara eitthvað sem maður verður að laga og það ég veit alveg að það er skortur og skorturinn er aðalmálið en það að skorturinn leyfi fólki á okkur og öðru fólki, það er vandamálið og það þarf að hemja það skortstaðan á markaðinu sem notu til þess að græða á fátækasta fólki landsins og það er bara nákvæmlega það sem ég er að tala og ef þú skoðar hérna, þú veist að það séu 20.000 minni færri Íslendingar í 100.000 manna meira þjóðfélagi sem hafa ekki aðgang að félagslegri lausn, það er bara skömm það er bara það sem ég er að segja. Já, ég er ekki mótið þér, ég var bara að benda á það þegar við horfum á og tölum lausnir, það er engin töfralausn nema það bara við þurfum að byggja, það er bara alveg skýrt og okkur vantar fleiri íbúðir og það er það sem við þurfum að bregðast við. En ertu ekki líka samt að segja á þann, það er ekki bara nóg að byggja, það verður líka að líta á þetta langa ferli, það er að segja að það verður að byggja með einhverju heildarsýn í huga jú, og þá náttúrulega kannski lítur að koma pólitísk sýn eins og þú ert að nefna, bara fyrir hvern er verið að byggja og er verið að nýta sér þú veist, öll þessi hús sem eru byggð hagnast það bara verktökum og Ég kom inn á góðan punkt sem ég nefna hann. Mér finnst það svolítið góður þetta með verktakana og lóðaskort í Reykjavík. Mér finnst það mjög áhugaverður punktur sem við ræddum í samtalum daginn að sko nú er lóðaverð og það er eitt versta skref í lýðræði sögunni bara í mínum huga þegar það var tekin réttur af Íslendingum til þess að hafa aðgang á lóð. Árið 2003 að fram að þeim tíma hafðu Íslendingar bara
rétt á því að hafa lóð til þess að byggja sér húsnæði og fólk gerði það umörpum, það byggði fyrst bílskúrinn og bjóði í honum og byggði síðan húsið, þetta var bara æðislegt. Þannig að þegar þið taka þennan rétt og setja hann bara á hendur fárra sem fá að kaupa íbúðir og halda lóðir og halda á þeim í einhverju svona spennitrauju ástandi og svo verktakarnir í dag þeir standa frammi fyrir því að vera kannski búin að vera með fyrirtæki lengi og þurfa að mæta afar kostum með það ekki, Sigurður, menn þetta er það sem við sjáum á markaðnum. Já, það vantar lóðir, það er bara við erum að sjá fyrirtæki sem vilja byggja sem get ekki byggt, það er bara þannig. Hverjir eiga þá voru þetta tekið frá almenningi yfir til verktaka? Nei, út af því að það er bara ekki nægilega mikið af lóðum í umferð til þess að við getum haldið dampi og rampað upp. Og þegar þú ert í, til dæmis þegar þú ert minnið rekstur, þú veist þá þarf þetta að horfa til lengri tíma og vandamáli er það að þú getur ekki séð fram á það að þú fáir lóðir til að byggja byggingu eftir byggingu í langan tíma, þá þorir ekkert að færa þig úr 50 starfsmennum í 150 eða 200. Þú verður að hafa eitthvað fyrirsjáleika og það er svolítið svona partur af því að við þurfum að byggja hann upp og öll sveifla, hún er bara ekkert góð og við erum svo rosalega sveiflur, eitt ár er bara allt í botni, svo allt í bremsu og það er svona partur af því sem við þurfum að skoða og sem samfélag þá að horfa á gögnin, greina þau, skilja þau, ok, þetta er það sem við þurfum að ná þá er það bara skýrt fyrir þá sem að hafa með að ráða, sveitafélögin og pólitíkina við þurfum að tryggja þetta magna íbúðum, hvernig gerum við það og við getum ekki byggt nema að vera með aðgang á lóðum. Þannig að það þarf að ræða það. Svo þarf að ræða, þétting að brjóta nýtt land eða bæði, hvernig nýtum við þá innviði sem við eigum, hvernig getum við gert það sem hagkvæmastan hátt. Þurfum við núna þegar öll aukning er bara fullorðnir að byggja alltaf leikskóla og skóla í hverju kerfi er ekki svona þarfirnar aðeins að breytast horfum á svo þær eigum við að vera að byggja núna sömu íbúður, sömu stærða íbúðum eins og vorum að gera fyrir 20 ár þegar kjarnafjölskyldan var fullandi pluss kannski 2-3 börn þegar við sjáum það núna meðal fjölskyldan er minni og það er svolítið partur af því ég horfa á þetta uppbyggingin sem er verið að, og það er það rammi sem oft sveitafélögin setja uppbyggingaraðalunum þú þarft að byggja ákveðmarka 2, 3, 4 og 5 byggja við vitum það að það er eftirspurn eftir ákveðnum íbúðum minni íbúðum sérstaklega en þú ert komin í kannski stærri íbúðum það er ekki nóg með að fasteignin verður hátt þá ertu kannski ekki með íbúð sem að henda þig til að kaupa og það er svolítið það sem ég hef verið að skoða á í greiningum mínum að hagkvæmast að fara inn á markaðin og kaupa einingu til að leigja eru svona aðeins stærri einingar því þá getur gert herbyggislegu þannig það er líka vont að við erum ekki að byggja rétt við erum að byggja rangt í að við erum að sjá einmenningsheimili fjölga alveg svakalega, balleysum heimilum fjölga og við erum að sjá fram á það til þess að sjá þetta nýjar íbúður, viðbútar íbúður á markaðin næstu 15 árin það eru 9 af hverjum 10 íbúðum sem verða fyrir balleys og fjölskyldur og verðum þá verið við að byggja eins og í gamla daga miðið við svona þetta hljóma svona eins og reglugerðin og einhvers konar svona lagarammi og reglugerðarammi sem við séum orðin úreltur og séum einhvern hátt að eða sveitafélögin eða hvað og ríki en svo séum við ekki svo vanti sem sagt reglugerðir eða lög sem að varða einmitt bara hvert við stefnum og hvernig samfélag og jöfnuðar eða ekki jöfnuðar eins og leys og vantar það punktur sem ég kom inn á áðan eins og því ég var að tala öll rýni öll svona vinna að spá fyrir þróun og hvernig við munum þróast sem samfélag ég er bara í vandræði með að finna gögnum þetta ég finn mér segja gögnum sem 2 ára gömul það sem til dæmis sagt í svona þróunaáætlun aldursamsetning þjóðar hefur ekki áhrif á íbúðaþörfum og þar alveg sleppum að greininni það sem ég er búin að vera að tala núna þetta er bara í grunngögnum sem eru lagð þá fyrir sveitafélögin og þróunaraðila það sem ég er að sýna ykkur fram á það er bara himinn og haf það sem er að gerast og drifkraftin sem koma vegna öldrunar og annara samfélagsbreytinga eru bara ótrúlega mikil. En af hverju heldur þessi skilningsleysi eða skortur á greiningargögnum og svona sé fyrir hendi, veistu það? Ég bara er ekki alveg nægilega gott svar en ég sé bara allur fókusin til dæmis er bara samgöngur.
ég bara tonna gögnum sem ég get fundið samgöngur hjá þessi sömu aðilum, en ég get ekkert fundið samfélagsþróunina. Þannig að það er það sem ég að benda svolítið á og draga, og þess vegna er svo fastur í því, mér finnst það svo áhugavert, lýðfræðin, hún skiptir svo ótrúlega miklu máli þegar við komum að húsnæðisuppbyggingunni og við verum að horfa svolítið vel til þess. Sami mannfjöldi, ef við spáum því og þú ert ekki með rétta forsendur, þá getur við spáð því að vanti helmingi færri íbúðir heldur raunverulega vanta og þarna er svolítið potturinn brotinn og eins líka þá þegar við erum að segja við þá aðeins sem eru að byggja markanum, það er ekki allir einhvern veginn spá í líffræðinu og samfélaginu. Þeir eru að sagt, já, hérna þú færð að byggja en þú ert að byggja svona íbúðir. Þá er viðkomandi kannski að leggja allt sitt undir að byggja íbúðir sem er erfitt að selja þegar eru tilbúnar, því það er ekki þörf fyrir það. Það er þörf fyrir ákveðna tegundar íbúðum, ekki þessar. Þetta hjálpar allt saman og hvað gerist þá aftur eins og ég var að segja? Þá allt í einu, frábært tækifæri því að með því að fara í herbergislegu þá getið fengið ennþá betri ávöxt. Og þetta skiptir alveg ótrúlega miklu máli þegar við horfum áfram. Þess vegna hef ég verið að tala um það svolítið og í þessum greinum sem ég hef verið að skrifa. Við þurfum að byggja hraðar, meira, við þurfum að byggja rétt. Og það er ótrúlega mikilvægt, eins og segi, ég er fann að hljóma svo rispuð plata, að við þurfum að skilja og lesa gögnin. Það skiptir bara svo ótrúlega miklu máli. Og við þurfum að hafa gögnin fyrir hendi, þannig að það má segja það er ekkert skrítið að pólitíkusar séu kannski þá finnur þú kannski til samúðar með þeim eða þeir eru að reyna að átta sig á gögnunum og gögnin svona rugglingsleg. Við erum bara að tala um það er að koma gögn og fleiri inn í flóruna sem bara standast ekki í skoðun. Bara mána gamlar og fleira og ég bara svona, Við skulum ekki neitt að tala illa um húsnæðis- og mannvirkjastofnun því að Jónas allir farin, en er það þá ekki frá mannvirkjastofnun? Það er ekki frá þeim. Nei, það er bara önnur gögn. En ef þú skoður bara gögnin frá þeim, þau eru, og þeir eru að gera vel, ég ætla bara að segja það, Jónas er farin. Og skal segja og eru á bara mjög flottri leið. Og mætti greinlega bara efla en þá eins og flestir ríkisstofnunum. Já, er virkilega flott. En þú ert að meira þá gögn sem koma annars staðar frá jafnvel hagsmunaaðilum sem að búa til þessi gögn. Pólitík og fleira. Það er bara greina að skrifa fleira og vitna í gögn sem bara standast ekki í skoðun og þá er kannski, í eina rásina koma gögn og svo í aðra rásina koma önnur gögn og þeir tala ekki saman. Já, og engin kannski til þess að greina á milli að þetta eru, sem sagt, opinber gögn. Leikmaður sér þetta ekki. Nei. Það er það sem að gerist. Þetta er bara eins og þú flettir blað og veist ekki hvað er auglýsing og hvað er umfjöllun. Það er líka bara gott að hugsa þessum fólki, þú veist. Við eigum, við þurfum og það er ekki, bara tökum smá dæmi hérna, þú veist. 2021 var hægri ríkisstjórn í Svíþjóð og það var sem sagt Stefán Löfgren forsætisráðherra og hann leggur til að það veri tekið að því að leigjendasamtökin þar í Svíþjóð sem heild semja fyrir við eigendafélagi eða hvað sem það er kallað leiguverðshækkanir hvers árs, skilurðu. Og hann leggur til að þetta verið tekið úr sambandi og leigusölum verið heimt að semja bara beint við sína leigjendur. Hann þurfti að segja sér. Af því að fyrir sænska þjóðfélagið, og ég vildi óska þess að við varum eins, þá er þetta bara grundvallir réttur að hafa aðgang á húsnæði. Og hann er ekki virtur í Íslandi og ef við skoðum bara húsnæðislög 1998 sem segir sveitarfélög Íslands að þeim beri að hafa frumkvæði að afla fólki í húsnæði. Ekki bara þú veist, þegar þú leita til þeirra heldur þú segir, vantar húsnæði, við komum bjargaðir. Það er frumkvæði í mínum huga, skiljiði. Og þau bara virði þetta ekki og við sáum þetta í fréttunum fyrir nokkrum árum. Það var fólk, kona á Reykjanesinu sem bara, hún var í húsnæðistörf, fætti sveitarfélagsins og vill þeir uppfylli þessa lagaskyldu sína og þeir segja bara, nei, við skulum setja börnin inn í fóstur. Þú veist, þeir muni eftir þessi fréttunum, það er ekki svo langt síðan. Og það sem við erum að heyra núna, bara ég heyrði þetta í gær, það er önnur manneska, önnur kona á Reykjanesi sem er að lendi þessu aftur í dag, að það bara verið að bjóða, en ég er kannski ekki að tala alfarið að því og eftir að fá staðfestinguna á því, en það er það sem ég er að heyra líka. Það er að vera að níðast á mikið á fólki og vera að græða á mikið á bökum fólks, hvort sem að þú ert að selja íbúðir með rosalega álagningu því að íbúðakostnaður að byggja hvert fermetri, hann er bara 500-600.000 en hann er seldur á 1 milljón. Þannig að þú ert að græða þar alveg óþarflega mikið líka og það þarf bara aðeins að fara að hugsa að þetta er grunnþörfin okkar, við þurfum öll á þess að halda og þetta þarf að vera í lagi. Og við þurfum að biðja þá stjórnmálafólk sem fyrir á Alþingi næst að bera hag almennings fyrir brjósti og
afla sér sko almennlegra gagna sem eru hérna og lesa í sundur Já, eins og bara til ítrykka sem ég sagði áðan hérna, ég held að hérna sveitafélögin talar við þau eitt og sér og þau eru mjög stolt að því sem hafa verið að gera og þau hafa mörg hver verið að gera virkilega vel en þegar við, til dæmis eins og höfuðborgarsvæðinu ef við leggjum svo bara saman summuna eins og hjá þessum 6 sveitafélögum og berum svo saman bara við samfélagsstörfina, þú veist að þá erum við að tala bara mannfjölda aukningu og svo framvegis þá bara himinn og haf að það sé að ná upp í það sem við þurfum og þess vegna eins síst þarf bara við öll að hjálpast að og til þess að geta gert það aftur þá þurfum við svolítið að vera sammála hvað erum við, hvað þurfum við að gera og hvernig gerum við það því þetta verður ekkert gert með einni töfralausn við þurfum að gera þetta mörgum áttum þetta mun taka langan tíma en ef við vöndum okkur hvað við erum að gera ef við vöndum okkur þannig að við sem að byggja rétt ef við vöndum okkur þannig að við sem að nýta innviðinu sem við höfum nú þegar ef við vöndum okkur núna og pössum að við höfum samgönguna líka að leiðarljósi þetta allt hlutir sem við þurfum svolítið að horfa það ekki bara gott að vaða stað og svolítið einu plástra eftir á það bara hjálpar engum ekki vaða stað og byggja bara eitthvað Já, það sem ég segja þannig við þurfum svolítið eins og síst og átt okkur á því hvernig við gerum þetta en það alveg ljóst að það vantar rosalega mikið upp á og eiginlega bara sláandi mikið upp á og bara þú veist það sem við erum að horfa á þetta ekki að fara að lagast við sjáum það bara framöndan að þetta bara langt í það og aftur þegar við erum að tala það að þetta fara að hafa þau áhrif á samfélagi sem við búum að það orðin bara risa misskipting það enginn sem að biðja það að hafa stéttaskipt samfélag á Íslandi við viljum það ekki en það það sem að gerast núna við erum bara alltaf komið með hóp af fólki sem á mikla fjármuni og hóp sem hefur ekki fjármuni og við erum bara ekki að skapa börnunum okkar tækifæri það það sem að við viljum hafa samfélag þar sem fólki ekki við tækifæri til þess að koma sér eins í taka við höfuð en þegar þú lendir bara í því að þú nærði ekki strax í upphafi lendir inn á leigumarkaðum og 45% fyrir utan hita rafmagn og svo framfyrir bara strax við sjáum það að helmingurinn af þeim sem inn á leigumarkaðum að reyna að safna sér 9 af hverjum 10 rúmlega vilja ekki vera þar og skilja tölundar og segja bara mjög skýrt prósenti búin að greina þetta mjög vel og hérna skal segja að 9 af hverjum 10 skilur það bara óhagkvæmt fyrir mig að vera hérna ég bara fastur í leigugildrunni ég kemst ekki út og það partur af því eins og til dæmis uppbygging á sterkum leigumarkaði við alltaf að gera það við að vera með gott félagslegt kerfi sem að grípur okkur en þá gefa okkur líka tækifæri til að fara upp úr því fari að vera fastur á leigumarkaðunum yfir á eignamarkaðin og leigumarkaðurinn þannig að ég held að við erum svolítið að horfa á hann brúin okkar og hjálpum fólki áfram Við verum öll að vinna saman að þessu greinlega bara öllum Kæra þakki fyrir að koma hérna og greina vandan fyrir okkur hérna við Rauðaborðið. Allavega finnst mér þetta nú orðið svona alveg mun skýrari hvar vandinn liggur en maður ekkert endilega bjartsýnni en það mjög góð byrjun svona að skilja hvað máli snýst og Má ég enda hérna að spyrja sjálfa mig hvað skoðun hefur á því hvernig við vinnum okkur út úr þessu? Já. Og það framboðsliðin alveg klárlega en áðan það sem ég var að tala aðgengi að fjármagni og það þýðir ekki að byggja á flegi ferð og byggja og svo enginn á hinum endanum til að kaupa við þurfum að horfa á þetta heildstætt fyrirlein við þurfum að tryggja sem samfélag aftur metum hvað mikið íbúðum hvernig við byggjum það og gerum það en svo þurfum við líka að passa upp á það að við þurfum að tryggja það að þeir sem þá vilja kaupa þegar íbúðunar tilbúnar að þeir hafi þá tækifæri til þess að kaupa og þá einstaklingar sem vilja fara inn á markaðin þess vegna það eins síst aðgengja fjármagni líka og í sveiflukennda hagkerfum okkar ímist bara með stýrivexti þú veist niður í kjallara eða lengst upp í lofti það þarna svolítið finnst mér ef að stjórnmálin eiga að koma inn þá ekki síður þarna einhvern veginn að tryggja og við erum með risastór eins og lífeyrissjóðskerfi það hlýtur einhvern veginn í öllu þessu að vera hægt að finna einhvers konar balans á þessu þannig að við getum tryggt svolítið fyrirsjáleika fyrir alla
og þetta skiptir okkur ótrúlega miklu máli ef við horfum bara á Ísland hvernig verður það eftir 15-20 ár samkeppnishæfni okkar líka samfélag að þessi ekki svaka misskipting og óréttlæti sem til staðar. Sigurður Stefánsson, framkvæmdastjóri Aflvaka, það munar nú aldeilis þetta eru mjög skýr skilaboð sem þú ert að senda hérna og við ætlum að hitta frambjóðendur flokkana í næstu viku, þannig að þá mjög gott að vera með skýrar spurningar og Yngvi Ómar Sighvatsson, starfandi formaður Leigjendasamtakanna. Takk fyrir bara mig, þetta búið að vera mjög svo áhugavert og gott að hlusta á svona bara góða tölur, þú veist lagða fram á skilmerkilegan hátt. Þú heldur mikið að tölur fyrir minnsmekk en samt sem áður þeim var miðlað á svona skýran og góðan hátt, ég bara held ég hefði náðu. Fyrir mér þessi mál fyrst og fremst réttlætismál. Þú veist, þetta bara, við eigum öll bara rétt á þessu og ég skil ekki akkur að það þurfi að vera staðist og erfiðasta mál lífs hversu einstaklings á Íslandi eignast húsnæði, allavega venjulegs fólks á Íslandi. Akkur það ekki frekar en alltaf að kaupa sér 3 sportbíla eða eitthvað svoleiðis. Það nokkuð ljóst hérna, þessi umræða, þetta aldrei bara tæknilegt mál, þetta aldrei bara spurning byggingakrana, þetta líka spurning réttlæti og framtíðarsýn, en við höldum samræðina áfram, við gætum greinlega halda mjög lengi. Svo byrja að fara að taka húsnæðisöryggi, en það verður nú voðalega gaman en virkilega gaman að svo kæra þakki fyrir að bjóða mér. Takk fyrir að koma og það væri bara mjög gaman, auðvitað og fróðlegt að fá ykkur aftur að borðinu fyrir eða eftir kosningar og einmitt fara þá kannski meira út í lausninnar, en við segjum þetta gott í bili hérna við Rauða borðið. Ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að fylgja okkur eftir og taka þátt í samræðunni. Við höldum áfram hérna við Rauða borðið í kvöld, þannig að ekki fara langt, tökum smá frímínútur. Takk fyrir. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímalegu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Það komin tími til að breyta stefnunni. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, nú ætlum við aðeins að fá að heyra, já, við getum kallað bara sögu úr daglega lífinu. Hingað komin Hafdís Huld Eyfeld Håkansson. Já. Þú er velkomin. Takk. Herðu, þú hefur verið að skrifa svolítið á Facebook. Já. Og senda svona skilaboð út af stöðu dóttur þinnar. Já. Sem heitir Svanhvít Edda Jónsson. Já. Og fjölfölluð stúlka. Mjög. Hún hérna bæði spastisk fyrir neða mitti og með þroska á við 2 ára barn. Já. Og þetta snýst það að faðir hennar, barnsfaðir þinn, féll frá. Já, fyrir árið síðan. Já, henni hlotnaðist arfur. 1. júní á síðasta ári. Já, og dóttir þinn hlotnaðist arfur. Já. En þá settur svona fjárhirslumæður. Skipaður. Já, það skipaður lögfræðingur. Já. Sem að ég fæ að vita og hef samband við, sem heitir Elva Óskvíum og hún tjáði mér það með sko öskrum og látum bara og dónaskap að hún taki fyrir þetta 500.000 á ári. Að halda utanum eitthvað... Það ger ekki neitt, það þarf ekki að halda utanum neitt því að hún ekki með neina reikninga eða neina umsýslu. Þannig hún fær líklega örorkubætur frá ríkinu sem að fara bara til heimilisins þar sem hún býr og það séð hana þar. Já. Og hún með einhverja smá peninga réttis fyrir það persónulega hluti. Einmitt.
Þannig það ekki að sjá að lögfræðingurinn muni þurfa að gera neitt við þetta fé? Nei, þetta engin ástæða til þess. Ekki neitt. Hún þarf ekkert að gera þessi kona. Ekki neitt, nema að hyrða peningana hennar. En af hverju fjárhaldsmaður skipaður? Varst þú, hver sjá? Nei, þetta kom úr óvæntri átt. Algjörlega. Mér á óvörum. Algjörlega. Hvaðan? Og ég bara heppin að ég sé stödd á landinu þegar þetta gerist. Ég búin að vera mikið erlendis. Ég fór í afmælið hennar 2. nóvember síðastliðinn og þá var mér sýnt þetta blað þessi mál að þessi gjörningur væri svona. Var það starfsmaður á heimilinu? Já, starfsmaður á heimilinu. Þannig hún hafði bara fengið bréf sett í posti? Já, þangað. Og hann var að sýna þér bréfi sem að dóttir hafði fengið? Já. Og þar kemur fram að hafi verið skipaður fjárhaldsmaður? Einmitt. En hver það, af hvaða kröfu það gert? Sýslumanns. En hver fer með það í sýslumann, það ef ég ekki fengið svar við hann og langar mikið til að vita og hvers vegna og eins og hún sagði, Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur, hún sagði við mig, Hafdís, maður veit aldrei úr hvaða átt árásirnar koma, skilurðu. En hver var fjárhaldsmaður dótturinnar áður en að þetta gerðist? Sko, sambýlið hefur séð hennar mál og ég hef treyst þeim og ég hef haft 100% leyfi til þess að fylgjast með hennar málum þar. En ég hef ekkert ég hef bara treyst þeim. Ég veit ekkert lengur hverjum ég á að treysta. En hún með bankareikning? Það lítur að vera. Já, þannig að þú veist ekki? Ég bara treyst heimilinu fyrir þessu. En Svanhvít, hún mikið fötluð? Já. Ertu til að segja mér aðeins frá því? Í sambandi við af hverju, hvernig þú segir mér aðeins sögu hennar þegar hún fæðist? Hún fæðist 2. nóvember 1975 og ég var þá búsett í Vestmannaeyjum en beðin að fara upp á land nei, það var því ég átti seinni. Ég eignaðist hana reyndar á Þórshöfn en ég stödd í Vestmannaeyjum þegar hún hvítvóðungur og þroski hennar sýnir það að hún hreyfir sig ekki eðlilega eins og unga börn og þroskast sem sagt að fara að skríða og kíkja á sér tærnar og svona. Svo ég leita til sjúkrahússins í Vestmannaeyjum og þá kalla þeir á mig og segjast verða að fara með henni í rannsókn á Landspítala Íslands sem gert 1. desember það ár. Nú, hún lögðin á barnadeild Landspítalans og þegar ég kem þangað í heimsókn einn daginn að heimsækja hana þá situr hún inn í svona leikherbyggi með einhvers konar starfsmanni sem að fylla við fæturnar hennar og tærnar hennar og segir svona við mig, skildi hún hafa tilfinningar hérna og skildi hún hafa tilfinningar þarna og ég verð svolítið hissa og forvið og segi, býtu, hvað meinaru? Segi ég, af hverju? Skildi hún einhvern tíma að geta gengið, segir hún og ég segi, hvað í gangi? Hvað ekki, læknirinn búin að segja þetta, segir hún og ég segi, nei, ég veit bara ekki neitt og þá segir hún, hún stífluð með spastísk fyrir neðan mitti og ég segi, og hvað meira og já, hún með gat í heilanum og við vitum ekki hvernig þroskinn mun verða. En kom þér þetta algjörlega óvart? Þetta kom mér algjörlega óvart. Það gagvart þér að þá leit hún út fyrir að vera eins og kallað er venjulegt barn? Hún leit alveg eðlilega út. Já. Hún gerir það svo sem ennþá? Og fæðingin var eðlileg. Já. Hún gerir það svo sem ennþá, hún lítur eðlilega. Ég meina, það sést ekki á henni, en samt hún bara engill sem hefur aldrei getað óhreina hugsun eða en hún var gert neinu meitt. Hún var þitt fyrsta barn? Hún var þitt fyrsta barn? Já, hún fyrsta barnið mitt og þá ég 19 ára gömul. 20 það sem að ég fæ þessa greiningu á hana.
En hún það veik að það þarf að hugsa hana allan sólarhringinn af þroskaþjálfum og lesa í hennar þarfir og annast hennar þarfir. Og hún búin að vera á svona stofnunum síðan 16 ára. En hvar var hún fram að 16 ára? Þá var hún hjá mér og Hulda Bjarnadóttir, fósturamma mín, Sálug, blessu sér minningarnar, sem var í Alþýðubandalaginu. Hún hjálpaði mig mikið með hana og barðist mikið með mér fyrir hennar þörfum meðan hún var á lífi. En hvaða aðstoð fenguðu til þess að vera með hana á heimilinu? Við fengum eiginlega enga aðstoð sko. Ég þurfti að vera með barnapíur og á meðan ég var að vinna, skilurðu. Var að vinna þá vaktavinnu og ég þurfti bara að hafa barnapíu, skilurðu, á meðan ég var á vöktum og svo var hún bara í sem sagt svona vissan hluta dagsins, skilurðu. Þannig að ég þurfti að brúa bilið. En svona sambandi við svona tæki að því að þú þarf líklega að baða hana og svona svo stækkar hún og orðin úlingur og þá erfitt að bógra við baðkarrið og fyrst ykkur aðs. Já, og hún hafði ekki einu sinni vita og þú veist, ég meina þegar hún farin að maka saur eða upp á vegg, skilurðu, á mótni til. Kannski klukkan 7 á mótni og ég á leið í vinnu. Já, en fyrst ykkur svona aðstoð þá var það náttúrulega rosalega erfitt. Já, en fyrst ykkur aðstoð við amma og fekk einhverja smá aðstoð meðan hún var að hjálpa mér. Það var nú ekki mikið. En svo fór hún sko, það var reynt Kópavogshæli mjög stött því það gekk ekki. Af hverju ekki? Hentaði henni ekki, var ekki gott fyrir hana á þeim tíma. Fannstu þá að henni leið ekki vel þar? Já, það kom strax í ljós að henni fór aftur. Það var reynt hérna upp í Mosfellsbæ, hvað heitir það? Skálatún. Skálatún, já. Og hérna við verðum að taka hana þaðan líka. Þú veist, okkur fannst henni ekki fara heldur fram þar. En þegar hún var heima, svo fannst hvort henni leið vel að illa? Já, sjálfsögð, hún gefur það til kynna. Alveg eins og hver annar manneskja og hefur hún tilfinningar, sko. Og þið reyndu að svara því og búa henni til gott heimili? Þið reyndu að svara því hvernig henni leið og búa henni til gott heimili? Já, að sjálfsögðu. En það mikið álag að vera með svona fjölfalla barn inn á heimilinu? Það er enginn sem getur staðið því. Nei, hún á systur eða ekki? Jú, hún á 9 börn svo sem hún hefur nú nóg að gera. En þegar hún var, það er oft þannig að hinn systkinin, að þau náttúrulega kannski missa svona athygli að því að það er svo mikið umstangi kringum fjölfallaða barnið. Ég skal segja þér eitt í sambandi við þetta. Ég var einmitt spurð að því hvort þetta hefði haft áhrif á heilbrigðu stelpuna mína. En það var svo skrítið að það gerði það ekki. Hún ólst bara upp við þetta, skilurðu, og þetta var bara lífið, skilurðu. Þetta var bara raunveruleikinn. Þannig að hún átti mjög gott með að skilja þetta og að skilja hvað ég meina. En svo þegar hérna, fjölfallaða barni verður 16 ára en núna 18 ára þegar það verður lögráða, þá breytist svolítið svona afstæða þjónusta. Já, þá náttúrulega er hún við lögráðisaldur allt aðra önnur lög sem gilda. Þannig að það breytist hansi mikið og þá hef ég í rauninni ekki sama rétt yfir henni, ef þú skilur hvað ég á við. En er það ekki svolítið skrítið því að eins og þú segir að hún hafi svona þroska við 2 ára, að allt í henni verði sagt að barnið þitt, að því að verður 17 ára, eða 18 ára, að þá hérna séð ekki barn lengur, þótt að þú veitir að hún ennþá barn og verður alltaf. Já, hún bara barn. Og náttúrulega barnið mitt, en hún bara barn. En er það ekki skrítið að ríkisvaldið? Það er opaslega erfitt að þegar sagt er við mig kannski, nei, þú mátt þetta ekki, það er bannað samkvæmt lögum að gera þetta og segja þetta og gera þetta fyrir þig, vegna þess að hún er meira en 18 ára. Þá, þú veist, kemur maður á lokuðum dyrum. En þegar hún orðin 18 ára, hver er þá svona hennar fulltrúi? Því að
Því hún getur ekki verið það sjálf. Hún með talsmann sem heitir Marja, sem fyrrverandi forstöðukona á sambýlinu sem hún var á áður upp í Grafarholti. Ég ætla nú ekkert að fara að tala meira hana, mér finnst hún nú ekkert hafa staðið sig of vel, ég að segja bara svona létt frá. Hún svo til umboðsmaður fatlaðra sem einhvers staðar út á Austurströnd með minnir. En þú, hvert þitt hlutverk sem móðurinnar? Hvert mitt hlutverk? Nú, ég get ekki gert nema bara að elska barnið mitt og það var bara að koma í heimsókn? Koma í heimsókn og fylgjast með eftir bestu getu. Ég baði að gera Facebook síða fyrir hana til dæmis. Hvað, nú hún orðin, hvað hún ekki komin yfir 40? Hún var 49 ára annan nóvember. Já, hún ná 50 aldri og krabbameinið hefur ekki aukist eftir að ég gat grátið út þetta geisla fyrir hana. Þannig að hún henni var hugað lífi í 1 ár en það eru komið 2 ár. Hvernig uppgötaðist krabbameinið? Það kom meinvörp undir andakrika og út frá því greindist hún með Hodgkins krabbamein, eitlakrabbamein. Og eftir að segja það að það hefði verið ekki tekin ákvörðun að gera neitt í því fyrir að þú þrýstir á og fengi geislameðferð? Já, og fyrir utan það að ég líka beðum að hún fengi mjög hollt fæði, skilurðu, því að ég mikla trú á alls konar náttúrufæði fyrir líkamann. Það á meðal gulrætur hráar sem dæmi sem ég hef séð geta hafa gert kraftaverk fyrir krabbameinssjúka og eins ofnæmissjúkdóm þar sem ég veit til dæmi einstaklingur náinn mér hefur notað þá aðferð og læknast. Krabbameinið ekki að vaxa? Nei, það stendur í stað. Guð sé lof. Og kannski hjálp minni líka. En að öðru leyti hún, hvað myndur þú segja, heilbrigð? Já, líður henni vel? Henni líður vel, hún ofboðslega kátt, hún gleðigjafi, allra sem annast hana. Það þykir öllum svo vænt hana og henni þykir svo vænt fólki sem annast hana og sýnir svo mikið kærleik. Það er öllum hollt að vera í návist við hana? Já, ég myndi segja það. Var rétt bara mjög vel orðað. En svo það sem þú ert ósátt við núna er að hún fær henni arf og þá skipað fjárhaldsmaður. Hann tekur, það er ekki sýnilegt að hann þurfi neitt að gera við þessa peninga. Nei. Þannig að þeir munu verða bara ykkur í bók nema það verður tekið fyrir. Nei, það brennist upp 500.000 ári. 500.000 ári. Já. Má ég spyrja hvað þetta er há upp að, veistu það? Já, ég vissi það ekki en ég talaði við hálfsystur hennar í Bandaríkjunum sem heitir Ásgerður Jóhannesdóttir og býr þar og er gift og í háskóla og hún gaf mér upp töluna 10 milljónir. Cirka bát, sagði hún. Þannig að 500.000 er svolítið stórt hlutfall af því. Já. Það er ólíklegt að sjóðurinn ávaksti meira það. Hann getur ekki gert það. Það er útilokað. En hvað heldur, er hægt að segja það hvað Svanhvít myndi vilja gera við þessa peninga? Já, við vitum til dæmis margt sem Svanhvít hefur ánægju af eins og hún kom einu svona í heimsókn til mig til Svíþjóðar með starfsmönnum þegar ég bjó þar með drengina mína og hún myndi hafa ánægju að fá að fara með starfsmönnum og kannski nánustu til dæmis í sólarlandaferð sem dæmi og fá að njóta þess eins og annað fólk. Hún geti haft ánægju af að eiga eigin bíl og vera, því hún hefur til dæmis gaman að fara í bíltúra, finnst ofsalega gaman að vera í bíltúr og það er eitt og annað sem hún hefur ánægju af.
og kannski veitir ekki af að fá meiri tilbreytingu í sitt líf. Alls ekki. Og því að hún hefur núna efnaði. Já, að sjálfsögðu, þá finnst mér hún ætti að hafa rétt á því. En ef að þú myndir nefna það við fjárhaldsmannin að hvort það væri ekki snjallt að hún færi til tenni mjólinn, hvað kemur út úr því? Ég hef ekki látið á það reyna en þá. Nei, ég hef bara haft nóg í þess að snúast þessa dagana. En þú upplifir það ekki að fjárhaldsmaðurinn, lögfræðingurinn hafi svona innsýn inn í það hverjar eru langanir í svangvítar? Nei, mér sýnist hún verið bara ísköld. Hún þekkir hann ekki neitt, sko. Ég held hún hafi aldrei séð hana. Herðu, Hafdís, takk fyrir að koma hérna og segja okkur þessa sögu. Þetta bara mjög mikilvægt að við fáum svona innsýn inn í hvernig lífið getur verið í þessu kerfi sem við höfum búið til. Já, sem á að vera kerfi sem á að halda vel utanum okkur öll. Já, og styðja þá sem minna mega sig. Helst þá. Já. Það tekst ekki alltaf. Kæra þakki og gangi vel í baráttunni. Þakka kærlega fyrir sömuleiðis. Já, þetta er lokinn á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllu gestur sem hafa hingað komið og Sigurjóni Magnúsi, Oddnýju Eir og Maríu Lilju sem hafa komið með efnið hingað og ég þakka Pétri Fjellsteð og Laufey Ólafsdóttur fyrir að hafa tekið upp og sendt út en ykkur þakka ég mest sem hafi setið og hlustað og breytt þessu samtali í fjölmönnun. Ég bendi ykkur á að þið getið hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfið bara með því að segja vinum og vandanum frá efni sem við sjáum hér og ykkur líkar. Þið getið sagt að það með finna það á Facebook, á YouTube, öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu 89,1 á stóru höfuðborgarsvæðinu. Það var líka að segja þar útvarpssendingar á spilarann, spilari.is á netinu, svo spilar líka app sem má man hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslensku útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, það er númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef til vill, ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring 7 daga vikunnar allan ársins hring samfélagsumræðu þetta Rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunnar. Það sem drífur samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Þú getur gert það með því að fara inn á samstöðun.is, það er nappur sem ástendur áskrift. Þú getur skráðið fyrir 2.500 krónum sem er grunn áskriftin sem er mér að þessi hlægilegt verð. Það kostar næstu 10 skall að vera áskrift á mókanum. Þið megi borga meira ef þið viljið og þið sem að kjósi getur áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem ég sjáu hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. En þetta er gott í bili, ég segi góða nótt, sjáumst aftur á morgun klukkan 8, þá byrjar Rauðaborðið aftur með öfluga samfélagsumræðu. Góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.